Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni á þriðjudegi, mitt sumar getur maður sagt, það er svo gott veður hérna fyrir sunnan. Hérna höfum við vanalega haft fréttir en við erum með hlé á því, við erum að finna út úr fjárhagsstöðu Samstöðarinnar, en við erum með fréttamennin eins og vanlega, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Ég er með fréttamála hvað var þar veðrið. Já. Það var engin snjór sem mældist í Reykjavík í janúar. Snjóaði ekkert í janúar? Nei, og þú þarft að fara aftur til ársins 1940 til þess að finna annað eins. Og engin snjór, það er engin á skíðum hérna? Nei, fallega. Þeir eru tilbúin snjór hérna í Ártúnsbrekkunni eitthvað? Það er búin að búa til snjó? Já, ég segi það er bara snjó. En það er ekki gott að það er oftast við hitti? Hann endist ekki lengi? Nei, eitthvað voru, allan að gat fólk eitthvað reynt sér hana. Fyrir norðan... Hvað er að gerast? Ég veit það ekki. Þetta er vægast mjög óvenjulegt ástand. Og ég held að horfi nú bara svona frekar mildilega núna næstu daga og hérna vetri líkur, sko vetrarmánuðum líkur í raun þegar apríl hefst, þótt við séum formulega ekki með fyrsta sumundaginn fyrsta fyrir í apríl, las ég hjá Einari Sveinbjörnssyni veðurfræðingi. Og nú er komið febrúar. Byrju formlega og óformlega, ég næðist ekki alveg. Sko, líkur vetri bara. Já, mars er síðasti vetrarmánuður. Er ágreiningur hvort að sumardagur fyrsti síðan ekki degi? Nei, hann er alltaf á sínum stað, sko, þessi sumardagur fyrsti, en samkvæmt gögnum veðurfræðinga eða eitthvað, þá er mars síðasti vetrarmánuðurinn. Og það er náttúrulega bara, það er komið febrúar, skildi það þá bara fara þannig að það kom engin vetur til Reykjavíkur fyrir utan þennan eina dag. Munið ekki í fyrra hvað voraði snemma? Ég held að það voru bara 3 vikur fyrr í Reykjavík. Munið ekki eftir þessu? Jú. Það komið bara lauf og tré og allar komið mæ. Þetta er bara það sem almenningur er einna mest að tala finnst mér. Það er bara þessi tíð, þessi Guðs þakkar verða tíð. Ég nenni ekki af áhyggjur af henni. Áhyggjur af henni, hvað minnur það? Í umhverfislegu, loftslagslegu tillit, einhverju slíku. Já, við björgum því ekki 2 og 3. Nei, við gerum það ekki, sko. Ég var reyndar tuða, eins og maður gerir. Tuðið er fúan í íslenskri menningu, það tuða svolítið. Sett inn á Facebook að ég sitt svona við gluggan og er að vinna á tölvunni heima. Og ég býði Hverfisgötuna sem er svolítið svona eins og gjá, þannig að umferðarhávaðin er svona mikil, það getur ekki farið neitt. Og ég var svona aðeins að hlusta og ég held að ég skrifaði að það væri svona 2/3 á nagladekkum, ég held að það sé 80%. Og svo heyrir maður svona sérstakt hljóð ef það kemur rafmagnsbíll á nagladekkjum. Því þá heyrist ekkert í vélinni bara í dekkjunum. Já, það er svona afstæðlega með rafmagnsbíll alveg hljóðlátum og svo með nagladekk undir þessum. Og ég skrifaði eitthvað um þetta og þá kom náttúrulega þetta er svona eins og lúpínan svona, gaman að hendi svo svona inn í umræðina. Fólk er annarkvort með nagladekkjum eða móti nagladekkjum. Það er ekkert. Já, svo erum við sem erum mennum ekki að pæla í því, sko. Ertu á nagladekkjum? Ertu á nagladekkjum? Nei, ég er nagladekkjum í mörg herrans. Ég sé enga tilgangu því. Ertu á nagladekkjum? Já. Það er vegna ferðalagan og norður. Þeir eru nú að fá smávitur. Það er annað loftslag þar og þar hefur verið snjór á köflum í vetur. En samt að hafi verið bullandi vandræði til dæmis með skíðasnjóin í Hlíðarfjalli. Þið voru að tala um framleiddan snjó og fyrir norðan var það þannig þegar ég var fréttamaður á Akureyri að þá þurfti 3 stiga frost til að þeir gætu framleitt snjó. En kannski hefur tækninni fleygt eitthvað fram síðan, ég veit það ekki. En þetta eru búsifjar fyrir skíðavertíð Akureyringa, sko, sem hafa verið. Já. Hvenær er vetrarfríið í skólunum? Þeir þá missa mikið eða verið ekki með snjó? Já, og sko þetta hangir þar allt saman, leikhúslíf, restaurantar, skíðin, ferðalögin, sko. Ef einn hlekkur brestur þá fer keðjan, sko. Fjölskyldu fólk sem hefur bara hérna verið sunnar, sko, margt, sko, sem er bara fastan lit. Akureyri í vetrarfríinu, sko, skíði. Já. Svo rignir ekkert, því þetta getur haft efnahagslega áhrif á Akureyri, en svo rignir ekkert og það hefur líka efnahagslega áhrif, vegna það getur leitt til þess að munið ekki fyrir svona 3 árum að þá var verið að skammta, þá var Landsvirkjun eiginlega í vandræðum með að standa undir rafmagninu. Það var svo lítið í öllum lónum. Nú lítur samt að þá, sko, bráðnaða eitthvað,
Nei, jöklarnir bráðum ekki, það er frostarn uppi. Þú hendi einu jökli í Þórisvatn. Já. En það eru ágallar við svona gott veður. Ég reyndi að komast að í Vesturbæjarlaug í gærkvöld og jú, ég komst þar fyrir, en það var ekki afgangur af því. Maður þurfti bara að vera svona, sko. Ég man í gamla daga þá var til ráðu við því og það var sérstaklega lit og svo var maður bara kallaður upp úr. Muni ekki því? Nei, ég man ekki þessu. Við höfum ekki þurft að halda fyrir norðar. Nei, það er skammtað. Já. Heyrðu, en er eitthvað meira í fréttum? Er eitthvað að gerast í þinginu? Já, sko, sumir segja að hérna þegar hann Símsen, Jón Pétur, hældi Ingu Sæland, menntamálaráðherra, fyrir það hvernig hún tjáði sig menntamál í dag með gagnrýnum hætti, sem sagt. Þá, hérna, þegar hann hældi hann á hvert reipi, þá sögðu gárungarnir að hérna, það var í ígildi þess að fá kost dauðans. Ég skal nú ekki það að segja, en hún náttúrulega tók upp hérna, ég sá hann í Kastljósi, hún talaði bara eins og hann. Já, þau eru bara mjög líkri, sko. Hún tók bara upp gagnrýnina. Já, og ég minnist að ekki hafa enst vel, ég hlustaði á samtal hennar við formann Kennarasambandsins og við höfum náttúrulega talað við skólafólk hérna út og suður, fram og tilbaka, sko. Og mér finnst þessi gagnrýni frá viðskiptaráði, Jóni Pétri og fleirum, mér finnst hún ekki standa, sko. Nei. Mér finnst sko rökin á móti vera sko miklu öflugri og sterkari, sko. Það var sem sagt sérstök umræða þetta stöðu grunnskólana í dag á Alþingi og hérna sitt sýnis hverjum, en þetta er ansi mikið í umræðinni, sko. Ég hérna sá hálftíma hálfvitana störf þingsins í dag, ekki allt en sá Sigmundur Ernir félagi okkar. Sjáuð ekki friðinn, hann var að reka ofan í Jens Garðar Helgason með hvað þetta allt fínt, sko, senda bara palestínu fólki aftur heim og Simmi getur haldið trusuræður og gera það í dag. Hann sagði honum til syndana. Alveg bara. Það var til að í borginni að taka upp svona hálftíma hálfvitana, óundirbúnar fyrirspurnir. Því var hafnað. Já, það er hugleysi. Finnstu ykkur þetta til eftirbreytni, til útflutnings? Mér finnst að almenningur eigi gegnum minnihlutana að hafa rödd. Já. Og svona fyrirspurnir. Já. Og maður meira þessu, við erum í flestu löndum meira af þessu til þess svona opnir fundir, þingnefnda og fleira. Sammála. Og lítið að þessu í okkur. Sammála. Þetta er hérna samt sem áður, þá koma oft góði punktar hjá fólki hérna sem ekki endilega tengdur málum inn í þinginu. Ekki rétt? Jú. Björn, þú ætlar að tala við Skúla Braga Geirdal. Já. Var hann ekki að vinna hjá fjölmiðlanefnd? Jú, Netvís er sko einhver undirdelt fjölmiðlanefnd búin að eignast barn. Já, hún er búin að eignast barn. Jesus Christ. Sem er varaþingmaður Framsóknarflokksins. Og hérna, já, hann Er það skamma almenning fyrir að kunna ekki lesa fjölmiðla? Nei, við förum nú víðan völl í þessu spjalli. Það er náttúrulega áhugavert, þú hefur nú oft fundið að því í Smári að það sé ekki endilega eðlilegt eða heilbrigt að frétta aðgangur að miðlum eins og Vísi og MBL sé frýr. Það er ekki í kringum okkur. Nei, og þessi samnorræna könnun eða skýrsla sem er núna búið að vinna sem ber saman Íslands fjölmiðlaumhverfi og skandinavist, hún sýnir að þetta hefur nú hérna ýmsa ágalla í för með sér eins og þú hefur verið að benda á þótt sumir kallið þetta forréttindi hérna fyrir almenning. Þannig að við ræðum þetta, við ræðum hérna fjölmiðlalæsi Íslendinga sem er dapurt bæði krakkarnir og ekki síður 65 ára plus. Þú myndir nú ekki hérna geta hangað þá sem hata byrjendalæsið á því að 65 ára plus þeir séu ekki læsir á fjölmiðla. En hérna það er ég líka. Nei, betur, ég er ekki alveg komið þangað. En hérna sem sagt en við förum það er ekki aldurslaus ég veit ekki einu sinni hvað ég er gaman en hérna af því ég er orðinn 60 en býtu á hverju er hérna fólk 65 og eldra ólæst af fjölmiðla? Já, það það gerir ekki greinamun á
legum og raunverulegum fréttum og það er svona tölvu, óvænt tölvum. Já, og ég held, þótt að sé bara mín persónulega skoðun, að það sé vegna þess að Íslendingar hafi bara aldrei fengið mjög góða þjálfun í að skynja fjölmiðla frá faglegum hliðum. Við höfum alltaf verið svo vönd í að flokksblöðin og allt þetta, við höfum alltaf verið svo vönd í að allir fjölmiðlar séu með erindi og við sem áskrifundur einhvers erum bara að styrkja okkar eigin skoðanir sem að Eru hún lesjöfnurindin maður? Já, það eru lesjöfndag. En þetta er ágætt í spjall og hérna, já. Hann er ungu maður sem er að kakrin okkur eldri. Það er gott. Þessi umræða einhver leiti þá að því að þetta var í tilhörnum að sloga einhvern veginn að búa til einhverja, hvað heitir þetta, svona vitundarvakningu meðal almennings sem að, þú veist, þannig að bara að hafa almennilega fjölmiðla, sko. Ekki skilti út í bæ sem að hvetja fólk til þess að lesa fjölmiðla. Við bara hafa vera almennilegt fjölmiðla umhverfið, sko. Já, bara hvað er í fjölmiðlunum? Það skiptir þetta máli. Við reddum því ekkert með einhver umræðu mikilvægi fjölmiðla, sko. Nei. Jæja, herðu, en þú ert með meira í kvöld, þú ætlar að tala okrið í olíufélögunum sem ekki vinsæll félög. Nei, við Runólfur förum yfir blóðuga sögu olíufélagana og hún í stuttumáli eins og þið kannski þekkið, þið nú gamlir hafrar hérna í blaðamennsku að olía kemur framan af öll frá Rússlandi eða Sovétríkjunum eins og þið hétu þá í skiptum fyrir aðrar vörur og þá ekki bara ólöglegt verðsamráð, þá bara fast verð og allir kaupa það sama. Svo leið og þessu líkur og svona hinn frjálsi markaðar á að taka við, þá fara náttúrulega að verða vandræði. Hinn frjálsi markaðar, við svo mikið að segja það. Já, og við þekkjum dómsmálin sem urðu. Þeir náttúrulega þeir kölluðu okkur fíbl, fólk fíbl, sagði einn forstjórinn okkur, neytendur. Það var svo auðvelt að svindla á okkur. Og þetta er forsagan. Og nú bendir margt til þess að þeim finnist við enn meiri fíbl heldur en nokkru sinni og það bara Runólfur ásamt ASI og fleirum. Það bara alvarleg umræða og ákall það að ríkið bara þvingi olíufélögin til þess að taka mið af heimsmarkaðsverði eins og stóð til hjá Dönum fyrir allmörgum árum, en þegar tilkom þá þurfti þess ekki, vegna þess að þau hlýddu bara. Já. Sama með, ég hef oft tekið dæmi að þegar hagnaðu banka í Noregi var of mikill, þá voru allir bankastjórnir kallaðir fyrir þingnefnd. Já. Og þeim var bara sagt að ef þið gerir þetta aftur, þá fáið þið bara verra og þeir bara lækkuðu vaxtamuninn og lækkuðu minnkuðu okrið. Það var mörg dæmi þetta, það sem stjórnvöld beita sér. Það svona trú að þetta bara einhverja heilagar kýrðar núti sem eru að blóðmjólk okkur. Alveg bara en það eru dauðakippir í nýfrjálshyggjunni. Maður finnur það núna. Hún ætlar að draf sig sjálf. Hún draf sig sjálf. Núna erum við farin að fá svona tillögur og það ekki einhver Jakob Bjarnar sem að skrifar endalausar þetta svo vitlaus tillaga. En af hverju stofnar ekki ASI bara olíufélag? Þannig í gamla daga þá stofnuðu þeir alþýðubrauðgerðina af því það bakararnir voru okra á brauði, þá bara stofnaði alþýðusambandið sína eigin brauðgerð og það var rekið í 40-50 ár held ég. Skaffaði alþýðu Íslands ódýrt brauð og eins og oft gerist, við höfum oft talað þetta í sambandi við opinber leigufélög eins og til dæmis í ráðandi stöðu í Svíþjóð að þá raunverulega stjórna þau verðinu á markaðnum. Þannig að svona ef ASI eða ríkið myndi bara stofna olíufélag, þá ertu bara, getur stjórnað verðinu á markaðnum. Og þetta í gamla daga, veitu hvað þetta í gamla daga? Það hét blandað hagkerfi. Af því að blandað hagkerfi var þannig að opinber þjónusta var bara vegum hins opinbera, en síðan var atvinnulífið blandað. Það voru bæjarútgerðir og það voru ríkisfyrirtæki og það voru einkafyrirtæki og það voru samvinnufyrirtæki og sem að bjuggu til svona eðlilegt en síðan í jafnvægi. En síðan var þessu öllu hent, þannig að eftir eru bara einkafyrirtæki og einkafyrirtækin vilja taka yfir opinbera þjónustu líka. Það ekki blandað hagkerfi. Það bara alræði auðvaldsins eins og sagt. Við erum kannski bara aftur á leiðin inn í svona lausnir. En tvennt sem langar að nefna svona í lokin þetta,
að hann segir að munurinn á bensínverði Costco og íslensku olíufélagana hafi aldrei verið meiri. Hann orðið 15 krónur sem eitthvað alveg mega. Var held ég 8 krónur fyrir þessa breytingar, eitthvað svoleiðis, sem við vorum áramótin. Og svo segir hann að með túristabombunni þá hefur stór aukið umferðarslysum. Erlendi ferðamenn á bíllegubílum alltaf að keyra á. Renna til í hálku alltaf. Og hann segir að þeim kostnaði hafa öllum verið velt yfir á okkur Íslendingana sem eru 365 daga ári gegnum tryggingafélögin. Og það er bara, þú veist, góð ástæða, gott tilefni til að brýna okkur öll til að taka símtölin við þessi tryggingafélög og stórlækka iðgjöldin okkar bara með því einu að hafa samband við þau. Því að það er verið að okra og svíkja okkur í gegnum tryggingafélögin, en ef við aðhöfumst og segjumst bara að fara eitthvað annað, þá fáum við betur. Þetta gerir þetta svona á eins og hálfsás fresti. Já, en þetta getum við ekki, þeir sem að eiga bíl sem að nota jarðefnaeldsneyti ekki nema við getum prófað að fara upp í Costco, en til dæmis allt fólki út á landi, það fer ekki. En tölum við eitthvað kílómetragjaldið? Já, þetta er náttúrulega tengist. Það er svolítið skemmtilega fréttir. Það var útubílstjóri á Egilsstöðum eða fyrir austan. Hann fekk 90 milljónir, eða ekki? Já, jú. Og hann hefði keypt 27 svona kringum jörðina í janúar. Já. Var það ekki á 150 kilometra hraða meðaltali hverja einasta sekúndu? Það var svo að stoppa. Já, eða 15. Og svo kemur í fréttir, það verið ekkert vandamál, þetta verið allt saman leiðrétt. Sendu bara tölvupóst á km@skattur.is. Og ég held að það póstól sé svolítið fullt, sko. Það sagði mér einhver sem að verið að ringja, hann var 51 í röðinni. Já. Það ætlaði að fá leiðréttingu á kílómetragjaldinu. Þannig þetta er alveg rosa. Það var byrjað margir í heitabóttunum að tala kílómetragjaldið sér. Já, þetta er ekki verið búin að hanna kerfi þegar þeir byrjuðu með þetta. Nei, ekki alveg gott. Við erum líka fyrsta þjóðin til að gera þetta með þessum hætti. Þannig að það er ekkert skapalón til þess að miða við. Og svo líka oft er því kannist við að þeir eru búið til svona tölvukerfi, það á þetta að virka. Það tæknir mér að segja það alltaf. Það bara virkar ekki. Þannig þegar ég gerði þetta í síðasta mánuði, þá gerði ég það 5. janúar. Og ég ætlaði bara að færa 1. febrúar, ekki að ræða það, vinur. Þarf það að vera 5. febrúar? Já, ok. Ég er með fastan þátt sem ég er að reyna að koma á fót sem að ég kalla íslensk menning sem bara stælar tilvísun í Sigur Nordal. En hugmyndir er svo að ræða samfélagið og þess að deglu sem við erum á og breyttan heim og breytta svona sjálfsmynd og eitthvað fleira svona út frá menningu og listum og ég fæði svona fólk sem á bakgrunn þar. Og núna á eftir koma til mig Gíja Sara Björnsdóttir sem er sviðsliðakona og Páll Baldvin Baldursson sem að vill láta kalla sig eftirlaunamann. Þórildur Þorleifsdóttir, leikstjóri og Sverrir Norrland. Allt saman hörku fólk og verður líflegar, ég get lofa því, verður líflegar umræður. Barátta orðið, kannski? Já, og líka alveg umræður svona hvert við erum að fara og sumilit er hugmyndin í að baka þetta að við erum ofta að tala svona efnaðasmál og við erum að tala pólitík og eitthvað svona. En svo er eitthvað svona veikleiki í, við erum að tala spillingu og alls konar. Það getur verið eitthvað svona veikleiki í menningun okkar sem að allt þetta eru kannski bara sjúkdómseinkenni af. Þannig að þetta er svona tilraun til þess að ná svona, eins og þetta bara líka tilraun til þess að hafa bara skemmtilegt spjall. Já. Stundum segja að samtölinn við rauðaborðið sé eins og tala ókunnra í lestaklefa milli tveggja borga. Já. Bara fólk tekur upp samtal og er að skemmta hvort öðru. Það getur verið galdrar, sko. Já. Ég held þetta sé skemmtilega hópur. Þið kannistu þetta, maður er svona reynir að raða saman einhverju sem heldur að verði fjörugt og skemmtilegt. Þú ætlar að fá annan hóp núna bara rétt eftir, eða ekki? Jú, bara við lásum það í fréttum í morgun að 8 gefa kost á sér í forvali VG til borgarstjórnarkosninga og bæði Stefán Pálsson og Líf og ég ætla ekki að tala við þau en ég reyndi við alla hina 6 sem eru á listanum sem langar að verða borgarfulltrúar og ég náði 4. Þau koma Auður Alfífa Ketilsdóttir, Finnur Rækard Steinar Harðarsson og Hlynur Már Ragnheiðarsson og mér langar að kynnast þeim og fá að vita hvað þau hefa að segja og vonandi verður það líflegt spjall.
það er svolítið stemning fyrir nýju fólki, finnið þið ekki fyrir því? Svona, já, virðist það. Ég ætla náttúrulega ekki að spá fyrir úrslitið þessu prófkjöri eða þessu forvali VG en mér finnst vera svona, já, fólk vill einhver endurnýjun. Það má vel vera að þeir sem eru fyrir eru bara, fólk eru leitt á því, við erum náttúrulega þannig heim að við erum það er svo mikil ágengni í öllu, það er talað það svolítið í pólitík að fólk eru bara fljótar að fá leið á fólki og það er þannig að þú ert kannski alltaf með sama forsætisráðherra en eitthvað, það bara endar að fær fólk bara leið á honum, bara fínt að skipta en eins og er þannig að endurnýjunum til þess að þingi á Íslandi er bara miklu meiri heldur en nokkuð starf Þannig að oft heyrir maður, en þótt að sé þannig, að þá hefur maður oft ekki þátt í umræðu þar sem að fólk er að segja að sé bara engin endurnýjun og þetta sé bara ægilega aðalatrið í íslenskri pólitík að ná meiri endurnýjun. Og svo maður það er eiginlega hvergi meiri endurnýjun hér. Þannig að það er stundur sem að ganga, þeir kannist þau þetta oft í umræðu, ganga svona gamlar hugmyndir. Við erum með færri þingmenn, heldur en aðra þjóðir, og ráðara, þess vegna koma þær ofta fram og fólk fær bara nóg. Sigurður Ingi er til dæmis gott dæmi um þetta. Hann er sjálfsögur ekkert verri en aðrir en hann er bara hann er búin að tapa báðum þessum þingsæti sem eftir voru í Suðurkjördæmi. Já, það er mjög áhugavert. Það var nú bara könnun í gær. Og í hans sporum myndi ég bara segja mér þingmenn Miðflokkurinn er búin að toppa. Þetta er nú bara Agnarök sem að fá niður. Það er samskipti máli að maður var alltaf velta fyrir því. Ég meina geta þið farið upp fyrir Svíþjóðardemokratana. Þeir eru fastir í 21-22%. Þeir eru ekkert að vinna á, það eru kosningar þar í haust. Ég held að það verði vinstri stjórn sem að tekur við, eða sósíaldemókratastjórn tekur við í Svíþjóð. Og ég er ekki að sjá, mín kenning er svo að þessir hægri flokkar, eins og Miðflokkurinn, muni ekki vinna kosningasigur á Trump-tímum. Og það er lengi dæmi þannig í Suður-Ameríku og í Slóvakíu. En annars er þetta bara, það er svona mín kenning. Þess vegna held ég að þess vegna fannst mér gaman að fylgjast með að fara upp og var svona velta fyrir mig eitthvað tíma að reka þeir upp ykkur rjáfur. Það er bara svo mikið til af óanægðum sjálfstæðismönnum sem að þoli ekki útlendinga. Ég var nú að tala við svona fólk á miðjum aldri í síðustu og það var kona þarna sem var að segja að hún undraðist hvað fólki sem hún umgengst mest, hvað er orðið haldt undir Miðflokkinn og Snorra Másson. Að hann er svona að verða svona bara hálfguð hjá einhverju fólki. Ég hef tekið eftir í líka fólk sem áður hvíslaði stuðning sinn. Það einmitt er ófeimið. Það sem gerist náttúrulega. Við erum með einhverja menningu sem svona samkomlega það að við skulum ekki snúa þínu versta að öðru fólki. Við skulum ekki tala við skulum gefa öllum séns og svona og svo allt í einu rífur ykkur það og segir að þessi er bara fara hendum þessu fólki bara aftur til Palestínu og það var nú varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Og leiðu þetta fyrir í gang að þá verður svona dettur samkomulagið að maður ég man eftir þessu að ég fór til Álaborgar í Danmörku, hafði ekki komið til Danmörku í svona 15 ár og var þar að borða kvöldmatt með mönnum og dönum og var að kaupa ritstjórnarkerfi fyrir fréttatímann. Og þá allt í einu byrjaði þeir að tala um útlendinga og ég hefði aldrei lent í þessu öðru. Ég hefði aldrei setið með ókunnugu fólki þar sem að menn leyfðu sér það bara að fara að tala einhverjum fordómum gagnvart innu og ég fekk að vera bara fyrir svona menningasjokki sem er þarna. En Danir höfðu lent í þessu. Þeir höfðu Anders Fogh Rasmussen hefði þurft að nota danska þjóðarflokkinn til stuðnings til þess að halda ríkisstjórnin gangandi og gerði þetta þar með stofuhæft og allt í einu þá bara gaus þetta út. Og mér finnst þetta vera betra samfélag sem er þannig að við tölum ekki illa innflytjendur, við tölum ekki illa fólk sem er með aðra trú, við tölum ekki illa fólk sem er með öðruvís á litin og það er bara, þannig er það hjá okkur. En ef við gefum það eftir þá náttúrulega verður fjandilaus. Ég er nú með kenningum það að einu sinni höfðu við þá reglu að þú varst ekki að taka myndir af sjálfu þér.
Og ef ykkur gerði það að það segi, Bjössi, hvað var ruglegt að mynda sjálfur og allir voru að skoða fjölskyldalbúmin og skoða náttúrulega helstmyndir af sjálfur sér en lét ekki á það að bera og þetta var svona félagslegt aðhald til þess að halda þessu niðri. Svo einhvern tímann tókum einhver mynda sjálfur sér og sýndi, Bjössi tók mynda sjálfur sér og sýndi mér. Nei, helvítur sniðu myndaður. Allt ónýtt. Bara endalausar selfies eftir það. Enginn að taka mynda öðrum en sjálfur sér. Þannig að félagslegt aðhald, félagslegt aðhald skiptir máli. Og ég hvernig talað til þess eins og Jens Garðar, þetta óhugsandi að hann hefði sagt þetta í þingi fyrir 10 árum, 20 árum. Hann hefði verið tekinn bara af eigin flokksmönnum og það hefði verið talað yfir honum og sagt svona gerum við ekki. Sigmundur Ernir gerði það í dag. Hann las yfir honum. Já, það var ekki í hans eigin flokk. Nei, ég er bara... Þannig þú með miðflokkinn og sjálfstæðarflokkinn. Ég er að hæla Sigmundur Ernir. Já, en miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkinn hefur ekki þetta innra aðhald. Nei. Það er bara keppnum að hver getur gengið lengra. Herðu, en við lesum þetta... Og öðru sem er ráðu bróm, þetta, sjálfstæðarflokkurinn var sko múlbundinir ráður, þingmennir. Herðu, Björn og Sigurjón, kæra þakkir og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og en ykkur þakka ég mest sem að breyti þessu samtal okkur í fjölmiðlum minni á að það sem heldur okkur gangandi er þeir áhorfendur og áhorfendur sem hafa gert áskrifundur. Þú getur slegist í þannig hóp með að farað inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskrifttir sem er 2750 krónur og mátt borga meira vilt. Og þið sem að viljið geti látið áskriftina renna sem félagsskiptin í Alþýðufélagið, en það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Nú ætlum við að sjá þess örstuttar auglýsingar og svo kemur vinstrafólk. Ég heiti Vala Kristín og ég trú á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það stefnir í harðan slag hjá VG efstu sæti í forvali flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Það eru 8 sem gefa kost á sér. Þar á meðal eru bæði Líf Magneuðdóttir, borgarfulltrúi og Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi. Nú, ég fengið hér að rauðaborðinu 4 af hinnum 6 sem eru ótaldir og gaman að fá að vita hvað þau hafa að segja og svona til hvers þau berjast, af hverju þau bjóða sig fram, af hverju þau gefa kost á sér. Og Finnur Rækart, þú ert sérfræðingur umhverfis og loftslagsmálum, vertu velkominn. Takk. Þú ert Steinar Harðarsson, vinnuverndarráðgjafi. Já. Ert þú velkominn. Takk.
Auður Alfífa Ketilsdóttir, þú ert hvað, smíðakennari? Ég starfa sem smíðakennari, já. Já, verð þú velkomin einnig. Takk. Og þá bara eftir að kynna þig, þú ert Hlynur Már Ragnheiðarsson, sjúkraliða nemi, ekki satt? Stemmir. Ljómandi. Takk fyrir að koma með skömmum fyrirvara og velkomin. Ef við byrjum kannski á því að ég fá að vita hver lengi þið hafi verið í VG og hvers vegna, og svona í leiðinni, hvers vegna þið eruð að bjóða okkur fram? Byrjum á þér, Finnur. Ég er búin að vera í VG frekar stutt, stökk inn í það í aðdraganda síðustu þingkosninga. Já. Þá var ég á kafi í umhverfisaktivisma og fór svo að pæla hvort ég ætti að reyna að beita mér fyrir umhverfismálum á öðru vettvangi. Þannig að þá var það VG sem var fyrir valinu. Já. Og það fór svo sem bara eins og það fór. Já, þið þurrkuðust út. Já, allavega við fengum ekki að setja á þingi. Það er náttúrulega ennþá með kjörnarfulltrúa í sveitarstjórnum all land. Já. En jú, það var skellur að fá ekki mannin og þing. En ég ákvað að prófa bara aftur núna. Já, prófa aftur núna. Og það er, ég er búinn að vinna núna í sambandi Íslenskra sveitarfélaga í 1,5 ár. Já. Og búinn að fá að setja mig inn í sveitarfélagamálin ansi rækilega. Já. Sérstaklega umhverfismála hliðina náttúrulega. Já, myndirðu segja að þú kemur fyrst og fremst með umhverfismálin að borðinu? Já, það náttúrulega er mitt sérsvið og það er ég mun ef að græna þráði í gegnum allt sem ég mun standa fyrir, allt sem ég mun berjast fyrir rauninni komist inn í borgarstjórn. Já. En það náttúrulega dugir ekki að vera bara með umhverfismálin hreinu, sko. Þannig að mér langar að koma með inn í þessa baráttu, inn í þessa umræðu, húsnæðismálin, ódýrt húsnæði. Legg mikla áherslu á það, félagslegt húsnæði sem að Reykjavíkurborg á bara að bera ábyrgð á sjálf. Áttu sjálfur húsnæði? Ég eignast nýlega húsnæði sjálfur. Litla risíbúð. Litla risíbúð? Það gekk ágætlega en við líka vorum í mjög heppilegri stöðum. Það er ekki allir svo heppnir. Nei. Þannig að það er mikið verk að vinna í húsnæðismálum og mér langar að berjast fyrir því. Já. Síðan er það umhverfisvænar samgöngur. Bara stór efla strætó og meðan borgarlína er ekki komin. Hvað með það bara að hann verði frýr fyrir alla? Já, það er eitt sem ég langar að leggja áherslu á, að strætó verði gjaldfrjáls fyrir ungt fólk, nemendur og eldri borgara. Já. Það er bara svona lykilatriði í mínum huga ef við ætlum ekki að hafa strætó gjaldfrjáls fyrir alla, að minnstakosti þá fyrir ungt fólk að byggja upp þessa menningu, þennan vana. Undir 20? 25 jafnvel og háskólanemar á ýmsum aldri og það skiptir ekki endilega máli á hvað aldrei maður er í háskóla tekjurnar eru alltaf læri þegar maður er í háskóla. Myndum við með þessu skrefi kannski ekki þurfa að fara í þessar kostnaðarsömu breytingar sem aldrei verðast ætla að eiga sér stað með borgarlínunni? Nei, ég held að borgarlínan sé framtíðin, sko. Það er engin spurningu þá að við þurfum að standa vörðum borgarlínuna. Það er sótt að henni úr ýmsum áttum núna og það er eitthvað sem ég langar að standa vörðum og ég er bara flýta. Andri Snær kom með rosa góða hugvekju á viðburðarindur húsnæðismál daginn. Það sem hann sagði að það liðu 5 ár frá því að Kárahnjúkavirkjun orðið var nefnt að rita í fyrsta skipti og þang til að búið að reisa stærstu vatnsaflsvirkjun í Evrópu. 5 ár. Þannig ef viljinn er fyrir hendi, ef við þorum að setja peningana það sem að árata í uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum sem borgarlína er, þá getum við gert það hraðar, sko. Okay. Það er þetta tvennt og í þriðja lagi leikskólamálin, réttláta leikskólakerfi. Það er að mínum mati stór mistök sem að núverandi meirihluti er að stefna í með þeirra leikskólatillögu og það er eitthvað sem ég langar að berjast fyrir að leikskólakerfi verði réttlátt ekki bara fyrir starfsfólk leikskólana, heldur líka fyrir börnin og foreldrana. Það má ekki etja þessum tveim hópum saman. Gegn Kópavogsleiðinni. Já. Steinar, til hvers býður þú þig fram og hver lengi hefur þú verið í VG? Ég er búin að vera í VG eins lengi og elstu menn muna. Já. Ég er svo satt að vera einn á stofnundum VG. Þannig ég er búin að vera í VG alla tíð. Já. Og ég er bara svona, klassísku vinstrimaður og sem legg áherslu á félagslega lausnir á flestum sviðum. Já. Og ég get alveg tekið undir með finni að húsnæðismálin eru mjög ég hef mikinn áhuga á húsnæðismálum og þeim lausnum sem við viljum koma til leiðar þar. Mér finnst til dæmis að Reykjavíkurborg hafi lagt allt of mikla áherslu á það að afla sér tekna með lóðasölu. Braski? Ekki bent braski en bara það er mjög dýrt að fá lóð í Reykjavík.
og upplýsingar sem ég hef verið að afla mér í sambandi við hlutfall af íbúðaverði, þá held ég að það sé nokkuð rétt að sko árið 2000 voru lóðagjöld eða byggingaréttargjöld 8% af byggingarkostnaði, en í dag er það milli 25 og 30%. Já. Þannig að það er gífurlega miklu peningar teknir þarna inn. Nú, ég hef svona í þessum aðdraganda og stundum áður sagt það eru kannski 5 atriði sem mér langar að leggja áherslu á í okkar framboði og okkar samstarfi við voru til vinstri, og það eru húsnæðismálin, og það eru umhverfismálin, það er leikskólin, og það eru umferðarmálin og íbúðalýðræði. Mér finnst þessir 5 þættir þýðingamiklir og kannski engin sérstaklega meir en annar nema kannski húsnæðismálin og þá jáfnvel líka hagsmunir leigjenda og sumir hafa bent á sko að sko fátækt hjá þeim sem eru bara fátækir í dag, það tengist dálítið því að menn eru kannski á mjög dýrum leigumarkaði og algjör vítarhingur og alveg upp undir helmingur af útgjöldum heimilisins fer til húsaleigu. Og mjög fáir málsvarar sko, mjög veika rödd sem þessi hópur hefur. Við munum leggja áherslu á þetta og það er mín vilji að húsnæðismálin verði í miklum forgangi. Hvernig myndir þú bæta stöðu leigjenda? Mér finnst að Reykjavíkurborg eigi að breyta stefnu varðandi lóðagjöld og ekki leggja svona mikla áherslu að fá inn mikla tekjur af lóðagjöldum. En hvað var það leigjendur sérstaklega? Leigjendur, þá finnst mér að Reykjavíkurborg þurfi eins og margar borgir í Evrópu að leggja áherslu á bara leigustopp eða einhvers slags eftirlit eða stjórn á sko hvað er hægt að krefja mennum mikla leigu. Opinbert inngrip. Já, það er ekkert róttækt í það. Þetta er víða í Evrópu, í kapitalískum löndum Evrópu, hafa menn gripið til þessa rás. Svo getur róttækt bara stundu verið gott. Ég tala ekki óskupin. En það er nú gaman að sjá ykkur hérna 2 hlið við hlið. Það er einhver aldursmunur á okkur. En áherslunar það sömu. Já, en er þetta ekki líka kannski það sem við þurfum? Það eru bara ólíkir aldurshópar að búa til stefnu saman og vinna saman og svona. Það er það sem ég held að þurfi alltaf rækjala núna í borgarstjórn, að bara eins og loft út og fá ferskt loft og nýtt fólk og sérstaklega kannski ungt fólk. Það hefur vantað mikið upp á að sjónarmið ungs fólks heyrist inn í borgarstjórn, hvort sem það er í húsnæðismálum þar sem að ungt fólk er sérstaklega í erfiðleikum eða í umhverfismálum sem náttúrulega ef ekki tekið vel á þeim þá mun það bitna mest á ungu fólki. Auður Alfífa, hvað kemur þú með helst að borðinu og hve lengi er þín saga hennan VG? Ég byrjaði í VG á landsfundi í Hveragerði árið 2003. Já, 2003 og hef verið í flokknum síðan með smá fílukasti Nú til þess að gera nýlega Nei, ég var er nú ekki leyndarmáli, ég var ekki mikill aðdáandi ríkisstjórnarsamstarfs við Sjálfstæðisflokk og gæti hafa tekið smá bara pásu. Já, þú hættir í flokknum bara tímabundið. Ég hætti í flokknum tímabundið, já. En það er nú svolítið sem ég kom aftur og ég er náttúrulega Sú ákvörðun er nú svolítið kannski skrifið í dag þegar maður lítur aftur sem bara saga sigurvegarans að hafa ekki stutt á ríkisstjórn. Jæja, sjáum til 22. febrúar. Nei, ég kom inn í VG og þá var sko það sem brann mest á mér þá var feminismi og ég var svona kannski fyrst og fremst beitti mér í kvenfrelsismálum en þú veist, ég valdi náttúrulega VG að því að það var fyrir mér var þetta bara svona heildapakki sem að rýmaði mjög vel við mínar skoðanir. Það var bara friðastefna og bara svona friðastefna án einhverja hártóðana og það var VG setti græna pólitík bara á
dagskrá í rauninni og þú veist, ég meina þú nefnir Kárahnjúkavirkjun, þú veist, þarna var sú barátta bara á fullur í ferð og það var Íraksstríðið og þú veist, allt þetta sko og ég held að svona það sem að svona virkilega kveikti mér í vetur voru þessi leikskólamál og þessar tillögur sem að komu frá sko vinstri meirihluta í borginni fundist mér bara eiginlega svona kjaftsögg sko. Var það? Já, vegna þess að það ég held að segja ekkert leyndamál að það víða erfitt að reka leikskóla í borginni. Ertu með því að skora Líf á Hólm? Nei. Nei? Ég er ósammála Líf í því hvernig hún tókst á við þetta mál og hún veit það alveg, við höfum talað það sko. En nei, ég held bara að það séu til aðra lausnir og mér finnst ekki hafa verið svona farin og ákveð í að skoða til dæmis bara alla þá fjölmörgu leikskóla í borginni sem við gengum vel. Það sem að starfsfólki er ánægt, það sem að, ég meina náttúrulega eiginlega allir foreldrar, leikskólabarna í borginni eru ánægðir og ég held að það sé fullt af tækifærum til þess að skoða almennilega hvað gengur vel. Af því að þetta er auðvitað stóra, þú veist, þetta er ekki bara sko velferðarmál, þetta er líka feministmál og þetta er líka mentamál og þetta bara tengist öllu að við séum með almennilega fungerandi leikskóla og þetta er stóra, svona þetta er einn stóra feministka vinstri legacy-an í borginni, er að vera með almennilega leikskóla og mér bara, ég má ekki til þess hugsa að verði hrófla við þessu og ég vil ganga lengra og ég meina við í VFG höfum lengi verið með þá stefnu að vera með gjaldfrjálsa leikskóla fyrir öll börn og ekkert eitthvað í 6 tíma heldur bara hafa á gjaldfrjálsa og mér finnst, ég saknaði svolítið í pólitík í dag að við hugsum bara róttækt út fyrir bóksið og séum svolítið skemmtileg mér finnst rosalega margt í umræðin er fast í einhverju svona kapitalískum forsendum alls sem er og það má aldrei hugsunni skemmtilegt en það mátti einu sinni, þú veist við búum hérna í borg til dæmis sem eru sundlögar út allt og bara opinbera sundlögar og þetta er ekki bara sundlög með köldu vatni, þú veist það eru bara margar típur af heitum pottum og það er líka kaldu pottur og svo líka sána og svo líka gufubað, skiljið mig og svo er bara, þú veist, nýbúið að endurgera Vesturbæjarlaugina, þetta er bara svo flottasta spa og með þetta æðislegt. Þetta er allt margt fólk þar. Já, akkurat sko, ég meina, svo gamlir Vesturbæjarlaugar fuglar bara kvarta, en þú veist, þetta er bara borgsegil búi, þú veist, maður heyrir sko dæmi, ég meina, svolítið búin að mynda heilunum, en vinkonu mín átti barn í skóla í París og 10 ára börn í þessum sko svona vinstri sinnaður hluti Parísar, þau fara í 10 daga skíðaferð í Alpana sem að þýðir bara öll börn sem færi gegnum þessa grunnskóla kunna á skíði þegar þau eru fullan og bara hugsa ykkur lífsgæðin og hugsa ykkur að þetta kostar ekki, þarf ekki að kosta mikið kostar smá, þú veist, börnum sem eru kannski ekki úr skíðafjölskyldum er hjálpa bara með að finna græjur og láta þetta virka og, veist, ég vil að við hugsa þarna ég vil að við séum ekki bara föst í eitthvað svona einhverjum dúnvestum að tala veist, bókhald sko. Þú kemur bara svona með heiðarlega vinstri mennsku inn í þetta og mikla reynslu og prinsip augljóslega þetta sem að félagar þínu voru nefna með strætó hver skoðan þín á gjaldfrjálsum strætó í ungu fólki? Sko, mér svona nokkur atriði með strætó glöggir lesendur Facebook síðuna minna að vita að ég hef mikla skoðanir á strætó. Nei, auðvitað ég var að standa með borgarlínu, ég færði okkur ekki til að vera ósammála neitt sem sitja hérna, þú veist, ég þekki þið náttúrulega ekki persónulega, en kannski kemur og hleypur öllu upp. Kannski verður að mála Nei, en auðvitað stöndum við með þessari borgarlínu og mér er svolítið svona leiðilegt bara að sjá hvernig þú veist, það er eins og að sé eitthvað svona smá svona upplýsinga, mér langar ekki að segja upplýsinga óreiða en það er svona smá eitthvað fólk hefur ekki sett sig inn í endilega hvað þetta snýst en þú veist, í grunninn þá er borgarlína bara opaslega góður strætó þú veist, þetta er ekki þú veist, nú er einhver svona hægri flokkar að byrjum einhvern veginn að þusa gegn borgarlínur en að láta þetta sé eitthvað þetta er aðeins flóknara heldur en að sé bara til hægri sko. Þetta hefur, dæmisagan Kárahnjúkavirkjun er alveg fín en það er margt ískyggilegt sem ég bara upplifa mig sem blaðamann hvað varðar þessu borgarlínu sko það er kostnaður náttúrulega það er ákveðið úrræðaleysi, það er alltaf frestað einhvern veginn það eru ansi margir hikandi á þess að vera til hægri held ég Já, sko, mér finnst mikilvægt að ræðum þetta sko
þessar hindranir sem að hafa einhvern veginn komið og þessi langa tímalina frá því að borgarlínan kom fyrst í umræðuna og hvernig staðan í dag. Framkvæmdir eru hafnar, ég fagna því, þó að það sé bara ein lota af 6 og það sé ennþá held í 5 ári að hún verið tekin í gagnið, samkvæmt núverandi áætlunum. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi til að byrja með, fara hraðar í þetta, ljúka fyrsta fasa hraðar, bara til að fá fólk til þess að sjá að þetta virkar. Og líka óþol okkar mjög mikið vegna umferðarþungan sem vandamál frá degi til dags. Já. En það sem ég að segja sko að, jú, við getum gagnrýnt fortíðina, en staðan í dag eins og hún og ég fagna því að það hafi hingað til verið staðið með borgarlínuverkefninu, það sé ennþá á dagskrá, bæði hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og ríkinu í gegnum samgöngusáttmálann. Og þetta peningar? Þetta eru 130 milljarðar í gegnum samgöngusáttmála held ég sem eiga að fara í borgarlínuna og við þurfum bara að halda áfram. Við megum ekki að núna stoppa og hætta við að fara að varpa einhver skugga á þetta mikilvæga verkefni sem ekki bara mikilvægt fyrir umhverfið, þetta er líka félagslega til þess að fólk geti farið til stað og þurfa að eiga bíl sko. Mér langar aðeins að sko... Við þurfum samt að bara þegar við tala borgarlínuna, ég alveg sammála því, það að flýta henni bara eins og kostur En á meðan borgarlína sem sagt í byggingu, þá þurfum við að gæta því að sko þau umferðarmannvirki sem fyrir í borginni, þau nýtist sem allra best. Og ég held að sumir af þeim sem að gagnrýna borgarlínu sem hrættur það að með borgarlínu þá muni menn þrengja að öðrum umferðarkostum. Og ég held að hvoru tveggja þurfi bara að vera til samtímis. Og einmitt að það bara mjög miður að maður skulle ekki geta stjórnað umferðinni á þeim mannvirki sem við eigum þannig að full afköst náist. Þetta eitt af því sem hefur hvað mest áhrif á bara lífsánægju á venjulegum degi hjá fólki og mörg okkar eru svo búin að læra einhver brögð að þau okkar sem hafa sveigjanleika. Við náttúrulega erum farin að læra að fara í kringum þessa hnúta en það ekkert allir sem að búa yfir þannig starfi eða er að vinna þannig starfa að hafi sveigjanleika. Og þetta eru hnökrar í öllum svona stóra verkefnum en ég held að stóra myndin svo að auðvitað þurfum við að hafa flotta róttaka framtíðarsýn til þess að þetta bara þessi borg funkari áfram og við verðum ekki í þessum hnútum og mér finnst svona í þessum almenni samgöngum málum þá tala stundum fólk eins og að við ætlum að taka alla bara kalla yfir 50 út úr bílónum sínum og fleia mig upp í strætó og segja hjólaðu! Sem er þetta góð hugmynd. Já, en hugmyndin líka, svona breytingar verða þannig að fólk kannski sleppir því að fá sér bíl númer 2. Að krakkar sem eru vön að hjóla fá sér kannski ramashjól og geyma að fá sér bíl þangað til að þau eru orðin 30 eða eitthvað svona og það allt léttir á þessu umferð. Því auðvitað erum við ennþá með bara rosalegt land undir almenna bílaumferð og ég sé það ekkert vera að breytast eitthvað hratt og örugglega. Takk fyrir þetta. Hlynur Már Ragnarsson, sjúkraliðanemi. Hvað ert þú búin að vera lengi í VFG? Herri, ég skráði mig bara í VFG núna bara á sama dag og ég bauð mig fram í þessu forvali hef ekki tekið þátt í VFG áður. Nei. Hef ekki mætt á held ég neina fundi hjá VFG. Nei. Undanfarin ára hef ég skilgreint mig sem jafnaðarmann, hef verið í samfylgdinni en svona af og á. Upphaflega 2001 að þá var mér boðið af fórustu samfylgdinnar þá að vera í fórustu velferðarhóps samfylgdinnar og var þar sko á upphafsdögum þess. En samfylgdin hefur verið svona, hefur aldrei hentað mér vel og Flóttinn úr samfylkingunni yfir VFG, hann hafinn. Ég að upplifa sko, eða bara samfylgdin að fara alltaf meira og meira til hægri og ég harður vinstri maður og réttlætismál og velferðarmál og heilbrigðismál og ég búin að setja mig inn í ansi mörg málefni á undanförnum árum og skrifa margar greinar á Vísi og já. Þannig að þú sást tækifæri til að taka slægin? Já, ég sko mér finnst bara algjörlega nauðsynlegt, mér persónulega sko, að vinstri á Íslandi sé andstætt sko, það að segja að ég búin að afskrifa persónulega jafnaðarmennskuna. Ég eins og segi, undanfarin ár hef ég skilgreint mig sem jafnaðarmann. En ég sé það að á Íslandi, jafnt sem í Evrópu, að þá eru jafnaðarmenn í raun og veru búin að gefast upp á þessum félagslegu gildum sem að við virðumst vera sammála á þessu
borðið sem erum í frambóði fyrir VFG erum sammála þessi félagslegu gildi en þú veist, ég verð að segja að það virðist vera alla Evrópu sé búið að gefa félagsleg gildi upp á bátinn og svona stríðsmaskína farin að vera bara svona taka við sko, þú veist, við erum að sjá Kristrúnu, við erum að sjá Þorgerði Katarínu tala sko, við verðum að taka þátt í NATO og við erum að fjármagna stríð og svo náttúrulega íslenska ríkisstjórnin búin að kaupa vopn og svoleiðis. Vilt þú Ísland úr NATO? Já, ég andfallinn andsnúi NATO. Ég vil ekki að við séum í NATO. Nei, það er svo sem ekki mál sem var að kannski borgast. Nei, það gerir það svo sem ekki. En ég held að vinstri verði líka bara í þessum kosningum sem að koma núna að skilgreina sig burtu frá jafnaðarmennskunni og þessum krata mennskunni sem að einmitt þessi pólitík sem að þessi stríðsmaskína í dag í Evrópu sem að að taka þátt í að hvítþvo helföruna í Gaza og að taka þátt að gefa Donald Trump leyfi að vera einhver friðarmálsvari í heiminum það er að segja þegar einhverjar friðaráðstefnur eða vera að tala þú veist hvernig að lesa málun til dæmis í Gaza eða eitthvað svoleiðis að þá bara Evrópa að gefa Donald Trump leyfi til þess að stjórna málum og það bara stríðs áróður sem að kemur frá Evrópusambandinu. Ég vil ekki að við förum í Evrópusambandið. En þetta bara atriði sem að jafnvel þótt að þessu ekki beintengt borgarmálunum, þá skipta þau almenning alltaf máli. Já, en hvað var það sérstaklega borgina? Hvers vegna þú góður borgarfulltrúi, VFG og vors til vinstri? Hvað er það svona í fariðinu sem að myndi gera það góðan borgarfulltrúa? Borgarfulltrúa? Já, ég met réttlætismál og velferðarmál vera eitthvað sem að allir borgarbúar njóta góðs af. Og ég algjörlega þar að þegar ég sé tilefni til þess að búa til réttlæti þá ég þar og skrifa undir það og velferðarmál þegar við eflum velferðarmálin þá eins og segi, borgarbúar græða allir á því. Geturðu nefnt með dæmi óréttlæti sem stýrt á hálfu borgarinnar núna? Ég get náttúrulega nefnt ansi mörg en ég skal nefna í raun og veru dæmi sem ég hef nefnt áður og það mér persónulega tengt. Ég sem sagt ólst upp sem á fósturheimili og frá 8-16 ára aldurs og ég hef verið í baráttu alveg síðan þá. Ég 42 ára í dag og ég hef verið í baráttu við réttlæti í þeim málum og hef ekki notið ekki fengið stuðning frá borginni í þeirri réttlætis baráttu. Hvað snýst baráttan, segir þú? Baráttan snýst að styrkja sem sagt réttindi fósturbarna, kom í veg fyrir vinnubröð eins og voru viðhafin á heimilinu sem ég var á innan Reykjavíkurborgar þar sem að fósturforeldrum sem ég var með frá 8-13 ára aldurs var sagt upp í hagræðingarskyni og fekk vaktastarfsmenn sem mína forræðis aðila frá 13-16 ára aldurs sem að olli því að ég hef búið við kvíðaröskun síðan gengur vel í dag og að klára sjúkrarlega nám og nýt minn rosalega vel í slíkum störfum en þetta samt eitthvað sem að skiptir mig máli og skiptir alla borgina máli. Það að segja skiptir máli að við tökum á svona málum á réttan hátt. Þannig að réttlætið skilja sér. Einmitt, takk fyrir þetta. Þá veit ég miklu meira ykkur heldur en ég vissi fyrir 30 mínútum eða svo sem guðsþakkavert. En mér langar aðeins vegna þess að líf þetta var mjög klaufalegt start eftir að VFG og voru til vinstri hjá Sönnu ákvaða að dansa saman þá kemur svona virðist verða núningur hjá Líf og kannski hélt hún á þeim tímapunkti að það bara stillt upp eða eitthvað. Urðu einhver læti svo í VFG? Urðu flokksfundir og niðurstaðan núna þetta forval?
Er hún eitthvað annað heldur en búist það að verið við eða hver er sú saga? Nei, þetta svo sem engin leiðindi og ekki neitt, bara greinilega einhver óheppileg mistúlkun kannski á ákvörðunni, en ég held að á þessum 80 manna fundi ef einhver hefði verið spurður hvað niðurstaðan væri, þá hefði það verið að við hefðum ákveðið að fara í samstarf við Vor til vinstri, Sonnu og félaga, sem ég finnst gríðarlega mikilvægt og setja þetta bara í fortíðina og skilabóðin núna eru bara. Og það sem ég finnst mikilvægast við þetta samstarf sem ég kalla hann mikið eftir í aðdraganda þess að þetta var ákveðið, mikilvægið að við sameiginlega bjóðum núna upp á raunverulegan valkosti vinstri, vinstra megin við Samfylkinguna, það er vonin. Borgarbúar eiga skilið að fá einn augljósan valkost vinstra megin við Samfylkinguna. Við heyrum það að það er óánægja með ýmislegt sem hefur verið gert og við skuldum bara vinstrisinnum borgarbúum að koma með róttæka vinstristefnu inn í þessar kosningar. Já, og þið þurfum ekki að slá af, þið getið bara spísað ykkar vinstristefnu núna og yddað hana og markarað ykkur sterklega með öðrum hætti heldur en hinn flokkarnir. Já, ég held að... Já, það er enda sósíalistaflokkurinn, en það veit nú enginn hvernig fer fyrir honum. Nei, ég ætla að segja, það var alveg rétt hjá Líf auðvitað að það er ekkert búið að ganga frá endalegum listum. Nei. Þannig að ég skil alveg að hafa kannski slegið hann að þessu verið slegið svona upp í fréttum en þessi fundur var alveg sammála og það var alveg augljóst að þetta væri það sem við værum að fara inn í. En svo er þetta á eftir að ganga frá endalegum listum og félagsfundur samþykkir það alltaf á endanum. Bara eðlilegt formsatriði í rauninni. En hefur þetta verið vaninn kjörtímabilinu undan að fara þá leið sem er farin núna til þess að velja fólk með forvali? Já, þetta er held ég bara alveg samkvæmt hæðinni. Nánast já, það hefur komið fyrir að menn hafa stilt upp. Hvað haldið að mörg atkvæði verði greitt þetta? Hvað má giska á að svo verði? Í forvalinu okkar? Já, núna. Það veit ég ekki hugmynd. Nei, hafa verið svona í kringum 800. Er hafinn eru nýjar meldingar inn í flokkin? Er fólk að skrá sig í flokkin til þess að geta kosið? Nei. Það er opið fyrir þær skráningar. Og snemt að spá fyrir það. Mér langar aðeins að tala um stemningu. Samfóð náttúrulega kannski einhverju leyti klofin. En það er samt einhver stemning sem fylgir því að þau hafa fengið nýtt andlit. Miðflokkurinn búa nú endalaus kraftaverk og allt besta fulltrúa fólk alheimsins. Þar er nú augljóslega svona smá stemning þegar hafa verið að fá byr í skoðanakönnunum og svona kannski ekki mjög mikið í borginni en það er svona sjálfstraustið er allt í lagi þar bæ. Svo eru sjallar með einhverja hreinsanir og þeir ætla að slípa sinn lista og koma kannski aðeins minna klofnir til leiks í ár heldur en stundum áður. En af því að VG er eins og við vorum að tala um áðan ekki með fulltrúa lengur á Alþingi og svona og sumir vilja bara segja í útrýmingar hættu formaðurinn búin að tilkynna það að Svandís er að hætta og svona hvernig er þetta bardagi bara upp á líf og dauð? Er það svolítið stemningin hjá ykkur núna? Það er náttúrulega mikilvægt að rödd vinstrisins heyrist áfram almennilega og hátt inn í borgarstjórn. Þannig að það er náttúrulega bara á meðan VG er til, við erum sannlega til og það er stemming, mjög góð mæting á þennan félagsfund sem ég nefndi áðan og mikill áhugi fyrir þessu samstarfi við Vor til vinstri. Já, þannig að það skapar stemningu. Þannig að það skapar stemningu, það að við getum samanast það sem við erum sammálum og unni saman að því að bara innleiða vinstristefnu inn í borgina, komið félagslegt húsnæði, umhverfisvænar samgöngur, réttlátt leikskólakerfi og svo framvegis. Þannig að stemmingin er þetta staðar og þá, mér finnst það bara okkar skylda sem flokkur að bjóða fram í þessum kosningum til þess að okkar stefnar komi stað, Það er ekki valkostur einhvern veginn að við ákveðum bara að leggja okkur niður þegar okkar málefni eru ennþá brýn. Erindið er ennþá mjög skýrt og þó að, eins og nefnir að Svandís hafi tilkynnt að hún ekki stig til hliðar á næsta landsfundi hjá okkur. Það kemur alltaf maður í mann stað og hún er búin að sinna sínum hlutverkum innan flokksins mjög vel, búin að
skila sínu og meira til. Þannig að ég sé það ekki sem neitt sérstætt merki að flokkur sé að loknast út af, sko. Þetta verður einhverja breytingar og verður mjög gaman að vinna með voru til vinstri núna í vor og vorandi ná góðum árangur í kosningunum og svo bara sjáum við hvernig það samstarf þróast í framhaldinu. Steinar, lítur þú þetta sömu augum? Sérðu samstarfið við Sönnu og félaga sem einhvers konar stiklustein til þess að hérna spretta upp? Já, ég sé það sem bara jável nýtt upphaf á svona vinstri væng í Reykjavík og bara þessi fundur þar sem þetta var afgreitt, 80 manna fundur, var ákaflega sko bara, það var mikil eindrægni og mikil ánægja og svona fundur, það er langt síðan mann hefur liðið svona vel á svona stórum fundi. Og það finnst mér bara gott tákn það hvernig við ætlum að hérna hafa okkur í þessari baráttu. Og kannski verður þetta til þess að vinstrið getur einhver lítið starfa betur saman. Það sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvaða atriði það eru eiginlega sem að skilja okkur frá kannski sósíalistum eða vinstra fólki sem vinstra megin við okkur eða telur sig vera það. Það einhverjar bara ákvæmlega litlar einhverju núansar sem það getur nú verið persónulegir eiginleikar sem hafa mikið með það að segja. En sko stefnan okkar í þessu framboði, ég held að hún sé mjög svona samhverf og samstæð og það sé eiginlega nánast ekkert sem að skilur okkur að. Mögulega hefum við svona lagt kannski meiri áherslu á umhverfismálin og kvenfrelsið heldur en svona hefðbundin vinstrið hefur verið til sósíalistaflokknum. Umhverfismálin hafa bara verið dauð núna misserum saman. Þau hafa verið dauð, já. Og ég held bara að sko almenningur á landinu sakni umhverfismálana úr þinginu. Þar bara nánast engin áhersla á umhverfismál og vinstri raddir eru engar. Og eins og hefur komið fram hjá Hlín, það bara samfylkingin hefur færst verulega til hægri. Ég held að sé bara allir sammála það. Ég held að þau séu sjálfsammála það. Og þau eru sjálfsammála það og þá bara opnast meiri möguleiki fyrir vinstra fólk, vinstra megin við samfylkinguna. Dauðafæri. Dauðafæri. Ég líka bara, ég sáu það í síðustu kosningum að þú veist, þá var þetta mikil stemming fyrir að refsa VG og það sumuleiti bara alveg skiljanlegt sko og ég meina vinstri kjósendur eru svolítið svona heilagir kjósendur, þú veist, við erum svona fólk sem að einhvern veginn blandar saman skoðunum okkar og sjálfsmynd og þegar einhvern veginn okkar fólk alltaf innu farið bara eitthvað að dansa við Bjarna Ben, þá erum við ekkert alveg til í þetta sko og einhvern veginn tökum það svolítið svona einhvern veginn inn á okkur, held í öðruvísi heldur en að kannski sjálfstæðismenn gera. En það við sáum líka alveg að það voru þarna margir flokkar, mörg framboð sem að fengu ekki inn mann og samtals voru þessi flokkar sem erum með svona held í að mörgu leiti svipa þengjandi kjósendur voru með hvað voru ekki 20.000 atkvæði? Já, 20.000 atkvæði, 10% held ég. Og það þú veist, það eru svo stór hópur sko sem að fær ekkert fyrir atkvæðisitt og þess vegna fannst mér það rosalega mikilvægt þegar Vinstri græn Reykjavík fóru að stað í að bara tala við hinn framboðin og bara mér finnst það mjög virðingavert af félögum mínum að svona taka það samtal alvarlega af því að, þú veist, á endanum snýst þetta ekkert eitthvað vinstri græn eða ekki vinstri græn, sko, eða þú veist, þú voru til vinstri ekki, þú veist, það bara tæki til þess að koma ákveðnum málefnum fram og vinna ákveðnum hugsjónum og halda ákveðnum bara svona atriðum til haga og þú veist, mér finnst að við getum bara saminast það, þá finnst mér það bara æðislegt og ég meina þú veist, náttúrulega málefnilegur ágreiningur milli okkar og sósíalista hefur náttúrulega verið bara hverfandi, sko. Þú veist, en ég meina við hefum svo líka bara mjög mikla málefnilega samleið með samfélkingu, eða höfum haft, sko, og þess vegna höfum náttúrulega geta unnið en samfélkingin náttúrulega augljóslega að skiptum leiðtoga meðal annars til þess að geta unnið til hægri. Þau búa sig allt eins undir nýjan meirihluta með sjálfstæðismenn. Ég held að það liggi alveg fyrir, ljóst fyrir. Ég held að við erum líka að tala sko trúverðuleika sem sagt borgarbúa gagnvart stjórnmálanum. Vinstri grænar náttúrulega fjallu af þingi í síðustu alþingiskosningum vegna þess að náttúrulega vinstri á Íslandi var náttúrulega mjög ósátt við samstarfið við sjálfstæðisflokkinn og þetta var náttúrulega
þú veist, ég meina margir sem töluðum að Vinstri græn hafi svikið öll sín loforð til dæmis og og það já, næsta landsfundi þá að vera að kjósa nýjan formann. Persónulega, ég náttúrulega kem núna nýr inn í VG og náttúrulega hef ekki komið fyrr inn vegna þess að ég náttúrulega einn af þessum sem að var náttúrulega mikið að mótmæla þessu ríkisstjórnarsamstarfi og gat náttúrulega, þú veist, ekki skráð mig í slíkt partí, sko. En ég held að persónulega sem nýr að koma inn í VG núna, tel ég mikilvægt að það sé ekki einn af þessum þingmönnum sem að voru í þessari ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum sem að verði næsti formaður VG vegna trúverðurleika. Þetta fólk sem hefur verið í forsvari fyrir VG er náttúrulega þekktasta fólkið, skilurðu. Þú vilt uppstokkun í forystu flokksins. Já, þú veist, við erum að tala um trúveruleika. Þú veist, hefur þjóðin trú á fólkinu sem að vann með Sjálfstæðisflokknum og sveik öll lofur sín í þessari ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum? Ég held ekki, sko. En hvað með forystu VG innan borgarinnar? Ertu sáttur við Líf og Stefán? Ég hef ekkert slæmt út á þjóðasetti. Nei, einmitt. Sko, við eigum eftir svona 5-6 mínútur. Mér langar í lokin að kasta bara svona nokkrum umræðefnum á borðið og þið megi bara grípa boltan, tala um það sem þið hafið á að ræða, sko. Það er sem sagt þessi þungaumferð sem við höfum aðeins tiplað á. Það eru ljóthús og skipulagsmál í víðri mynd og tengist náttúrulega lóðan og svona maður. Það eru skólamálin. Það er mjög hár stjórnsýslu kostnaður. Og það með samanburð við Akureyri sýnir að sko, maður skildi ætla stærðarhagkvæmni væri hægt að mæta í svona fjölmennu sveitarfélagi með Akureyri, en ég held að það sé tvöfalt hærri stjórnsýslu kostnaður hér. Margir millistjórnendur eru oft talað um fjölda upplýsingafulltrúana og alls fólksins sem að, ég er ekki að tala um fólkið sko, sem er að vinna á leikskólanum og starfsmennina sem að tæma ruslið og allt það, fólkið sem er sannlega á götunni heldur, bara það er mjög mikil umræða út í bæ sukk og allt og marga deildastjóra og millistjórnendur og allt það, og þyrfti nú væntanlega hugur ekki til þess að ráðast eitthvað að því. Nú kjör borgarfulltrúa er náttúrulega mjög góð og við eiginlega skerum okkur frá öðrum borgum hvað varðar bæði gríðarlegan fjölda borgarfulltrúa og svo eru 8 varaborgarfulltrúar á fullum launum. Sko, þetta er svona, þetta er það sem ég heyri og ykkar lausnir, einhver, með bara... Sanna gaf nú hluta af sínu launum í ykkur góðgerðarmálefni. Ég menna, það er náttúrulega góð hugmynd að reyna að nota þessi háu laun í eitthvað svona sem að býra með til trúveruleika og almenningur svona sér aðeins það er nú betra að gera eitthvað svoleiðis. Já, það er eitt ansvarið, getur maður sagt. Ég held að borgin hafi farið of langt í að útvista alls konar verkefnum og það útvistun, hún er eflaust einhvern tíman sparar til skamms tíma en ekki til lengri tíma. Og ég held líka að borgin hafi með þessari útvistunarstefnu sinni mist dálítið mikið af sko þekkingu sem þarf inn í borgar virkið sjálft til þess að til dæmis geta fylgst með verklegum framkvæmdum og við sjáum bara hvernig ýmsar verklega framkvæmdir hafa farið algjörlega í vaskinn hjá borginni og það held ég að geti bara helgast á því að menn hafa ekki lengur innan borgarapparatsins þá tækni og þekkingu sem til þarf. Svo tala margir skrifræðið og fjarlægð frá hennum almenna borgarbúa. Hvað er hægt að gera við því? Verður að vinda ofan af háttum borgarinnar? Það var nú umræðum þetta á félagsfundi sem við vorum mörg á VG bara helgina og þar með vorum við að taka dæmi sko það vantar svona þessa mannlegu hlið, það er það sem fólk vill, við erum félagsverur og það þarf að mínum mati, það tengist kannski íbúalýðurinn einhverju leyti, að það sé auðveldara fyrir íbúa að komast í samband við manneskju, við viljum heyra rödd hvers annars, við viljum sjá andlit, þannig að það er eitthvað sem verður alveg gott að taka dálítið hressilega á, en til að grípa sko bolta með uppbyggingu og húsnæðismál og nefnir ljóthús,
þá erum við viðburði í Norræna húsinu daginn hvernig við byggjum fyrir fólk. Það það sem ég vil gera, að við byggjum fyrir fólk en ekki fjárfesta eins og staðan í dag. Allt og gróða mið stefna í rauninni hjá borginni eins og Steinar kom inn á með mjög há byggingaréttagjöld. En við þurfum að passa okkur líka umræðinu ljóthús og ekki ljóthús. Það náttúrulega bara persónulegt mat hvers og eins. Það sem þarf að tryggja. Á einhverjum tímapunkti hættir þetta að vera skoðun og verður einhver svona almenn. Já, og ég komin að það en þú veist ekki kannski bara nöldur. Þú veist, mér finnst þetta að vera svona þú auðvitað að segja ljóthús en ég held að við náum ég hef ekki sagt það fyrir ári ég held að við náum að koma okkur alltaf upp og kannski þessari umræðum ljóthús og allt það ef við tryggjum að uppbygging húsnæðis sé fyrir fólk að uppbygging sé samræmd við uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum í samræmi við aðgengi að leikskólum og skólum í samræmi við aðgengi að grænum svæðum og gróðri og það náttúrulega að spila náttúruvernd stórt hlutverk að við séum að standa vörð þau svæði sem er ekki búið að raska of í borginni. Þarf ekki fleiri grænsvæði? Og það þarf algjörlega fleiri grænsvæði. Það er bara skortur á þeim víða borginna og þetta það sem ég að segja ef við tryggjum að áframhaldandi uppbygging húsnæðis í borginni sé á félagslegum grunni og sé ódýr og óhagnadrifin og að þetta sé samræmt við aðgengi að grænum svæðum og aðgengi að þessari grunnþjónustu sem eru almenningssamgöngur, skólar, leikskólar. Þá eru bara komin á dálítið gott ról aftur. Hvernig útrýmum við biðlistum á leikskólam? Í sömu hverjum? Ég held að við bara þurfum að setja, ég held að við ættum bara að fara í stórátak í leikskólamálum. Setja bara í alvörun og dagskrá og fara bara í alvöru bara metnaðarfulla uppbyggingu. Byggja hús, gera við þau hús sem eru biluð. Bara skoða hvað gengur vel. Ég er alltaf með þetta. Kannski þurfum við að tala meira upp þetta leikskólastarf. Leikskólakennarastarf. Af því að mér finnst við hafa séð svolítið mikla neikvæðni. Undarfarið það, en ég held að allavega þessi leikskóli sem ég fer inn á hverjum degi, mér langar svolítið að sækja vinnu þar Þú veist að því að ég bara horfa á þetta yndislega starfsfólk sem að vinna í teimum og fyrir út 2 á dag og fara að heita mat Ég held að megi alveg fara í eitthvað svona samstillt átak í þessum málum og ég held að þurfi Ég held að þurfi bara að sína metnaði þessu og hætta að horfa á þetta alltaf sem eitthvað kostnað sem er sligandi og var bara að horfa á þetta sem bara metnaði fulla þjónustu við okkar yngsta fólk. Fjárfesting í samfélaginu, það sem ég finnst ég algjörlega samanlega í þessu að við þurfum að fjárfesta í leikskólakerfinu. Það er að sinna rosalega mikilvæga starfi og við þurfum að fjárfesta í húsnæðinu, starfsaðstöðum en líka bara starfsfólkinu. Bara hækka launin en frekar er mitt mat. Þurfum við ekki að bæta laun leikskólakennara? Er það ekki Jú, eða fjölga þeim. Þú veist, eða eitthvað svona, en svo hefur líka margt verið gert, það hafa verið hækku launin segi. Þau hafa hækkað til dæmis þannig að ófaglært starfsfólk leikskóla er með betra kaupheldur en til dæmis bara starfsfólk í verslunum og það var þetta eina leyfisbréfs, þá var smá flótti og við að sjá hvort að fólk kemur tilbaka í því. Og svo hefur verið líka, það hefur verið minnkuð kennsluskyldan og aukin undirbúningstími og ýmislegt svona. Þannig að við sjáum líka, þetta er alltaf frekar nýlega breytingar og við höfum að sjá hvort að það kannski er eitthvað að jafna sig. Getur verið að, eitthvað af því fólki sem að fór úr leikskólanum upp í grunnskóluna sé kannski bara smá hugsa að fara tilbaka, eða hvað, það bara... Já. Ég ætla að ljúka þessu einni hraðaspurningu í lokin til ykkar allra. Reykjavíkurflugvöllur, vera að fara? Við þurfum að finna nýja stað og gera það í alvörunni. Sem fyrst? Sem fyrst. Þú? Fara. Þú? Lesti Keflavíkur, fara. Já. Og þú? Vera. Fyrirgeðu Ísafjörður. Er tími í 2 mínútur? Já. 1 mínútu. Bara ég sakna mjög verkamannabústaðakerfisins og ég tel að Reykjavíkurborg eigi að fara í það að byggja óhagnaðardrifið söluíbúðir jafnframt sem að byggja leigubúðir. Þetta sem margir samanlega. Allir sammála með þetta? Já. Og lest. Ég stuði mikið lestar að byggja flög. Samanleis lestin. Það er stórhug. Nei, í alvöru. Þetta er nóga peningum. Stór skref. Það er þessu rugli. Já, það er til eitthvað af peningum. Ég er ekki viss með þeim sem nógu vel varið. Nei. Við erum stundum að gera grínaði við blaðamenn, við veitum ekki alveg hvort upplýsingafulltrúðin séu 8, 10 eða 12. Nei. En þeir eru allavega fleiri en dvergarnir 7. En kæra þakkir fyrir komuna, Finnur, Steinar, Auður, Alfífa og Hlynur.
búið að vera virkilega upplýsandi og skemmtilegt að fá ykkur og gangi ykkur vel í þessum slag. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Ég held að Gunnar Smári sé kominn með valinn hóp af menningarfólki til þess að ræða íslenska menningu. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, þá komið að íslenskri menningu. Ég hef haft það hérna svona undanfarið í nokkur skipti. Umræðu undir þessu heiti. Hugmyndin svo að ræða íslenska menningu og listir kannski á viðsjárverðum tímum, hvaða áhrif tímannir hafa á listina og hvað öfugt kannski, hvaða áhrif menningin og listin hefur á tímann eða hvort það sé einhvern lækningamáttur í henni. Og ég fæ gott fólk alltaf hingað að borðinu og það þannig í dag. Gíja Sara Björnsdóttir sviðslistakona. Velkomin. Páll Baldur Baldursson eftirlaunamaður. Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri. Eftirlaunakona. Já, eftirlaunakona. Og Sverrir Norrland rithöfundur og tilvonandi eftirlaunamaður. Ég væri alveg til að vera eftirlaunamaður. Og bókútgefandi. Já, ég væri alveg til að... Herðu, það svona, kannski ekki engu máli hvar við byrjum, en ég ætla að byrja á að íslensk menning kom svolítið í fréttir í gær við Laufey var að taka á móti verðlaunum. Og hlustuðu á hvað hann sagði? Já, hún var að tala tónlistarnám og hvað það væri mikilvægt. Já, hún var að tala að var að þakka fyrir það að hafa fengið að ganga í tónlistarnám og fá það. Og hvatti stjórnvöld til þess að halda áfram að fjármagna það. Þetta ekki fyrsta áskorunin sem kemur núna síðustu daga þetta. Já, ára 10 fyrir gerðin. Okkur Magnússon var með langan status fyrir örfáum dögum og það í framhaldi af samþykktum frá miðju síðasta ári mjög ítarlegum ástandið í tónmenntakerfinu sem bagalegt eftir að fyrir 1 eða 2 árum voru tónlistarskólanir í raun og veru á heljarþröm neyddir til þess að skrifa undir samning við ríki og sveitarfélög. Sem þú ættir aldrei að gera. Sem þau átti ekki að gera en voru búin að þæfast í viðræðum við þessa unnendur menningar sem sitja í stólum borgarstjórnar og ráðuneytanna það að það verði séð til þess að skólarnir lifðu áfram. Og þeir eru satt best að segja í dauðategjum og nú eiginlega komið að því, í framhald af þessu ávarpi okkar ágætu söngkonu og tónskálds að það verður að setja þetta mál á dagskrá og pína alla stjórnmálaflokka sem að drullast þess að ná saman framboðslistum núna fyrir sveitarstjórnarkosningu til þess að lýsa stefnu sinni í þessu máli. Vegna þess að þetta ögur stund. Skólarnir eru, fólk farið að vinna þar launalaust. Það menn eiga ekki fyrir pappír eða hita eða einu eða neina og það verið að keyra þetta kerfi sem alveg ótrúlega merkilegt og hefur skilað okkur alveg ómetalegum, andlegum og fjárhagslegum tekjum. Það verið að keyra það í þrótt. Já, það sem það líka, það svo sannlega ekki í fyrsta skipti, hvorki núna hjá Laufey eða Jakobi Magnúsinni og þó þessi þakkavertu skuli halda þessu áfram, því að það búið töðum þetta áratugum saman. Að það verði að... Laufey fór náttúrulega með þetta svolítið stórt svið.
Já, ég veit og ég er ekki að gera... Ég var ekki eftir að íslenska ríkið hafi verið ávarpað svona. Ég heyrði þetta ekki, ég er ekki alls ekki að gera lítið úr, ég er bara að segja að þetta er búið að vera ákall í áratíu og Gylfi Þ. Gíslason sem var svo sem stóði því að setja lög tónlistarskóla í öllum skólum landsins, hann skildi þetta og vissi en nú er svo komið að bara skólagjöld í þessum tónlistarskólum þau eru svo há að það er ekkit fyrir nema, ég ætla ekki að segja endilega efna fólk en allavega ekki efna minna fólk. Skársettu millistéttina. Já, og það kostar svona 200.000 á ári. Meira. Vá. Ég þorði og svo áttu hljóðfærið eftir og hitt og það. Já, og þarna og svo kostar annað þess að vera í íþróttum þannig að þarna Þú geima aðeins íþrótt. Já, ég er að segja bara fyrir, ég er bara að segja Þó að tónlist sé íþrótt, sko. Já, við skulum ekki, ég er bara að segja að þetta er þannig að eina vitið er að þetta komi inn og því að þetta er mjög nauðsynlegt og þetta er líka skulum ekki mér svo merkilegt að hugsa það líka sambandi við tónlist hvað þetta er mikil frumkvöð mannsins því að þetta er eitt af fyrsta sem lítil börn gera, það er að dilla sér í takt við tónlist og búa til hljóð með því að klappa saman kubbi með eitthvað, þetta er greinilega algjör frumþörf í öllum manneskjum og þarna, og fyrir þetta hvað er hollt að syngja og syngja saman og þetta er bara í allan hátt hið merkilegasta mál. Og skólanir hafa líka góð áhrif á tónlistarsköpun. Mjög, fyrir utan bara að berja kubbana og baula eitthvað. Fyrir utan það, þegar það bara alltaf enda á kanta, en þá á þetta að vera eitthvað sem á að vera öllum aðgengilegt, en ekki bara þeim sem hafa á því efni og sinnu. Já, ég er alveg upp í útlöndum og ég man eftir að koma til Íslands og vera alltaf í smá sjokki hvað allir kunna syngja, spila hljóðfæri að ég er alveg í Fraklandi og þá er það smá þú velur eitthvað sérstakt, þú ferði á það námskeið og það kostar ótrúlega mikinn pening. En mér finnst eins og Íslandingar ferði karaoke með Íslandingum, það kunna allir að syngja, það er allir búin að fá einhvers konar kennslu. Það er ekki mér eitthvað. Ok, ég er eina sem kunna ekki, þú hefur bara séð mig. En það er rétt í Fraklandi er að spila píano og það er svona efri millistéttar. Já, það er að verða það þannig hér. Og það munaði svo miklu allavega þá að koma hingað, það var mjög aðgengilegt greinilega og öll þessi tónlist og öll þessi bönd sem koma hérðan. Það er ótrúlega sorglegt að heyra þetta sé. En ég er nú hálfgerður sjokki eftir að hafa hlýtt á aðferðaorð Páls rétt á hann að fólk var að vinna launalaust í skólanum eða svona þetta sé orðið svona, ég veit nú ekki. Þeir eru mjög aðtengdir. Þetta voru að kynna hver laun eru við listaháskólanum fyrir stundum. Ég veit svo sem hvernig launin í íslensku menningarlífi bara þvert yfir. Það er ýmsar reynsla því en dóttir mín í flautunámi í tónlistarskólanum niður í bæ sem er frábær skóli og það er innvala lið hljóðfærakennara sem vinnur þar. Já, Lindagötu, dásamlegur skóli og svo góð stemning og hún er þar í þessu flautunámi og þetta er svo mikilvægt og þetta er alveg sérstaklega, hún er líka í Ísaksskóla sem ég finnst til fyrirmyndar og þessi tveir skólar, það er alveg svona sérstök svona samheldni og einhver svona andi þarna sem er orðin svolítið sjaldgæfur bara held ég. En þetta er svo dýrmættar stofnanir. En þessu kerfi var breytt og ég veit ekki með Gylfa Þ. Svona hans hugmynd var það að allir hefðu aðgengi svona jafnaðarmanna hugmynd, allir hefðu aðgengi að tónlistarnámi. Já, það var sett skilda tónlistarkennslu og tónlistarskóla. Og það væri betra fyrir einstaklingana, það væri betra fyrir samfélagi, það væri betra fyrir músíkina, við myndum sækja talenta, við erum ekki með eins og í Fraklandi, það væri bara efri millistéttin sem að spilaði á píanó, heldur það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur að alþýðu fólk spila á píanó. Það var hugmyndin. Ég veit ekki alveg hvort þetta blómstraði algjörlega en þetta var allavega hugmyndin. En þessi hugmynd er ekki til lengur. Það var breytt þannig að það var búið til svona voucher system, þannig að foreldrarnir fengu ávísun sem gátu farið og góð shopping fyrir tómstundir. Getur náttúrulega þá nota frístundastig. Já, ég segi það, þetta er svona nýfrjálshyggju hugmynd. En hún er svo lág að hún dugar ekki fyrir tónlistarnáminu og hljóðfærinu og öðru slíku, þannig að það þýðir það kannski fyrir strætóferðunum. Já, en áður var það þannig að stofnanirnar fengu styrkin og gátu haft opnað dyr, en núna eru opnað dyr fyrir þá sem að koma með styrkin og hafa svo auka pening. Ég á dóttir sem er nýorðin löglega fullorðin, þannig að ég er búin að fara með hana, búin að sitja mikið af tónleikum og maður kíkir alltaf svona í kringu sig og það er bara efri millistéttin og svo svolítið asískir innflytjendur. Það er svona mikill áhersla á tónlistarnám þar, maður tekið eftir, en þetta er ekki lengur svona. Og ég eins og veit ekki alveg hvort það var þannig, þetta er ekki lengur þannig að þetta sé almenningur. Nei, en ég spyr mér samt líka hver er það sem hefur áhuga að senda börn sín í tónlistarnám
fólk er ofboðslega áhuga á handbolta á Íslandi og ég er gaman handbolta og svona ýmsu, eitthvað sterkt ákall hjá íslenskri alþýðu það að börnin þeirra eigi að hafa aðgang að tónlistarnámi. Ég veit það ekki. Þannig ég er svona líka smá hikandi með að allir eigi að geta strengt í skólanum. Ég alltaf þessi smá fyrirhöfn hjá foreldrum. Ég var í Vogaskóla í gamla daga, þá var Gvendur Skalli, hann var yfirkennari, sungið á sal einu sinni í viku, Helgi Þorláks hélt ræðu. Mikið tónlistarnám, allir keyrðir gegnum það. Ef einhver hafði talent í tónlist, að þá var Gvendur Skalli, og ég með margir sem geta bara sagt það, að hann nýtti þeim í tónlistarnám. Það er svoleiðis kerfi, þannig virkar samfélag. Það er ekki bara þannig þeir komi hingað sem að hafa hvatningu heiman, það sem að pabbi eða mamma lærið á píanó og þau komið þátt í mín. En ef pabbi og mamma lærið ekki á píanó og þú hefur kannski ekki nestið heiman, þá bara, ja, so be it. Það er munurinn á samfélagi og... Ísaksskóli sem er þetta engaskóli, hann er með söngarsalan þá. En ég ætla að vera aðeins óþámála. Ég held að foreldrar beri svolítið mikla ábyrgð á því að rækta hæfileika barna sinna og mér finnst bara mikill áhugi þvert við samfélagið á hlutum sem eru ekki klassísk tónlist eða bókmenntir. Þannig ég held að þetta sé svona samfélagslegt megin. Samfélag og foreldra. Ég var hlustaðan á tilvörandi eitthvað frambjóðanda sem er ekki frásögufærandi þannig í gær, forbifartin og hann var að tala alltaf stórkostið að hann ætlaði að gera og það var og þetta er aftur og aftur, það er náttúrulega húsnæðismál og atriðum eitthvað svona og íþróttirnar og það er höfuð, það er frumskylda allra foreldra er að sjá þessu börnis í íþróttum og það er mikið ákall allstaðar, það sé byggðar hallir og það sé stundað af ákafa og ég er svo sem ekkert að draga úr því ef það væri ekki alltaf með í þessu íþróttastandi öll fyrir börn, mér finnst allt og mikil áhersla lögð á það sé bara verið að rækta keppnisfólk sem eigi helst að komast á ólympíuleikana. Þannig að það byrja að sortera þau strax þessi grei og setja það á bekkinu verið ekki nógu góður í ykkur. Það vantar, mér finnst það einhvern veginn áherslulega að vera miklu frekar bara á svona gleði og leik og svona samveru og færni. Já, það er nú hann að... Ég ætla líka að vera ósammála það. Ég ætla að lifa ykkur öðrum að fá orði. Ég er bara fótboltabakgrunnur minn er þar. En það er nú kannski ekki eftir svona í lífinu að verða atvinnumaður í íþróttum. Reyndar að þú kemst á 500 milljónir á ári. Það er eftirsóknarvert í nútíma samfélagi að vera skara fram úr, vera bestur. Það er þessi samkeppni sem einkennir alla hluti, hún er náttúrulega fullu í íþróttum. Það var betur að spila á píanó, ég var að, heitir hann ekki Petzl, hann er dáinn núna, ég var að horfa á hann spila Chopin nýræður. Það er ekki sem spilar handbolta nýræður. Nei, kallir sem hann að spila tennis í stóðkerfið í þeim er allt sem að fara sumir dansa fram eftir öllum aldri. Já. Má ég segja eitt og svo skal ég draga mig í hlið þarna varandi íþróttirnar, það er verið að rækta upp keppnisskap sem getur verið neikvætt en ég var í fótbolta alla mína bernsku og það var mín æska var þar og böndin sem ég bast félögum mínum þar er svo sterk að það er eiginlega, ég get ekki borið það saman við neitt annað. Þó við hittumst ekki oft, þá er einhver svona vinátta og svo manni kennt að bera ábyrgð og ef það gengur vel, þá færðu verðlaun, ef það gengur ekki vel, þá færðu ekki verðlaun. Og mér finnst þetta vanta svolítið, sérstaklega svona yngra fólk í dag, að það þurfa að leggja svolítið á sig og vinna í hóp með öðrum til að uppskera. Þannig að mitt veganesti inn í listsköpunina er miklu frekar íþróttaandinn, þannig ég held að samkeppnin er bara svona ein hlið og íþróttastarf er óbúslega mikilvægt líka. Já, ég er ekkert að draga úr því. Og krakkar hreyfa sig minna en þeir gerðu, þeir eru minna úti, þannig að þeir svitna þarna. Ég er ekkert að fara gegn því, mér finnst bara svona bæðið þetta náttúrulega rosalega dýrt. Já. Það er orðið það. Já, ég meina, ég á barnabarn sem er í 5 leikum og píanói og ég veit að þetta er hálf milljón á ári. Já, það er allt dýrt á Íslandi, sko. Þetta er 500 000 á ári. Og það ristar það ekki datti fyrir að verðminni. Nei, það er líka sér frístundastyrkur, maður kannski, maður er eins og þetta að segja, maður kannski ekki alveg að hann er ekki byrjun þess að ketti, en það er náttúrulega spurning hvernig vilja menn byggja fjárstuðningin upp. Vilja menn, það er náttúrulega farið alveg gríðarlega mikið þrek og fjármunur í það að byggja aðstöðuna. Það er að segja fyrir íþróttahreyfinguna. Og það var náttúrulega vandamál fyrir íþróttahreyfinguna, þar að segja samfélagið, helmingina samfélaginu. Í talsvert langan tíma þangað til að það var sagt stopp og spurt býtu hver er kynskiptingin í nýtingu á aðstöðu hjá ykkur? Og kom þá löng þögn. Og það hefur ekkert verið unnið á því vígi.
Það er ennþá þannig að það eru ákveði kyn og ákveðnir hópar og ákveðnar íþróttir í hverju hverfi sem njóta forgangs. KR til dæmis alveg hætt að spila handbolta sem var nú aðalmálið þegar ég bjó á Melunum. Þeir eru ekkert að láta menn hlaupa eða hoppa. Þeir leggja bara áherslu á eitt. Það voru nokkra konur sem að risa upp fyrir örfáum árum og sögðu býtu hvað var það af skíðadeildinni hjá KR? Af hverju hætti hún? Já, ég hef aldrei heyrt um hann. Já, skíðadeild. Það var bara vegna þess að íþróttafélagi það hafði bara áhuga á einu. Eða reyndar tvennu, körfubolta og fótbolta. Fyrir strákana. Vegna þess að það var hægt að sækja félagsgjöld og það var hægt að búa til einhvers konar business í kringum. Einhver fyrirtækja félög, þannig að það var nú hægt að borga stjórnarmönnum og þjálfurum helst svört laun sem var ekki tekið á bara fyrir 10-15 árum. Þegar að íþróttarhreyfingin var tekin í gegn fyrir allt skattsvindli sem hún stundaði. Nú þetta gott slúður. Ég að fíla þetta. Nema hvað? Slúðurhornið. Á sama tíma þá náttúrulega eru byggð öll leikfimishúsin og nýtingin á þeim á að vera sem best. Við Melaskólann og Hagaskólann standa 2 glæsileg leikfimishús frá mismunandi tímum. Þannig að við höfum eitt alveg óhemju miklum peningum í aðstöðu. Ekki mótmæli í því. Síðan þurfum við náttúrulega að kosta það að þessi íþróttafélög þau séu rekin og sómasamlegan hátt og þau séu ekki einhverjar svindlmillur fyrir einhverja kalla. Þannig að þessar konur eru yfirleitt ekki til forystu í þeim. Og svo þurfum við að taka ákvörðun það hvað á að bjóða upp á. Er það bara fótbolti og handbolti eða körfubolti eða er það eitthvað annað? Og við erum að tala um það að það á að vera val í samfélaginu og fólk á að geta valið. Það eru stjórnmálaflokkar sem að bara byggja tilvist sína því að það sé hið prívat val sem eigi að stjórna öllum hlutum. En því miður, markaðurinn hann bara býður ekkert upp á það. Ef barnið mitt hefur áhuga á því að fara í skylmingar. Hvað var bændaglímuna, spyr ég líka? Já, við skulum nú ekki fara út í hana. Bæta henni við KR. En hún er alveg til sem bara fjölbreyðaglíma. Já, bara. En ef við viljum standa undir þessu, þá verðum við að bjóða upp á fjölbreytt val og börnin verða að eiga kost á því á kjörum sem eru bærileg fyrir hvaða fjölskyldu sem er. Samanlega. En sömuleitt þetta er svona markasvæðing í listnáms og íþrótta með því að það er hugmyndir á baku þetta og það enda náttúrulega eins og þú ert að lýsa, það enda með fábreytni, það er bara því miður. Ég geta bara farið inn í stórmarkaðina og séð það er bara aldrei verið fábreytari matur sem okkur er búið upp á. Kannski mismunandi umbúðum. Ég er mjög sammála því. Mjög leiðilegt. Þú er náttúrulega alveg upp í Fraklandi. Já, og ég er vegan. Valtinu er ekkert í boði, ekkert græmið. Hefur það breyst? Mér finnst það að breyst, sko. Utan stórmarkaðina. Já. Þetta er hluti af... Við þá að tala um handboltan alveg sérstaklega núna. Við langar bara í eitthvað svona stórt hús. Svona bara hótel sem við tökum yfir og enginn þarf að vita af því þegar við gerum það. List og þessi svona semikirkja þarf ekki að vera eitthvað svona trúið. Allir sem eru allt og ríkir þurfa að borga. Ég er bara góð pæling. Gróðurhús, það vantar náttúrulega tónleikaaðstöðu niður í bæ. Tónleikar. Það er mjög bægilegt. Það spila ekki allir í Hörpu. Þetta er oft komið til tals hérna. Það sem að hluta nútímanum er það að allt húsnæður er svo dýrt. Það er svo mikil túristasmengja. Það er hvergi listamanna rekin rými lengur. Niður í bæ, orðað þannig, er náttúrulega húsnæði sem er alveg sorglegt ef það á að ganga svona fjölbreyttu listalíf úr greipum og það er Háskólabíó sem er með alls konar sali af öllum stærðum, gríðarstórt anddyri og þarna og það er tiltölulega litlar breytingar til þess að gera það mjög vel tónleika og leiklistarhæft þarna og það eru 5 eða 6 salir af mismunandi stærð og þetta, ég skil ekki að ekki vera stokkið á þetta og þessi breytt í svona lifandi menningarhús, ég bara skil það ekki. Við gerum það við 4, mætum á eftir, hústakar. Háskólinn hættur að nota þetta í kennslu? Það er miklu minna mál að finna kennslurými. Það var nú verið að innrétta að heyra Hótel Sögu, það er fullt af nýjum kennslurými. Það kostaði nú 9 milljarðar. Já, maður skilur alltaf ekki þessar upphæðir, hvað kostar allar opinberar framkvæmdir þannig að maður fær alltaf svima. En ég ber ekkert skinnbráð á það hvað kostar að breyta Hótel Sögu. Þú veist hver á Háskólabíó? Það er það ekki, nei, ég veit það ekki.
Happdrættið? Háskólabíó í eigu sjóðs, Já. sáttmálasjóðs svo kallaðs, sem það sem að Jón Sigurðsson fekk Dani til þess að borga í skaðabætur fyrir alla kúunina. Það kúunarhús. Alveg sérstakt fyrir. Er þetta voldugur sjóður? Já, hann á húsið. Já, hann á húsið. Ekki byggðan það? Jú, hann byggði. Já, ég bara aldrei heitt mér að sjóða af minni. Já, en burt sér frá því að þá finnst mér það er miklu minna mál að finna fyrirlestrarsali heldur en að finna svona rými. Því að ég meina að Tjarnarbíó náttúrulega bara einhvern veginn á fallanda fæti og það bara örtröð út úr dyrum. Það eru tónleikar einhvern veginn út Það er ekki beint á fallandi fæti, það bara uppselt. Nei, ég meina húsið, ég að tala húsið og það alltaf eitthvað að að fara að rífa það þannig að og það búið að vera að leita þekki ég þannig þegar vorum að stofna leikkópa í gamla þetta að húsnæði og þá sjaldan maður fann eitthvað þá var það rífið með sjálfstæðarshús sem var mjög fínt. Nei, það þurfti að vera mötuneyti starfsfólks Landssímans og alltaf verið fundið eitthvað annað og þarna stendur fullbúið hús sem með mjög litlum tilkostnaði þetta breyta í mjög flott fjöllistahús, alveg mjög flott. Skoðum nú aðeins stöðuna. Við erum með náttúrulega, hvað erum við með marga sali í Hörpu? Þangað getur enginn farið inn, ekki einu sinni. Það ekki grasrót. Vegna þess að lánin sem standa undir byggingunni, þau eru svo stuttum tíma, vegna þess að menn vil ekki borga vextina. Og þar að leiðandi verðið svo hátt að það getur enginn farið þangað inn. Eins og menn vöruðu við að myndi gerast, bæði Kjartan Ólafsson og Pétur Jónasson. Áður en að húsið reis. Við erum með borgarleikhús sem með 3 stórum sölum og mjög góðri aðkomu að öllu leyti, næg bílastæði. Hvað það notað mörg kvöld á ári? Mér finnst að vera meira það í borgarleikhúsinu núna séu aðri leikhópar sem fá þar inn. Já, ég menna það vegna þess að rekstrarfélag Leikfélags Reykjavíkur dugar ekki til að halda starfsemi í húsinu. Þess vegna var öðrum leyft inn. En þá það samt sem áður svoleiðis að borgarleikhúsið stendur áhorfendalaust frá júní til ágúst. En þetta ekki eins og íþróttasamningin sem þú varst að lýsa á þann, að strákarnir fá allan besta æfingatíman og stelpurnar bara eldsnum á morgnan eða mjög sent á kvöldin, að frjálshóparnir fengju bara borgarleikhúsið á þriðjudögum? Er það góður tími til þess að vera með leikningu? Það náttúrulega, það stjórnandi húsin sem ákveður hvaða, og þeir eru auglýstu núna, alveg eins og Þjóðleikhúsið auglýstu, þá auglýstu því verið gestahópi núna í janúar. Og það eru hann og hans listræna teymi sem ákveður hverjir kom inn og á hvaða tíma þeir kom inn og hvernig það skarast á við þeirra sýningar ef þær einhverjar. Sem hefur nú ekki verið. Páll, það sem ég að spyrja í staðin fyrir að hrekja fólk inn í Hörpu, það sem of dýrt að vera, þá kannski ekkert betra að hrekja fólk yfir á þriðjudaga þegar þú ert alltaf með hálftóma sal. Ég þekki það ekki. Þið hafi verið að setja sýningar ekki ég. Já, við sjáum náttúrulega samt sem að hvað að gerast í Tjarnarbíó. Það að koma þar sýningar upp sem eru kannski sýndar 4 til 5 sinnum. Skiptir ykkur máli að gera uppselt og svo bara slokta þau? Já, þær hafa í rauninni ekki nokkur möguleika á líftíma. Já, ég vinn þar, ég ætla að segja bara svo ef ég segi eitthvað svona mjög Tjarnarbíó, þar að því ég vinn þar. En það er ekki en það nú forsenda fyrir því að áhorfendur fái listina til sín að það sé opið. Fleiri en eitt kvöld. Og það náttúrulega synd og skömm að það skuli ekki hafa tekist að breyta markaðnum í bænum eða borginni á þann veg að hér sé hægt að fara til dæmis á leiksýningar á sumrin. Já. Af því að menn bara gáist upp fyrir því. Já, það hafa náttúrulega verið gerða tilraunir til þess og það hefur ekki gengið vel. Ekki síðari áratugi. Jú, í Háskólabíó. Já, það var alveg skemmt. Það var gert núna í Háskólabíó. En það nú einhvern veginn þannig, það þýðir ekki, það semt, þýðir ekki að keppa við. Það einhvern veginn svo sumrin, þá farið bara, það bara eins og þegar kúnum hleypt út á vorin. Það eins með mannfólki. Þú ert algjörlega bara stödd ennþá í bændasamfélagi. Nei, ég að segja, má maður taka samlíkingu. Já, þú mátt taka samlíkingu. En það bara mjög... Dæmin eru samt sem áður til. Þau eru til, en það þurfti... Upp úr 1990, þá voru sumarsýningar. Já, ég var með sumarsýningar öll ári sem ég var leikhússtjóri. Ég segi það, ég bara þarf ekki að rifja þetta upp fyrir þér. Það þarf þá, það bara, innan gæðsar bara léttmeti. Það
þýðir ekkert að bjóða upp á... Ég meina, eina tíð, Þórhildur mín, var því haldið fram að það væri algjörlega vonlaust mál að sýna nokkur skapaðan hlut í Reykjavík eftir 1. desember. Og öll leikhús stóðu auð fram yfir jól. 10. var alltaf, já. En Gíja, þú vinnur í Tjarnarbíu. Upplifir þú að séu eftirspurn eftir fleiri sýningum? Eftir fleiri sýningum, já. Fleiri sýningarýmum. Það er endalaust náttúrulega að gera fullt af fólk. Það er reyndar að því það er talandi grasrót, það er tómarýmið. Ég veit ekki hvort þið þekki það. Já, en það er hérna áttu sjó. Já, og það er svona mikil svona grasrót. Já, en það er náttúrulega, það er bara barist að komast að í Tjarnarbíu þegar það er svona mikið að gera. Og hvernig er svona aðsóknin svona gegnumsneitt? Það er bara fólk vill fara í leikhús. Og það er alveg... Þetta er merkilegt. Þetta er merkilegt. Og þannig markaður svarar ekki þarna eftirspurn. Nei, hann gerir það ekki. Hann reynir að drepa eftirspurnina. En svo er náttúrulega líka eins og það er nú ekki oft eftir því tekið sem við tökum okkur fyrir hendur hér á þessum útnára í umheiminum, nema það er helst hrun eða stundum íþróttum eða listsköpunin. Það er nú bara það sem við gerum og vekur einhver athygli út í heimi. Og þess vegna er svolítið merkilegt að við höldum ekki betur út þetta. Það það væri ríkisstyrkt rými þannig fyrir upprennandi tónlistarfólk niður í bæ. Það væri bara mjög eðlilegt. Einhver svona það sem að fólk getur svona aðeins breytt sig og eitthvað. Það vantar. Ég held sér fordæmi fyrir því á Norðurlöndum. Og svo mætti hugsa sér reglu að innan einhvers radíus verði helst að vera eitthvað niðurgreitt rými með einhvers konar viðburðum. Þetta er ekkert fráleitt. Þetta er bara til þess að örva mannlíf og þetta smitar út frá sér. Og það er svo margt sem hann hægt að gera en við erum svo amerikaniseri hérna þannig að það megi aldrei setja svona reglur til að styðja við hluti. Mér finnst það mjög einkennilegt. Við erum að pröfa að orða þetta öðruvísi að fyrir einhverjum árum síðan þá var til rými hér og þar og listamenn gátu tróðið sér inn með einhverja sýningar og gert það upp. Það var afskaplega þarna, við náttúrulega vita hvar þau rými voru, við leituðum að með logandi ljósi. Þú voru einu svona í Hafnarbíu, ég sá Don Quixote þar. Já, það var yfir, já. Það var tekið yfir ekki djöflegjan í einhverju skemmu hérna. Sá sjaldan það fannst eitthvað. Þetta verður að vera almennilegt. Þá var alltaf tekið eða rifið. Þetta ástand var, en núna er orðið þannig að það er bara allt húsnæði er orðið rándýrt og það er bara barist allt húsnæði. Þá eru bara í nýjum raunveruleika. Það eru annarkvort þá höfum við bara engin listamann er ekki rými. Við höfum bara hörpu með 1500 sætum og svo ég myndi halda það með 1500 manna sal. Þá þarf það að hafa 2 750 manna sali. Þá þarf það að hafa svona 5 400 manna sali til þess að rækta upp í þetta. Svo sett ekki alltaf með eitthvað bara Celine Dion minningatónlingar eða eitthvað inn í hörpu. Mér skilst þetta sé svona til dæmis. Og ég er bara að segja, getur ekki verið að bara hafa verið breytingar í samfélaginu sem að leiða til þess að þau opinbera, borgin og ríkið verið horfa á það. Verðum við ekki bara búa til þessi rými, taka háskólabíó eins og hér er verið að leggja til eða eitthvað annað. Til þess að það sé. Ég veit ekki, en það var alltaf hægt að sjá. Það verða að vera til gróðurhús. Það var hægt að sjá fyrir þessi reglu sem ég skilst að setja í sumum norrænum borgum, Kaupmannahöfn og víðar, það sem að þú mátt ekki eiga rými og láta það standa autt svo að mánuðum skiptir. Þú verður að fylla rýmið eftir einhver tíma, annars held ég að líka bara við sektir. Þetta er nóg af verslunarrýmum og fyrstu hægir í þessum nýju verktaka blokkum. En svona er þetta dæmis ekki í New York og í Bandaríkjunum, þá getur þú hagnast meira á því að fyrir eitthvað svona portfólíu að hafa auðrými, meta þau á einhver háa fjárhæð og leigja þau ekki út, sem er óbúslega slæmt fyrir samfélagið og mannlífið. En mér skilst að þetta sé svona, í sumum norrænum borgum sem við spyrum okkur oft saman við. Það var ekkert fráleitt, skilur, að þú mátt bara ekki eiga fasteign og láta hana drabbast niður og gera ekkert, þú verður þá bara að selja hana eða finna eitthvað og það myndi örva og svona litli svona hlutir. En það er einhvern veginn eins og að skorta alltaf hugaflug fyrir allt svona. Eitt sem að, því að þú ert að leggja til svona almennar aðgerðir, eitt sem að maður velt fyrir sér, hvort að stjórnvöld hafi tapað hugmyndir að þau eigi að taka ákvarðanir. Ég get nefnt þess að þið verum hérna með fjölmiðlastyrki sem að markaðurinn ákveðin ráða, þannig að allir peningarnir fara í mokkan og sín sem að þú veist þarf kannski ekki aðstóða að halda. En það er engin svona vilji til þess að styrkja þá sérstaklega sem að þurfa kannski, sem er hérna að því að allt nýtt verður til í einu smáa og einu nýja, það er engin ákvörðun að gera það. Við erum með hérna bókastyrkirnir eru þannig að þú fær bara 25% af framleiðslukostnaðum tilbaka, þannig að við styrkjum mest bækurnar sem seljast mest.
Af því að svo stjórnvöld sem að eiga að eru kosið til þess að halda utan íslenska menningu segja einhvern veginn við getum ekkert farið að velja eitthvað svona hvað gott og gilt og eitthvað svona við erum bara að láta markaðinn þetta. Þannig að mér finnst vera mikil svona eftirgjöf í slíku ef maður horfir kannski bara aftur til þeirra verða að stofna menningarsjóð eða eitthvað fleira. Það er náttúrulega bara sorgleg staðreynd að þess sér engin merki að neitt íslensku stjórnmálaflokkur hafi minnsta áhuga á menningu eða halda utan með hana, styðja hana eða efla hana, bara ekki minnsta. En veistu af hverju það er? Af því að listamenn eru upp til hópa ekki framtaksamt fólk að þessu leyti og fara ekki út í stjórnmál. Ég vil bara mótmæla þessu. Með stóru myndþegn. Nei, ég skal bara benda á það að það eru, þegar við vorum ung og það er nú að vera tími síðan, að þá þótti, þá varð að hafa listamenn á öllum framboðslistum og listamenn voru alltaf fengnir til þess að koma á fundi, til þess að syngja eða spila eða tala eða leika eða eitthvað, þannig að þeir voru alltaf, og listamenn voru mjög virkir þáttakendur í stjórnmálum, bara mjög mikið. Listamenn eru góðir en þeir eru það kannski ekki í dag. Listamenn eru góðir í að láta ykkur finna til tilfinninga og búa eitthvað til og krefjast síðan þess að þeir fái hluti sem aðrir eiga að búa til fyrir þá. En ég held, þetta er eins og íþróttastarfið, þar í íþróttastarfið er bara fólk sem óttast ekki til dæmis peninga. Og bara finnst eðlilegt að það fái vel borgað fyrir sín störf. Listamenn eru hræddir við peninga til hópa og krefjast þess ekki að fá mikið af þeim. Við þurfum bara ákveðnara fólk. En ekki líka Ég bara spyr einna spurningar. Hverjir voru það sem að kostuðu bara blábyrjunina af nútímalistum á Íslandi, sendu Einar Jónsson, Ásgrím Jónsson, Þorvald Skúlason, Jón Engilbert, etc. Þetta voru bara velmeigandi menn í samfélaginu. Það var ríkið sem gerði það. Það var ríkið. Það voru námsstyrkir sem voru greiddir fólki sem að menn, borgarar í Reykjavík, hvernig gat þeim dottið í hug að það var einhver ástæða til þess að taka Finn Jónsson sem var frá Koti fyrir austan og senda hann til Þýskalands í nám í myndlist. Farið í gegnum umsóknir til þingsins liststyrki sem eru skrifaðar frá 1900 til 1930. Það sem að fólk að láta sér detta það í hug. Borgfirðingur sem sæmilega lagvis, hann lætur sér detta það í hug að fara í óperunám til Þýskalands 1930. Og að halda því fram að stjórnmálaflokkar, þeir náttúrulega sem að núna eru, að þeir hafi engan áhuga á listum, þá þarf ekki annað en að bara líta á það hvað hafa þeir verið að gera. Hverjir eru það sem hafa verið að berjast fyrir því að það var þróun í launakerfinu fyrir listamenn? Hverjir voru það sem stóði í því? Það voru samtök listamanna, það var bandalag íslenska listamanna. Og það er alveg að taka, það er að skipta sögu bandalagsins í nokkur tímabil, hvaða hefur verið aktíft og við skulum ekkit vera neitt að draga inn að dula það. Þegar að Hjálmar H. Ragnarsson tekur við bandalagi íslenska listamanna sem forseti þess, þá er loksins farið að vinna á síðustu áratugum mjög skipulega og markvisst að því af stefnu sem að hann mótaði fyrst og fremst það að taka eitthvað til í aðstöðu listamanna. Og við erum ennþá þar stödd að við erum að borga listamannalaun mönnum fyrir fulla vinnu í 12 mánuði sem ná vart meðallaunum í landinu. Ná allavega lágmarkslaun. Ég sagði vart meðallaunum í landinu. Þar erum við stödd. Má ég aðeins bara, því að þú ert að tala þetta ertu að taka aftur við samanburði íþróttunar, að það er svo erfitt í samfélagi sem að er svo mikið efnishyggju samfélag, eins og við bara búum í, nýhýlísku efnishyggju samfélagi og við gerum það. Ekki mótmæli ég því. Og þá er öll verðmæti sem ekki eru mælanleg á beinharða peningamælistíku, þau eiga mjög erfitt uppdráttar. Það er bara staðreynd. Íþróttamenn geta sýnt í mörkum, þið veitir, og metrum og sekúndum
árangur, hann mælanlegur árangur. Listamenn geta aldrei sýnt mælanlegan árangur. Já, ég selja miða. Já, og þið veitir hvað ég vil ekki... Grammívelun. Hvað segir þið? Grammívelun. Grammívelun. Það segja framhjöldum. Ég það bara út í hvaðan Slúðurhornið byrja. Snúður hér. Nei, þið veitir samt alveg hvað ég er að tala um. Þarna eru hver getur, og það eru allir sammála það að íþróttir séu nauðsynlegar og góðar og það leiðilegt að vera alltaf í þessum samanburði. Þetta einhvern veginn haldið þeirra börnu, þá þessu alltaf einhvern veginn telt saman. Og það engin baráttumaður fyrir að listir séu nauðsynlegar og góðar. Það engin sem best fyrir því. Af því að stjórnmálamenn hafa enga mælistiku aðra í dag heldur en hinna efnahagslegu. Það allt bara vextir og... En ég er bara búin að missa tölu á því hvað ég hef oft farið í útvarpið eða sjónvarpið að tjá mig þegar ég var í stjórn Rithöfundasambandsins eða bara almennt og sagt að rithöfundar til dæmis eða listamenn bara krefjast þess af hörku að fá hærri laun og það alltaf svo lítið tekið undir með mér. Það svo fáir sem stíga fram og ég ímynda mig bara heldur því að lögfræðingar standi ekki saman að tryggja sín kjör. Þetta bara peningar og þannig að þetta kannski stereotypur einhver leiti en fólk þarf bara að fara og taka og vera það sem Hvað getur frílans bara sjálfstætt starfandi bæði rithöfundar og myndlistarfólk, hvar það í stöðu til þess að krefjast nokkur hlutar? Það öllum sama þó mér í bili þó allir málar hætt að leggja niður pensilinn og allir leggja frá sér fiðlur og það öllum sama. Minnstakosti til skamstíma. Margaret Thatcher, hún gafst upp fyrir verkfalli hljómlistarmanna í London og þegar hún var að berjast og gafst ekki fyrir námumönnunum. Það var að þeir bara slöktu og það heyrðist ekki músík í London. Ég held að fólk sé ekki saman En ég pæli líka hvort það sé ekki bara smá, ekki kannski dotti úr tísku, en það sé listamenn í pólitík. Mér finnst það ekkert vera eitthvað sem helst í hendur í dag. Það bara atvinnu pólitíkus að það læra sömu stjórnmálafræðina og sömu stjórnsýslufræðina. Þannig að það engin, það ekki sjómar á þingi. Ég svo gammal að ég manna Ellert B. Skram steig upp til þess að Pétur Sigurðsson væri á lista. Ég veit það átti að vera sjómenn og verkefni á bændu og eitthvað svona. Það algjörlega breytt nú og allir að vera sérmenntaðir í sama fæinu og geta ekki komið saman lagafrumvörpum sem eru gallalaus. Heldur eru öll götótt og verður helst að senda þau allt tilbaka, taka þau og breyta þeim. Þannig að þau standast ekki. Núna á framboðslistanum það sem kallað flott fólk. Já, þetta óskaplega einsleitt fólk. Óskaplega einsleitt og einhvern veginn einsleittur hópur með sömu hugmyndir af því að það einhvern veginn sami bakgrunnur allstaðar. Já. Hvað maður að kjósa? Bara aðeins að skella En ég, til þess að þetta með tónlistaskólana, ég pröfaði þetta oft við borðið að ræða þetta við stjórnmálamenn og það bara, þeir bara engin inn í þessu því miður. Man næri aldrei með samtala þetta. Já, þeim algjörlega sama. En það náttúrulega, þeir lifa ekki í tómarúmi. Þetta það sem búið að innræta okkur og ekki bara okkur, heldur svona stórum hluta heimiskrútins vestræna heims, ég ætla ekki að vera þvælast þangað sem ég þekki ekki til, að hinn efnislegu mælanlegu verðmæti, það allt sem skiptir máli, það er framinn, það peningar, það að meika það og þetta bara samfélag sem við búum í og staðreynd. Þetta verðmætamatið allstað. Þetta sérðu það kvikmyndaframleiðendur, íslenski kvikmyndaframleiðendur, þeirra áróður sem við sjáum á nokkrum spjöldum í búanum Bíóparadís á hverju sýningu sem við sjáum þar. Þar eru þau að leggja mest áherslu á það hvað fyrirtækin eru mörg, hvað þau veiti mörgum atvinnu, hvað þau hafi skilað miklum tekjum fyrir þjóðarbúið og hvað þau hafi mikil áhrif á það að fólk vilji koma í heimsókn til Íslands og borga fyrir það gistingu og ferðir. Þetta eru rökin. Ekki það að það sé kannski einhver ástæða til þess að halda hérna uppi iðnaði, meira sér iðnaði sem á þeim mörgum að krakkar geta farið að búa til myndbönd á símana sína. Sem sagt það sköpun í gangi alveg niður fyrir barnaskólaaldurinn.
Þetta kannski bara skynsemishyggja, Baldur minn. Þetta bara skynsemishyggja. Þetta það sem selur, þetta það sem stjórnvöld skilja. Hvað kom margir túristar, hvað merkla tekjur. En það munaði að sjá þessar samt sem að með rekstraraðstæður sem svoleiðis. Það var eins og þið hafi kannski tekið að við erum hér að ræða menningu. Eitt helsta framleiðslu fyrirtæki landsins, Glass River, skuldar 2200 milljónir og hefði farið í greiðslustöðvun ef að bankinn og annað fyrirtæki hefði ekki tekið yfir einhver hluta af skuldunum, þannig að það geti haldið áfram að framleiða. Við erum búin að borga á síðustu 5 árum í framleiðslu þessa fyrirtækis á allskyns efni, þá erum við búin að borga 2 milljarða. Og þá ekki talið með það efni sem að sjónvarpsstöðvarnar hafa greitt fyrir sýningarréttin. Sem alltaf miklu minna. Hvað meinir við erum búin að borga, hvað áttu við? Í styrkjum. Já, ok, já. Í styrkjum og endurgreiðslu. Þá erum við búin að borga 2 milljarða í Glass River. Og þá það bara spurningin, hvað viljum við gera með fyrirtæki sem að skila bara þokkalegum árangri í framleiðslu og sjónvarpsseríum, fer í örfáa kvikmyndir og býr til einhverja viðtalsþætti og eitthvað fleira. Hvað erum við tilbúin að greiða mikið fyrir það að það fá að lifa áfram? Eigum við að borga 4 milljarða á 5 ára tímabili til þess að það lifi og veiti kannski 200 manns atvinnu? Hvar eru mörkin milli þess hvað við eigum mikið að greiða af opinberu fé, þar að segja skattfé okkar, til þess að listin í landinu sé haldið áfram. Það séu gefnar 110 skáldsögur, þar að kannski helmingurinn sem að hefði bara betur ekki komið út. Já, það kannski fínt að borga bara fólki fyrir að gefa ekki út helming þessara bóka. Eða kæmu út í öðrum formum hinu prentuða, sem náttúrulega að verða obsolete form. Já, við getum gefið út skjálfsögur og síman. Hvað viltu segja? Það tengt því sem ég var að segja á þann. Það er styrkirnir, þessari stóru styrkir eru núna með að fara til bókútgefandana. Fjölmiðlastyrkirnir eru að fara til Moggan sem hefur náttúrulega afskrifað miklu meira heldur en Glass River. Við vitum þetta. Það ekki að fara til þeirra sem framleiða efnið. Já, vegna þess að það er verið að líta á listina sem atvinnugrein og þar leiðandi rætur forlagið og leikhúsið og blaðútgefandan fá peningin en ekki listamannina sem að búa til. Því miður. All aukningin á styrkjum undanföllum svona á þessari öld hafa verið til fyrirtækjana. En þetta ekki að sumuleyti listamennum að kenna sjálfum? Ég ætlaði einu sinni fór í Regnbogann og bara í sjoppunum þar að kaupa popp og manni var að vera að sjá okkur mynd. Þá streymir svona listafólk út úr sal 1 og það voru allir svona bara klökkir, svona hálf grátandi og ég spurði hvað var þarna inni? Og þá sagði Ágúst Einarsson, hann var með fyrirlestur sem að sýndi á svona efnahagslegt mikilvægi lista á Íslandi og mér fannst þetta að vera hópur af fólki sem var allt í einu uppgötvað að það var til. Vegna þess að Ágúst Einarsson hagfræðingur fekk allt í einu tæki Gunnarsmáli. Það fekk allt í einu tæki og tól í hendurna. Jú, en það kostar að þykja þetta tæki. Ég veit það, ég bara að segja að það er svo ég var að segja, þetta er mjög erfitt fyrir listamenn, hvað þeirra mælikvarði, hvað þeirra ekki taka þetta tæki. En það þetta sem ég að segja með sjálfströsti, bara krefjast þess að þú vita að þú skiptir mál. Það er bara hægara samt en gert þegar þú færð. Horfðu í kringu þig, ferð þú út og horfðu þessi betring en þessi klárar en ég, þessi manneskja á að vera miklu hærri launum en ég. Þú veist, á anda bara smá, ég er svo þreyttur á þessu. Trúa sjálfa eftir það. Ég nenni ekki, ég er engan áhuga á. Þarf ekki einhvern hagfræðing eitthvað þó hann sé flottur strákur líka? Auðvitað var ágætt að fá þess að tölur frá en mér fannst samt þegar þetta kom þá að segja já, þurfum við þetta virkilega, þurfum við eitthvað tölulega staðreyndir til þess að það þorir enginn að segja í dag, ég finn fyrir sterkum tilfinningum, ég er til hérna í 80-90 ár, svo dey ég og bara verð aldrei til aftur að breytist í einhvern drikk og eitthvað, okkur blóm og mér finnst skipta máli, ég geti farið að hitta annað fólk, orðið ástfangin, heyrt einhverja tónlist, ég mun aldrei gleyma, það þorir enginn að segja þetta, það skýra sér allir bak við tölur, þannig er samfélagið, við þurfum að segja þetta. En heldur þú með meiri möguleika ástin eða blankur eða? Nei, hvað með góður, veistu hvað kostar að vera ástfangin? Það kostar bara heilmikið. En ekki líka bara það að það sé einhvern veginn, ég er alltaf að segja tísku núna, en bara það þykir ekkert endilega rosalega fínt að vera hrifnæmur.
Það er rosa mikið bara að kaupa fínum. Það er svo mikið kaldhæðni. Já, það er kaldhæðni. Það þykir ekki fínt að vera blankur. Nei. Ég get svarað að þegar ég var að koma sér viss ára, þá bara var mjög nærri því að vera bara mjög fínt að vera blankur. Ok. Það var bara rosalega. Fættu eitthvað Sko það var mjög ánægð með það. Það var partur af okkar mynd. Það er bara við það fannst mér þegar ég var í MR, sko, það er ekki talað síðan. Það breyst samfélagið rosalega mikið á stuttum tíma. En líka, sko, þið sko líka, maður ekki horfa fram hjá því. Það var miklu auðveldar að vera blankur í gamla daga, heldur það er í dag. Það er svo miklar neyslukröfur á ungt fólk. Ég meina, þau verða öll að eiga síma, þau eiga öll að verða þú verður að fórna þessu, ég meina, fólk fórnaði að bara gekk í gömlum fötum og hætti að klippa sig. Já, en þú varst heldur ekki að neita þér sko eitthvað sem að, þú varst ekki að neita þér það sem var einhvern veginn, sko. Frelsi kostar, sko. Já, en núna, sko, ef þú átt ekki síma, ef þú átt ekki svona, getur ekki fungera svona til græjulega og útlitslega, þú veitir, fatalega og allt, þá ertu ekki til, þá ertu valla til, það var allt í lagi þó við ættum bara eina gallabyssu og eina duggarapeysu og ættum ekki það sem ekki var til. Vegna þess að það var til svona counterculture sem að bauð upp á það. Sko, við þurftum ekki að fórna einu eða neinu eða vera dæmd sem aumingjar að því við getum ekki komið okkur áfram í lífinu eða þénuðum enga penninga, væru sérst bara mjög ósmart fólk. Við þurftum ekki að fórna því. Þetta var bara allt í lagi og við gerðum ekkert meiri kröfur heldur en þetta. Maður hefði bara tekeks með sultu, ef maður með marmelað, ef maður hélt boð, en ekki sko, þið veitir, matabóð með ostum og víni. Nei, alveg, og laugardagskvöldum kom til maður fólk. Maður bara hefði te og tekeks með marmelað. Ég segi það alveg satt. Það voru veitingarnar. En það var náttúrulega líka vegna þessi kynslóðin sem var ól okkur upp. Hún var vön. Hún bjó við það að hafa haft miklu. Við vorum alveg upp við nýttni, við vorum þar. En þá spyr ég að því við erum hérna að hugsa listur og við tölum bara peninga. Hvað til dæmis nýlega lásu þið sem hreyfðu við ykkur eða sáuð? Er eitthvað við höfum ekki talað neitt svona efnislega sem kveikir í ykkur? Auglýsing, djók. Auglýsing? Ég held að við þurfum að tala meira þessa hluti líka. Já. Þú veist, erum við eitthvað að lesa eitthvað, þú veist, hefði heimurinn verið eitthvað verri ef engar bækur hefði komið út á síðast ári? Eða engin leiksingar sett upp? Ég held að svo sé, en... Ég er búin að lesa helling og bara... Og hvernig fannst þið jólabókarflóðið? Hvernig fannst þið jólabókarflóðið? Ég nenni ekki að vera að lesa jólabókarflóð. Ég var að lesa Málfríði Einarsdóttur, ég var að lesa Ljóðmæli Hannesar Hafstein, ég var að lesa eina bók sem kom út í jólinn sem eru Endurminningaskólu Thoroddsen. Ég er að lesa skáldsögu eftir unga konu. Og þingtíðindi. Ég verði að lesa Gríska harmleiki. That's about it. Og líka þarna listamannalaun frá 1900 til 1930. Já. Þetta er eitt sem maður gerir einkanlega, maður rækta sig einhvern veginn einkanlega, en svo býr maður í samfélagi og þess vegna skiptir til dæmis jólabókaflóðið eða vertíðin í leikhúsunum skiptir máli, þess að þar er listin að tala inn í þann samtíma sem maður lifir með öðru fólki. Stór hluti af því sem er á sviðunum er ekki að tala inn í samtíman. Það er það sem og minnst er þessu jólabókaflóðið. Ég var svolítið erfiðleikum að því ég er að reyna að halda upp í gangi umræðu hérna og ég sé eiginlega fátt í jólabókaflóðinu sem er eiginlega til þess, sem er eiginlega ætlað til þess að vera innlegg inn í svona, við erum að lifa náttúrulega, allir orðið sammála, við erum að lifa eitthvað svona stórkostlega tímamóta, mikil tímamót, sem er ekki bara í heimsmálunum, heldur er það bara í bara sjálfsmynd okkar, stöðu okkar í samfélaginu og ég meina þið hérna hlægið af efnisíkjunni og einstaklisíkjunni. Nei, við erum að koma út úr henni, þannig að það er engin sem er að verja hana lengur og taka á sig. Ég skrökvaði, ég las 3 jólabækur. 2 skáldsögur og eina ljóðabók. Ljóðabókin er eftir konu sem er aðflutninga til lands og er alveg í öðru tungumáli og skrifar algjörlega frábæra og einstaka ljóðabók. Ekki Má Alheimsdóttir. Já, ég lesa hana. Við skulum ekki nefna höfundana sem skrifuðu skáldsögurnar en mér fannst að forlegin hefði í báðum tilvikum átt að segja höfundunum þú skalt ekki gefa þetta út strax, við þurfum að bæta þetta talsvert mikið. Já, en það er ekki alltaf gert. Nei. Þannig að það er svona einhver liti veikt. Já, ég held að niðurgreiðslu og endurgreiðslu kerfið sem var búið til fyrir bókaútgáfunar, skilar okkur ekki góða bókum. Það hafi verið misráðið kerfi vegna þess að það beindi aurunum ekki á rétta staði.
og það var til þess að það var stutt það sem að skiptir máli. Nei, 110 skáldsögur. Við þurfum, það er illa að fara með fyrir að henda því í bækur eftir Arnald og Issu og félaga í staðin fyrir að styrkja þá sem eru að skrifa bækur sem að hafa bara meira erindin í samtíma. En svo myndi ég nú segja með þau eru náttúrulega ekki á listamannalaunum og þau svona eru svona smá brauð fyrir það er rétt. Miklu meiri peninga. 25% af framleiðslu kostnaði þeirra bóka í þeirra stóru upplögum borga skattborgarar. Bókin hennar og kannski fekk ekkert. Vegna þess að þú þarft að ná held ég 250 eintökum til þess að... Í sölu? Já, í sölu. Þetta er náttúrulega dálítið einhvert. Sem er bara fráleit peninga. Það er sérkennilegt að, eins og þú veist að segja hans verið, að þarna, og þetta er þetta, sko, við lifum dálítið í tómarúmi núna. Það er ykkur heimsmynd að hrynja og er ekki, þetta er svona svo þetta hverfur áramótina þarna, ártali hverfur smá saman. Og síðan svo kemur það við erum á einhverjum þannig tíma við vitum ekkert hvað er og á þessum frjálshyggjutímum sem að fóru náttúrulega ná verulega hámarki upp úr 1990 þá er lögð alveg óskaplega áhersla á einstaklingun og einstaklingsfrelsið og það sýndi sér líka í listum það var óskaplega mikið skrifað bókum sem voru mín reynsla sem ég vildi náttúrulega svona lítil að sko reynsla hvers og eins er svo lítil fyrir hún komin í stærra samhengi og ég og mamma mín ryksugaði of mikið og pabbi minn drakk of mikið og eitthvað svona, þið veitir. Og barði mömmu. Já, barði dóttur mömmu. Með ryksugunni, já. Voðalega mikið af svona einstaknings og sérstaklega... Þetta er ennþá Þórhildur. Nei, mér finnst þetta vera nefnilega, svo náðu þetta hann að hámarki, ég sagði bara, ég ætla aldrei aftur, það var sko, já, ég ætla ekki að fara til hvað ég hugsaði, það var svo leiðilegt. En sko, mér finnst þetta nefnilega aðeins vera víkja núna, mér finnst vera sko örla á hér og þar að það sé einhver sko víðari skírskotun líka í leikhúsunum ég var alveg hægt að nenna að horfa á þessi leikrit sem krakkarnir sömdu sjálf eigin reynslu ég bara nettu þessu ekki mín áhugaverða ferði mín til útlanda í 2 mánuði og eitthvað svona sko ég bara alveg bara fór náðu þessu fyrir 25 ára unglingar eins og eitt sagði við mjög listaháskólanum hvað eigum við að skrifa við höfum einhver lífsreynslu en það er líka en sko þannig að þau voru greinilega ekkert með alin uppi í að þau ættu einhvern veginn að nota höflið já eða og setja sér spor annarra þetta var óskaplega mikið ég og mín reynsla svo merkileg. Mér finnst þetta vera á einhver undanhaldi núna, mér finnst svona, auðvitað var þetta aldrei algilt, já, mér finnst vera minna af þessum bókum núna, minna af þessu í leikhúsunum, mér finnst vera meira að leita út fyrir sjálfsig, þannig að ég held að sé að leita að nýrri einhverju nýjum stein til að standa á. En er þetta ekki þessi sjálfsmyndarpólitík alltaf? Þú veist, þú mátt ekki setja þig í spor annara því þú hefur ekki rétt á því. Þú veist. Wow. Já, ég held samt að það sé ekkert endilega bara það. Ég held að það sé líka bara það er verið svona hvetið til þess að vera innlægur og fólk kann ekkert endilega innlægni út frá öðru sjónarhorni sín eigin. En til dæmis Ólafur Þetta er bara í country og þetta þýðir bara væmni og svona sjálfs eitthvað svona en sko segjum Ólafur Jóhann skrifa leikrit sem ég reyndar misti af því miður það sem hann er að lýsa hann er að skrifa svona ég-bók já, það er rétt en já, það er áhugavert en það er verið að fjalla einhver málefni og svo kemur kritík á að hann megi ekki fjalla þessi málefni einhvern veginn, af því hann sé ekki þeirri stöðu allavega heyrði ég eitthvað þannig sem ég finnst ótrúlega merkilegt, hann er að skrifa og fólk hefur kannski ekki svona sögulega þekkingu til átt að hann er að skrifa farsa, þar sem hann er að draga alla saman í hundur í háði og fólk fattar ekki formið sem hann er að skrifa inn í mér finnst viðbrögðin við þeirri sýningu mjög skrítin svo mjög merkileg bók sem heitir til dæmis sem geti nefnt sem heitir The Confessions of Nat Turner eftir William Styron því kannski þekki hana þar sem að hún kom út svona 60 eitthvað þar sem hann setur sig í fótspor svarts þræls og skrifar í fyrstu persónu þennan þræl og William Styron var svona ágætlega stöndugur, hvítur svona efri millistéttamaður einhver í Bandaríkjunum og hann mætti svolítið gagnrýni þetta er frábær bók
og hann setur sig í fótspor þessa svarta þræl sem hann á ekkert sameiginlegt með í rauninni fyrir utan að vera bara manneskja og mögnuð. En svo finnst mér í seinni tíð við höfum færst frá því að þú veist, ef ég myndi skrifa þú veist, bók hérna einhver Íslendingur svartan þræl, allir örugglega bara álaðir. Ég meina, er þetta ekki bara er þetta raunverulega á Íslandi? Er þetta raunverulega á Íslandi? Við getum bara tekið með viðbröðin sem voru við Madame Butterfly í Íslensku óperunni. Já, af því að kona var máluð eins og Asíubúi, þá ætti allt vitlaust að verða. Sko, þetta er ópera sem fjallar heimsvaldastefnu og konan af undir okkur í kynþætti. Það ætla ekki allt vitlaust að verða, þetta voru tvær aðsetta greinar. Það var það virkaði og það þyrlaði þannig ríki og ég því að ég hef sett upp óperuna Ótel og ég átt verið spurðaði svona í útlöndum já, og hvað varstu með hann, hafði hann dökkan? Fyrirgefiði, sko, forsendan að hann af öðrum kynstofni. Ef þú tekur það út, hvað þá eftir? Ef hann bara hvítur og venjulegur, hann máli, hann af öðrum kynstofni og þess vegna meðal annars hann í þeirri stöðu og þess vegna umfjöllun og þess vegna það uppspretta vandamálun og fordómana. Nei, það má ekki hafa hann dökkan, hvað var þá að gera? Má bara þeir sem dökkir syngja á Þetta var skammur tími, en hann samt sem áður, ég held að það séu svona reitur á honum ennþá. Það mátti enginn leika blindan mann nema hann væri blindur. Það mátti enginn leika fatlaðan mann nema hann væri eins fatlaður. Það mátti enginn leika annað en það sem hann var. Það var bara gert, sko, en fólk má halda því fram að, fólk má halda þetta fram, eða ekki? Jú, það er gaman. Ég segir þetta sem nærgætni, sko, en að vissu leyti. Ég næstu slæmt orðið eins og einlægni. Einlægni? Nei, ekki, einlægni miklu verra. Ertu einlægur þegar þú segir það? En ég held, já. Við lefum með Já. Nei, ég meinti bara, ég held að sé ykkur nærgætni í því og það er meiri umræða sem kemur upp og mér finnst það ekkert slæmt. Ég held að það sem smá krúttlegt það sem við erum að gera, við erum í okkar búblu þar sem við erum má þetta, má hitt, á meðan það er bara heil stór heimur sem að pæla hvað listamenn að gera og við erum alltaf svona að pæla hvað viljum að gera næst, eða hvað má eitthvað. Þetta var náttúrulega bara partur af alþjóðlegri hreyfingu. Já. Sem að miðaði fyrst og fremst að því að fyrsta lagi að leikskólar, þeir getur tekið inn fólk sem væri fatlað og mennta það og síðan að það fengi vinnu. Já. Það var nú bara svo einfalt. En það náttúrulega ef maður horfir yfir það sem að gerast í stórum og smáum leikhúsum allavega í Evrópu og í Bandaríkjunum, menn okkar heimsmynd nær nú ekki mikið lengra heldur en það, að þá þetta náttúrulega bara farið að tíðkast alls staðar. Ef þú ert með manneskju sem að getur látið í sér heyra á sviðinu. Mér finnst þetta má ekki og eitthvað svona, mér finnst það svolítið væl. Ég, alla mína ævi, hafi ég alltaf fengið þau viðbröð öllu sem ég geri, svona djöfulegt þú að vilja upp á dekk og hvað til þú geta gert. Hvaða bröltir á þér og þú alltaf var tróðaður þarna og ég bara þurfti að hlusta á þetta í öll mín ár. Og ég bara vorkinu svo fólk ekki neitt og það bara allt í lagi að sumum finnist að þú veist að ég megi gera þetta og ég ekki gera hitt og ég þarf ekki að taka tillit til þess. Ef ég vil leika blindan mann þá bara leiki blindan mann og ekki að væli yfir því að einhverjum finnist það vor. Grunnurinn af þessu náttúrulega dæmis við tökum kvikmyndagerð í Bandaríkjunum, við erum alltaf tala Bandaríkin, að til dæmis svart kvikmyndagerða fólk í Bandaríkjunum hafði ekki mikið fjármagnað tækifæri til að fjalla sitt líf, hafi breyst rosalega, Sinners þarna myndi núna auðsinn Óskarsverðlaunum og fleiri dæmi, það hefur bara breyst. Það er rosalega margir sem að segja sína sögu og við lifum þá stórkostlegum tíma í menningunni að það að verða til fjölradda saga sem að verða til, sem stórkostleg og hún flæðir langt út yfir allar listir og fleira. Ég man eftir viðtalið sem tók Lilju Ingólfsdóttur með elskilíki myndina hennar og ég var að segja þetta eiginlega ekki vísun í svona bókmyndir eða listir og neitt nátt, þetta bara vísun í sjálfshjálparbækur. Þetta bara, þú tekur bara persónuna og ferð með hann í þerapíu í gegnum þetta og hún var að tala það að það væri bara þannig og hún upplifði það, hún var að lifa stórkostlega menningabreitingu þar sem að fólk stígi upp og segði þessar ég-sögu sínar og þetta væri svo nauðsynlegt fyrir okkur sem samfélagi gangi í gegnum þetta að því að við getum ekki lifað í hinni sögunni.
sem var svo þröng og leiðileg og auðvitað kemur hellinga leiðileg og ykkur ég tali en við verðum bara að fara í gegnum það því að þú veist, ávinningurinn svo mikill að ef við ætlum að fara að segja nei, Sverrir, hvað þú að tala þetta þetta ferðarlag þitt þarna út í til Munnhjörn þú veist að í rauninni að snúa öll á hvalsi ég sagði, menn ekki fara út í þetta. Það kom eitthvað svona inspirandi svo. Já, ég ekkert að sko nei, sko þegar ég tala þá er ég að tala þessar sko það verður allt sko það verður allt svo altakt sem maður segir, það svo erfitt að auðvitað höfum við lesist og öll listaverk byggja á einhverju egói og en þegar það ekki vísar út fyrir sjálft sig þannig að það fái stærri skírskotun heldur en mitt það er það sem við getum samsamað okkur og ef eitthvað nú hlutverklistana umfram það að veita okkur bara lífsánægju og lífsfyllingu og upplifa tilfinningar og eitthvað svona að þá er það mannúðar hlutverklistarinnar og til dæmis að lesa er þá færðu hlutdeild í lífi fólks sem þú hefur aldrei tækifæri til að kynnast, samfélag sem hefur aldrei tækifæri til að kynnast eða heimsækja og þannig að heimurðin stækkar, samúðin ef að vel tiltekst með öllu sem lifir eykst. Lesið meira. Já, nákvæmlega. Og svo bara þeir sem að hlusta mikið á tónlist, þeir upplifa þetta að fá svona uppliftingu andar sem ef maður má bara vera sko, dálítið hátíðlegur. Já, við skulum kalla það bara trúarlega reynslu. Já, veistu það. Sko ég held að það sem að við ættum nú kannski bara að fara að þora orða það sem að skortir svo tilfinnilega í þessu efnishyggjusamfélagi, það er andlegt líf. Og lotning. Já, andlegt líf hluti, það er hlutaþjóð. Nú er ég ekkert að tala samfélagið er andlega vakningu. Þetta sem ég meina með við þurfum lifum ekki svona andlegu líf. Já, kirkju. Nei, þú veist, ég er ekki trúið en bara það að hittast og vera með mismöndi bara, þú veist, með fólki sem er ekki, það er ekki sami aldur, ekki sama þjóðurinn og allt þetta, koma saman eins í viku og þá getur þú, ef þú sérði eitthvað um það götu, bara skuttlanum heim, af því þá verður community og þá þarftu líka þessa andlegu stemningu sem er alveg eða bara upplifa einhvern veginn að lifta andanum. En má ég segja eitt varðan bara því að þú veist að lesa það stækkar mann svo mikið. Einn minn uppáhaldshöfundur er James Baldwin, bandarískur svartur samkynhneigður maður sem ólst upp í Harlem á fyrri hluta síðustu aldar og var það mikið einmitt í kirkju. Hann hafði svo sterk áhrif á mig því ég las hann að ég er hann að svolítið stóru leyti. Reynsla hans er allt öðruvísi en hann stækkaði mig og ég er hann svo litið. Þetta er svo skrítið, ég get ekki útskýrt þetta öðruvísi og fólk upplifir þetta aldrei. Við erum alltaf föst í okkar einmitt litla sjálfi, sko. Þetta er það sem hefur gert með mér, að ég þanið mig út með því að einhvern veginn móka annarri vitund inn í mig. En því nú er mér svona spurning að þú veist að tala um að skrifa sem einhver. Af því ég segi fyrir mig líka ef að þú ert komin einhver lengra, eða með svona, eitthvað starf í samfélaginu sem þú ert aðeins herri settur eitthvað þannig, að þá ertu kannski líka að draga upp sögu annara, en það þarftu að draga upp manneskinu með þér. Já, 100%. Og þá er ég eitthvað svona að hugsa svona hvernig það svo umræða er, að því það má ekki tala um þetta, en hvernig getur þú bara styrkt rödd einhvers. Það er vant með farið. Já, veit ekki. En sko þetta, við veist þú bara að þú veist að tala um sko svartan mann sem að en ef við hugsaum nú bara til þessum allar konurnar sem skrifuðu ekki og þarna og hvað sko bókmenntaheimurinn hefur breyst alveg gífurlega núna bara á nokkrum áratugum þegar allt í konur tókum sem að notið sig í bændasamfélaginu þegar konur tókum pennan og þarna og auðvitað er það að tjá öðruvísi lífsreynslu og það eru að tjá öðruvísi heim og þurftu nauðsynlega að skrifa til þess að búa endurskapa ég er að tala um ég sögur sem að einskorðast bara með þína eigin þröngu reynslu ég er ekki að tala um ég sögur sem að sko að vísa út fyrir sig. Ég sagði án samíkis er bara Birkiland og er bara sjálfsvorkun. Gaf ekki Þráin Bertelsson út bók sem héti Ég? Jú, ég held það. Ég var að lesa Djöflar eftir Dostojevskí sem er náttúrulega bara eins og komast í sko vera settur í þrælkunarbúðir sko. Að lesa það? Jesús góður, þetta er alveg en rosalega lesning. Það er náttúrulega að grafa svolítið andlega vakningu. Sko sammálaði ekki, þá er hann sko, hann er alltaf í raun og veru að tala um sko hvar er maðurinn þegar hann
sko, þegar hann er búin að tapa öllum æðri viðmiðum og þar með öllum mórölskum sko, viðmiðum og orðin ekkert nema efnishyggjan og hvað verður þá okkur? Þetta er hans viðfangsefna trúalegur höfundur, sko, hann er auðvitað að tala Þetta er mjög þarft, sko. Já, þetta er svona Enda náttúrulega, sko, í gærkvöldi og morgun þá voru menn á Englandi fyrst og fremst að tala það hvernig gat það gerst að ráðherra forvígismaður og framgöngumaður í New Labour á sínum tíma, náinn vinur Tony Blair og Gordon Brown. Hvernig gat það gerst? Mendelssohn, að hann laumaði til fjárglæfra manns og pedofíls í Ameríku trúnaðar upplýsingum stórar fjárhagslegar ákvarðanir Evrópu bara 2 tímum eftir að þeir voru teknar. En fólk sko stendur allt í einu frammi fyrir því, þegar þeir eru að tala um þetta, að þá fer það að tala gildi sem að eru sko utan vegar, trúnað, tryggð, þjóðernisást, svik, landráð. Það er málið sem er tekið upp í kringum þetta ótrúlega misferli. Sko, nú skulum við ekki vera svo barnalega að segja það að meðan við höfðum Guð í hvaða mynd sem hann var, þið veitir, þá er bara að tala svona eitthvað aðra viðmið heldur nokkuð sjálf, að þá hefur allir haft alveg frábæra siðferðiskennd. Og staðreyndir virðist vera svo að sko bæði sko mikil fátækt brenglar siðferðiskendina að það verður sko bara baráttan fyrir hún æsir upp í því dýrið í sumum þannig að þú sýnir verstu eiginleika í þínu baráttu. Á sama hátt er það þegar þú ert komin yfir eitthvað, þegar þú ert komin sko peningalega eða valdalega eitthvað hástig, þá missur þú alla siðferðiskend. Það virðist bara vera þessir hórkallar út um allt, sko forríkir hórkallar, þeir eru ekkert annað. Og þarna sem að misbeita valdi og eru sko ofbeldismenn, sko bæði fá ég ekki bara við kynferðislega, þeir eru ofbeldismenn í víðasta skilningi. Þessu skiltu að því við byrjum að ræða ég verði svo æst í hugsa að kalla sem ekki en getur nota orðið hókalla meira ég segi eins og vinkona mín er mætkona þegar hún sagði kjarnorka, hún er ekki hættuleg en testosterón, það er hættulegasta efni í heiminum. Mér finnst þetta alltaf svo rosalega góð. Þessu næstu því skilt, en að því við byrjum að tala tónlistarnám, að þá ætla ég að rífast upp fyrir mér að José Antonio Abreu var maður í Venezuela á 8. áratugnum. Sjónstastjóri? Já, hann er ekki alveg alltaf fram. Já. Hann er horfði upp á samfélagið og það var allt í steik. Það var náttúrulega stjórnmálakreppa og stjórnlagakreppa, það var efnaðaskreppa og allt fleira. Og hann var eitthvað að velta þessu fyrir sig, hvað hann geti gert. Og hann sagði að það var komist að því að þetta væru sjúkdómseinkenni á sömu kreppunni. Og það sem við værum að gangi í gegnum væri bara andleg kreppa. Og við þurftum að eiga við hana. Og það er bara 2 leiðir til þess að eiga við hana, það er annarkvort Guð eða listin. Og hann sagði, ég veit þessi ekkert Guð en ég er góður á fiðu. Þannig hann fór út í fátækrahverfinu og stofnaði tónlistarskóla sem heitir El Sistema. En mér er alltaf gaman að segja þessa sögu, af því að sömuleyti þá sem við erum að tala um núna, sem við verðum að hafa augu á einhverju sem er svona andlegt. Þú veist það var að tala siðr og við erum alveg ófeimin að nota svona það er bara að segja þessu við erum með sjúkdómseinkennin þetta moment er gildandi sko á 2. og 3. áratug aldarinnar á Íslandi. Ástæðan fyrir því að það verður að stofna skólan til þess að kenna tónlist er það að veita ungu fólki tækifæri til þess að kynnast tjáningu í tónum. Við erum bara að hleypa inn í samfélagið okkar. Við verðum að bæta samfélagið með því að opna þessa leið. Hann er merkilegur maður þessi Abreu. Það er alltaf verið að fjalla vandamál, allir þættir alltaf vandamál og mér finnst alltaf verið að tala þau öll vitið svona í sínu hólfi.
við tökum meiri svefnlyf heldur en aðra þjóðir, við tökum meira af alls konar geðlyfum heldur en aðra þjóðir, íslenski eru feitar en aðra þjóðir. Ég heyr að 2 milljónir Íslendinga væri bara yfir kjörþyngd eða eitthvað, við erum bara komið fram úr fólksfjölda í þing, þetta er eitthvað að það er ofbeldishegninga og drengi kunni gælisir, það er allt hólfað og ég hugsa bara, sjá menn ekki, þetta er bara, sko, þetta er eitt og hið sama. Og vantar guðdóminn og listina. Nákvæmlega. Þetta er andleg fátækt. Af hverju líður krökkunum okkar illa? Það er því að þau eru andlega einhvern veginn þau fá ekki andrými til að láta sig dreyma. Þau eru óörugg í einhverju tómarúmi, hugmyndarleysis, ímyndunarleysins og bara neyslu sem að fyllur þau bara fyllur þau af tómarúmi. Þetta er alveg ótrúlega orðað. Þau eru í tómarúmi og mér finnst það þegar tala með einhverju stóri samhengi, ekki bara alltaf svona, við þurfum að þræðaðist meirinn geðir, við þurfum að þræðaðist meirinn. Kenni fjármálalæsi í skólum. Já, fjármálalæsi í skólum, já, ég er nú ekki það. Nei, þið vitið hvað ég við, þetta er allt af sama neyði. En vini mínu sagði mér sögu af stelpunni þeirra daginn sem er á svipu aldri og dóttir mín, 8-9 ára, og hún sem sagt, þau sögðu að hefði búið til svona pláss fyrir hana heima þar sem hún væri í skjóli frá skjám og áriti og fengi að lesa. Og síðan þá er hún bara búin að, hún les endalaust og bara hlakkar svo til og það er þetta sem margir krakkar fái ekki í allir sinni dagskrá og svona, bara tíma til þess að verða þú sjálfur. En svo langaði mig að segja eitt varandi listin og guðdómins, þetta er náttúrulega bara sami hluturinn, við höfum ekki gleyma því. Það er þessi stóra, finnst þú til einhverju ást eða einhverju sem er stærri en þú og ég get alveg sagt það að mínum veika mætti ef ég sé gera mikið úr því að þegar ég er að skrifa og kemst ég út svona flæði þá er ég ekkert, það tengist mér ekki neitt og eins ef ég er upp á svið að tala þá er ég miklu klárari en ég er ef ég bara tala við vin minn. Klárari en ég er? Klárari en hér? Klárari en hér, næstu ég fæ orkur frá fólkinu og við erum saman og þetta er sama að þú ert að skrifa og fólk talar um þetta í tónlist og alls konar. Þetta er guðdómur, þetta er þetta stóra og við þurfum að búið til pláss fyrir þetta og leyfa fólk að lesa, ef við upplifum þetta ekki þá erum við andlega fátæk. Herðu, ég ætla að segja eitt að þau vorum að tala um laun einu sem átti Mér finnst það langar aðeins bara halda þessu áfram af því að mér finnst þetta eitthvað sem verðum að gefa gaum. Nú eru við sáum náttúrulega öll þess að séri Adolescence og incel-hreyfingun og allt þetta og við sjáum bara hér, fyrir ekki við ætla bara að segja það alveg opið að ungir menn eru að flykkjast að miðflokknum og álíka flokkum hinn vestræna heim. Hvað er að hrjá unga menn? Og það er þá komum við þessir opbáslega mikla samkeppnissamfélagi sem hefur engin viðmið önnur heldur en frama og peninga og eins og það heitir framgang í lífinu og þar eru strákar ennþá betri fórnarlömb heldur en stúlkur það hvílir meira og gerir enn hugmyndafræðilega á kallmönnum að meika það. Þannig að ungir menn bara rís ekki undir þessu samkeppnissamfélagi og þessu sem er haldið að þeim sem er hinnu ákjósanlega besta og þeir leita í eitthvað sem þeir halda sé ég fæ ekki úr þessum fagra flotta heimi þessum öllum gengur svo vel mér er meinað að vera þar ég ætla að fara því að þeir ætla ekki að vera á þessum stað En ég anda umræðina ráðan alltaf að spyrja þig máttu þetta? Má ég hvað? Ert þú ungur kallmaður? Getur þú bara greitt þá allt í einu? Nei, halló, ég var akkurat að tala út fyrir sjálf Já, hún má segja þetta En ennur að segja þetta allt aftur, ég er að skrifa svipað hluti ég er til að taka punkt En þetta er samt Nei, alveg, mér finnst þetta svo mikið persónuefni. Vilt þú segja eitthvað? Hún getur ekki slitið. Nei, ég á eitt svona semi-ungan, það er svona 12 ára barn og það sem ég sé bara er hvernig er verið að markasetja að þannig börnum. Hann er bara að horfa okkur voðalega ljúft eitthvað eða vittlust á YouTube og auglýsingarna sem koma, ég þarf bara að vera að setja ef þú heyrir að það er heil hópur af fólki sem á ekki rétt á þessu, ef þú heyrir eitthvað manifesta bíl slögt á manifesta bíl? Það ándjóks, af því það kemur trú bara það kemur trú, þessi hugmyndum bara trú og guð, af því þetta, ég held líka við búum ykkur svona allir eiga rétt á öllu og við getum gert það sem við viljum og það kemur bara þetta frelsi sem er frábært en svo vill fólk samt ykkur skonar
ramma. Og flesti tapa alltaf í frelsinu. Já, og líka bara því það eru kannski foreldrar sem eru að vinna 9-5 og svo þurfa að fara í rækt og vinnu og það kannski gengur ekki upp að barnið búið í skóla 3 og svo ykkur frístund. En ég held að verði líka, það kemur eitthvað bil þar sem unglingar og foreldrar tala kannski ekki eins mikið saman. Og ég held að myndast bara gjá þarna þar sem þau eru að leita ykkur öðru. Það er meira saman. Já, en það er eitthvað svona froskamím sem kom inn. Þetta er mín hugmynd. Nei, en ég held að sjálfur rétti á líka, það kemur svona mikil pressa. Já, alveg rosalega. Frá hórköllum. Ég ætla að nota þetta orð, má ég nota þetta orð? Hvað? Hórkallar, ég elska. Bara nota það sem mest, þetta er svo algengt. Er það loka orðið í þetta? Já, það er það er í daglegi fréttum. Stundum trúi ég því að við erum alltaf að leita svona tilgangi lífsins og þegar við finnum hann þá deyjum við. Og við vorum næstu búin að ná einhverju svona niðurstöðin áðan og þess vegna langum við að rjúga þættinum áður en að við förum lengra. Já, það getur vel stáið. Við gætum allt í nú fattað þetta allt saman. En gaman að fá okkur Gíja, Páll og Þórhildur og Sverrir. Hver er tilgangur lífsins á jörðu hér? Hann er að hætt svo væli og harka af sér. Kæra þakki fyrir að koma í þáttarbrótið Íslensk menning sem við munum halda áfram þessar umræðu í næstu viku. En við ætlum að sitja áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Kannski má segja að Íslenska ríkið hafi varpað ákveðinni samfélagslegri ábyrgð yfir á olíufélögin með breytingum sem gerðar voru áramótin, kerfisbreytingum. En það bendir nú margt til að olíufélögin rísi ekki undir þeirri ábyrgð. Margt sem bendir til að þau hafa hækkað verðið fyrir breytingarnar áramótin og séð okra á okkur og meðal annars eykur það þá verðbólgu og minnkar líkur á vaxtalækkunum. Þannig að þetta meiðir okkur flest hver, ekki síst skulduga. Og efnahagsplan ríkisstjórnarinnar er nú líka í ólgusjó, þótt ég ætla ekki að ræða það í núna næsta kafla okkar. En hann er kominn Runólfur Ólafsson hjá FIB. Hann hefur verið gagnrýninn. Vertu velkominn Runólfur. Já, takk. Sko áður en við ræðum til dæmis hvort hið opinbera ætti að grípa eitthvað inn í núna, þá aðeins sögulegt. Það er ekki víst að allir hlustendur og áhorfendur muni að til dæmis lengi framan af fluttu við olíu hingað til lands einkum frá Sovétríkjunum. Og var þá allt í öðrum fasa heldur en nú í dag? Sko þá voru líka verðlagshöft, þannig að allt þurfti að fara í gegnum svona verðlagseftirlit hins opinbera. Já. Þannig að þá var sett í rauninni ströng hámarksálagning og öll félögin keyrðu bara á sama verði. Það var bannað á okra? Já, bannað á okra og svo það var alveg, þurfti að skila inn alveg niðurskipt hvað var stór hluti af álagningunni fór til að reka bensínstöð, til að borga laun og svo framvegis. Og þetta var sundurliðað og þessum útreikningu var skilað inn til verðlagseftirlitsins og þurfti svo samþykki þess til þess að breyta. Eins og þú segir, olían kom í vöruskiptum við Rússland, eða Sovétríkin, og
og var reyndar eftir að síðan opnaðist fyrir ákveði frelsa markaði 1991 varandi verðlagningu. Þá þegar sendi FIB inn hérna formlega samkeppniskvörtun vegna verðmyndunar og það væri samráð verðmyndun og á þessum tíma voru líka olíufélögin að reka bensínstöðvar saman í sumum tilvikum. Ísafirði voru öll 3 stóru saman með reksturinn. Við sáum þetta með sér innanbæjar út á Seltjarnarnesi var stöð og hún var í samrekstri allra 3 olíufélagana. Þannig að samkeppni var ekki meira lifandi en svo og sko áður þarna ég var nú bara sem ungur drengur að vinna á bensínstöð og þá kynntist maður því að fulltrúar olíufélagana 3 höfðu farið saman hringinn í kringum landið og svona skiptu landinu og það var til að mynda ég minnist að ég hef þetta bara fyrir sagt að ég var að vitna þessu sjálfur að það kom upp svona vandræðagangur hjá Skeljungi að því að frambjóðandi krafðist þess að það yrði opnuð Skeljungsstöð á Djúpavogi og þar var fyrir SO-stöð og svo sagði þessi fulltrúi Skeljungs það ekki einu sinni var allar ekstra grundvöld fyrir þessa SO-stöð, hvers nættu við að fara að opna aðra? Það var að því eitthvað kosningasmali bjóð þarna vantaði vinnu. En svona voru kaupin á Eyrin á þessum tíma. Og svo auðvitað breytast hlutirnir og allt það og það verður aukin krafa samkeppni. 93 er opnað fyrir það að það megi ekki vera verðsamráð og það er bannað að vera með samrekstur stöðva og svo framvegis. Svo þekkjum við þetta með það sem tók við í kjölfarið þegar það liði ekki mjög mörg ár þá voru félögin fenguðu á sig sko rannsókn vegna samráðs. Það öskjulíðar svindli svo það var kallað. Tók allt mörg ár að fá niðurstöðu en niðurstöðan var alveg klár og þau höfðu bara haft með sér samráð verðmyndun. Er það ekki 2004 sem þau voru dæmd til hálfa sekta? Já, niðurstaðan kemur þá sko og það eru háar fjársektir sem að þau fengi á sig. Einhverju fóru með þetta í áfríðun og svo tókst einhverjum að fría sig af einhverju en þarna var okkur kannski líka sem neytendur minnistætt tölvupósta sem komum fram og meðal annars í samskiptum markaðsstjóra fyrirtækjana. Þá hafði einn markaðsstjóri þetta skemmtilega hitt og heldur skemmtilega orðalega að talandi sko verðskilning almennings og sagði að fólk væri fíbl. Já, og þetta var mjög frægt og fór víða og maður hefur stundum á tilfinningunum núna að þessi kúltúr sé einhvern leyti ennþá til staðar. Er það ekki? Er það ekki gild spurning? Því miður. Því að ég sá núna nýlega að forvígismaður stærsta og líklega olíufélagsins á markaðnum sem hefur verið svolítið verðleiðandi á markaði en einn. Hann sagði að þetta væri bara allt rangt. Þeir hefðu skilað meiri afslætti heldur en FIB hefði reiknað út. Hann vissi jafnvel og ég og allir sem að vilja það vita að eina sem við reiknum út hvað á líturinn að lækka þegar skatturinn fer út. Við vorum ekkert að tala álagningu eða samtengingu við heimsmarkaðsverð því síðan tekur það alltaf sínum eðlilegu breytingum. Og við erum að tala þessa áhrif á þetta heimsmarkaðsverð gengi bandaríkjadal skakvart íslensku krónunni og og svo þetta skattar og þarna lækkuðu skattarnir hækkaði reyndar kolefnisgjaldamóti og eina sem við gerðum var bara að taka út hvað skatturinn átti að lækka og síðan hvað það ætti að þýða mikla lækkun í krónum og öðrum. Alveg óháð síðan því hvernig staðan á heimsmarkaði er. Þetta er ekki eins og þetta sé ykkur fasti. Og þeir leika sér með svona staðreynda villu í rauninni. Reyna að grafa undan trausti. Já, af því að eina sem við gerðum var bara að taka út hvað er skatturinn hátt hlutfall af lítraverðinu og það voru þessar krónur. Síðan er þetta undirliggjandi allir hinir þettinir. Og þetta vita þessir aðalauta langbest af öllum af því að þeir vinna við þetta daglega.
og þeir hlæja að okkur þegar við heyrum ekki til. Já, sko, eina sem að, eins og ég sagði nú hérna held ég í þættinu hjá þið síðast, sem að bindur vonir við að það bandarískur auðhringur sem þó verist sinna markaðanum með eitthvað viðmið varðandi eðlilegt útsöluverð. Kaltænislegt eins og þú nefndir að það væri. Og þannig að Costco allan að veitir aðhald hérna á höfuðborgarsvæðinu, en það hefur ekki nægt fram að þessu. Við sáum það líka þegar Costco byrjaði að selja eldsneyti á íslenska markaðanum. Það ekki verið 2017 eða eitthvað síðan, já. Þá tók tölvöran tíma áður en félögin á markaði fóru að veita þessu verðum samkeppni. En þegar það gerðist, það eiginlega byrjaði þannig að Atlantsolía sennilega var að springa á liminu og það kom verst niður á þeirra sölu. Það var minnsta fyrirtæki á markanum og þeir voru kannilega viðkvæmæstir. Og þannig að þeir fóru á einni stöð við Kaplakrika að bjóða upp á lægra verð og þá var verðmunurinn á milli Atlantsolíu ódýru stöðinni þeirra og Costco, það hljóp bara okkur 2-3 krónum. Síðan leið og beið og síðan þegar Atlantsolía fer að staði með þetta líka á Sprengisandi þar sem við vorum með stöð og eru með stöð það sem við kallaði Sprengisandi þegar það var svona veitingastaður neðan hérna gömlu Fákshúsin þá tók markaðurinn við sér og aðrir fóru að lækka líka og svo gerst það nokkrum mánuðum seinna þeir Atlantsolía lækka líka á Akureyri strax bara nánast innan klukkutímar all til búin að lækka á einni stöð og Akureyri líka. Þannig að það var svona viðleitin til samkeppni sem að sá þar sem að hafi kveiknað uppalega með Costco og það merkilega er að þetta Costco kemur hérna inn á markaðinn og ég veit ekki, það liggi ekki fyrir, allan ekki okkar borðið, þetta það talaði að þurfa að vera eitthvað leyndi við því hversu mikið hvert félag selur, áður var hægt að sjá þetta út frá því að þá var verið að greiða styrki vegna flutninga sem er búið að taka út núna þá var þetta að sjá hlutfall hvers og eins á markaði en núna sjáum við ekki nákvæmlega en við hefum allan að heyrt þær tölur að Costco sé með alltaf 15% af heildar sölu á markaði og einni stöð sem er meira með takmarka opnun þannig að sko það segir nú sitt allan að viðleitni neytenda til þess að kjósa með veskinu. Við erum ekki meiri fíbl en það. Nei, og svo hitt sem vekur athygli núna að það munar 15 krónum á ódýrasta verðinu sem er hjá Costco og næst ódýrasta verðinu sem er þá hjá Orkunni sem að auglýsir sig alltaf ódýrastir. 15 krónur á lítra sem við bara aldrei séð svona mun áður. Það er nefnilega það. Þannig að þetta er mjög athyglisvert og við sjáum líka innit í þessum 15 krónum fyrir breytinguna var 8 krónum munur. Þannig að þarna er auka álagningin sem við erum að kvart yfir. Tvöfaldur verðmunur þannig. 8 krónur úr 8 krónum í 15. Já. Það segir nú einhverja sögur. Já, það er bara nokkurn veginn svo útreiknaða tala sem við erum að fá. Það er oft látið í veðri vaka að sé ykkur kjarnorkuvísindi eins og ég sagði að reikna út verð og ég mann alltaf hérna fyrir mörgum árum þá sagði ákveðin forstjóri olíufélags að þetta er ekki eins einfalt eins og reikna út verð á mjólk. Í sjálfsér er þetta ekkert flóknara. Sko mjólkin kostar ákveði framleiðslu. Svo er enda sami þar verðið en síðan er eitthvað birgðahald og annað sem að þeir vantarlega telja til og svo er útsala og sölukostnaður. Þetta er bara alveg sama. Það er einhver viðmiðunarverð sem er heimsmarkaður og það að vera að tala og reyna að flækja þegar heimsmarkaðurinn gengur niður þá sé svo mikið að byrðum og háverði. Það er auðvitað bara undansláttur af því að í öllum eðlilegum viðskiptum er svona vörur sem er í þessu magni sem er svona neysluvara sem gengur reglulega út þá er eina rétta viðmiðunin og þetta er bara 101 í hagfræði að það er bara heimsmarkaðurinn á hverjum tíma. Við sjáum að markaðirnir í kringum okkur keyra nákvæmlega á þessum forsendum. Sjávarútvegurinn í Íslandi kaupir olíu á skipin á þessum forsendum. Viðmiðið er heimsmarkaðsverð á hverjum degi. Þannig að það þýðir ekki að skýla sér á bak við einhverja svona tölum, einhver rosalega erfitt byrðahald og það taki margar vikur eða mánuð að jafna þetta út. Það er bara til að reyna að rugla neytendur í rýminu og
í gegnum tíðina hafa aðilar eins og til dæmis Seðlabanki Íslands að fylgjast með verðmyndunum á markaði og ég veit til þess að þeir hafa stundum reynt að veifa rauðum flöggum gagnvart þessum félögum. En það virðist vera að það sé eina sem gangi upp það að reyna að sýna fram á einhverja marginu og menn séu bara blindir af því. Þeir skilji ekki einu sinni sitt samfélagslega hlutverk að þetta að hafa áhrif á alla. Og ef að staðan þessi, við vitum að þetta fákeppnismarkaður. Og við höfum reynslu annar staðar frá. Sem dæmi í Danmörku, þá alltaf ekki orðin 25 ár síðan, þá voru þessi fyrirtæki á þeim markaði sem mun stærri en okkar markaður undir rannsókn hjá þarlendum samkeppnisyfirvöldum og eftir það lá fyrir að það var þarna þegjandi samráð, það þarf ekki að hittast ekki öskjuliðinni, þú þarf ekki annan að fara á neti, þá veistu hvernig verðin eru. Þannig að þá var það niðurstaða að samtök olíusölu aðila í Danmörku gengur frá okkur samkomulagi við stjórnvöldum það að verðviðmiðið myndi algjörlega fylgja heimsmarkað á hverjum tíma. En það sérðu strúktúrinn á danska markaðan verð þannig að verðmyndurinn algjörlega í harmóni við þróun á heimsmarkaðsverði í Evrópu á bensíni og dísilolíu til dæmis. Andaðu dönsku olíufélögin ekki? Þau áttu yfir höfði sér, töldu það var þeirra mat. Ef þau færu ekki í þetta samkomulag þá myndu þau fá einhverja bara lögbundna þvingun frá stjórnvöldum. Já. Þannig að þetta var niðurstaðan og þetta eldi samkeppni á markaði. Og líka á sama tíma var miðlað víðtækar upplýsingu til neytenda og þarna voru að koma upp skildan það að vera með alltaf verðmerkingar sýnilegar út við veg og götu og þannig að og neytandinn fekk líka upplýsingar og var meðvitaðari og samtökum svo okkar systursamtök í Danmörku voru með mjög öflug svona bensínvakt og fólk var að hringja inn ef það sá okkur óeðlilega verðmyndun einhvers staðar. Þannig að þetta bara hefur þetta haldið allar þetta virðist hafa haldið síðan þá, já. Og þetta er undir stöðu eftirliti líka opinberra aðila og þetta gengur út á það að þú vilt eiga öll viðskipti ganga út á það að bæði viðskiptavinurinn og fyrirtæki séu sátt við sinn hlut. En þegar það fyrir að bera á því að þetta verði eins og Adam sem mitt talaði þegar 2 eða 3 í sama geira að taka talsaman það líður ekki lengur þar til að vera snúast upp í samsæri gegn neytendum að þegar þetta er komið þangað menn telja sig betur borgið með því að fylgja nákvæmlega einhverju trendi á markaðunum. Við sjáum hvernig verðmyndurinn er á íslenska markaðunum. Það munar 10 aurum á ódýrasta verðinu hjá orkunni og ódýrasta verðinu hjá og svo koma Atlansolía og OB og bjóða 10 aurum undir því verði. Þannig það er öll verðsamkeppnin. Yfirleitt er það N1 sem leiðir og hækkar eða lækkar og hinir raða sér svo í kringum það verð. Ertu á því að við eigum bara að fylgja fordæmi Dana að íslenska ríkið eigi bara að þvinga olíufélögin hér á landi til þess að breyta verði sínu þannig að það sé alltaf í samræmi við heimsmarkað? Já, ég hefði talið allan að það þurfti ekki einu sinni þetta var bara, menn sáu sína sæng út reita og bara breyttu á þennan veg. Áður en hefðu opinbera já, af því að þeir vissu að það var yfirvofandi hugsanlega bæði sektir og fleira. Ég hefði haldið svona að það væri eitthvað smá þroski til staðar og núna til dæmis þegar þessar umbreytingar verða á sköttum og gjöldum á eldsneyti þá myndi menn bregðast við og jafnvel nota tækifærið og brýna kuttan og reyna að ná aðeins meiri markinu af hinum keppinautunum en ekki bara senda aukakrónur á neytendur. Nei, þetta er mjög kósí samband sem að veri strikið þarna innbyrðis. Já. En þú nefndir áðan að það hefði verið á þessum tíma í Danmörku svona
eiginlega sterkt opinbert eftirlit og eftirfylgni. Þú þekkir þetta hér á landi, þá er alltaf verið að grafa undan ítökum hins opinbera. Það er mjög neikvæð orðræða eftirlitsstofnanir og eftirlitsiðnaðinn og sko sumir stjórnmálaflokkar virðast hafa þetta í einn stefnuskrá en almenningur er orðin svolítið smitaður af þessu. Já, þetta er bara, þú veist, þetta er, ef þú segir þetta nógu oft, þá fyrir þetta einhvern veginn að... Það er bara svolítið þannig. Já, og það er alltaf að segja, sko, þetta kostar okkur svo mikið, við erum skattgreiðendur að borga þetta. En hvað kostar samráðið okkur? Já. Hugsaum þetta eins og við tölum held ég hérna síðast. Sko, hver króna sem olíufélögin geta tekið umfram í álagningu yfir 1 ár, það er að skila sér hátt í 400 milljónum króna í auknum tekjum. Svakalegt. Þannig að þetta er það mikil umsetning í þessum geira og þetta telur svo drjúgt. Og sko, samkeppniseftirlitið hefur margt verið að vinna mjög gott og þarft verk í þessum efnum. Og þeir gerðu þarna sko sín tíma auðvitað komið samráðsmálinu upp og svo fóru þeir í svona athugun á markaðnum fyrir nokkrum árum og það kom ítaleg skýrsla sem sýndi fram á hvernig óeðlilegt verðmyndur væri hér á markaði og hversu óeðlilega há álagningin væri miðað við til dæmis breska markaðinn. Þeir voru með mjög ítalega tölur frá bresku samkeppnisyfirvöldunum bara verðmyndunina og þau gátu kalla fram alla tölur frá félögunum sjálfum hvað ertu að kaupa eldsneytið á. Mér sé tíma var öll olíufélögin að kaupa, þau í dag kaupa á sama byrgja. Kaupa af norska ríkisolíufélaginu. Og tíma, þetta tengdist COVID-tímanum og einhverju leyti, þá voru líklega lausafjárvandamál hjá íslenska markaðanum, að þá yfirtók norska ríkisolíufyrirtæki líka byrðirnar hér á landi. Þannig að félögin voru öll að kaupa bara í rauninni eins og Costco í dag að kaupa í gegnum Skeljung, þá voru þau bara að kaupa frá norska ríkisolíufyrirtækinu sem að leigði tankana af félögunum. Ég veit ekki nákvæmlega en mér skilst að í dag sé þetta þannig að hvert og eitt félag eigi eitthvað hlut í hverjum farmi og ætlalega getur það þá, svo sem selur meira, hann getur hugsalega keypt inn á aðeins skárra verði. En allt það, við erum með sko mjög einsleita vöru. Það er sami heildsalinirinn sem selur inn á markaðin. Og verðviðmiðið í þessum viðskiptum er bara heimsmarkaðsverð með að gengi dollars. Og þannig að þetta gerir það verkum að þetta er bara mjög gegnsæ vara í sjálfu sér. Já. Og svo náttúrulega eins og við höfum oft talað þetta siðleysi sem að fylgir því líka ef verð lækkar á heimsmarkaði úti þá hafa íslensku olíufélögin brugðist við á hraða snigilsins en þau eru hérar þegar kemur að verðhækkunum þá er alltaf bara strax spýtt upp. Já, það var eitthvað sem lýsti í þannig að þetta væri eins og fjöður þegar verðið lækkaði sem að væri að líða til jarðar en þegar það hækkaði þá væri þetta eins og raketa. Já. Og sko samt koma þeir ítrekka fram í fjölmiðlum talsmenn olíufélagana og reyna að breyta svörtu í hvítt. Já og þarna líka þess að þú nefndir þarna þetta kom bara fram í þessum rannsóknum samkeppniseftirlitsins. Þeir voru mun fljótari til hækkunar heldur en til lækkunar. Já, þetta er ekki tilfinning, það er til gögnum. Já, þannig að tölfræðin hún bara segir okkur þetta. Já. Hvernig hefur, það hefur aðeins verið í fréttum, sem sagt þessi skoðun þín, sem sumir telja róttæka, en kannski vegna þess að við erum orðin svo dofin fyrir þeirri hugmynd að opinbera eigi bara aðhafast eitthvað, að eigi ekki bara ræna okkur frá móti kvölds í þeirri fákeppni og svívirðu sem að viðgengst víða í viðskiptalífinu bara svo ég leyfi mér að tala hér út frá hinn brjósti.
Hefur þessi hugmyndin fengið einhver viðbrögð svona sem að hægt að byggja á? Í sjálfu sér það enginn sem talar beint neikvætt það af því að nú erum við að tala eins og við komum inn á hér einhverja sögu sem ekki félagunum í vil. Við erum að tala viðurkenndan fákeppnismarkað. Við erum að tala mun stærri markaðsvæði eins og þetta líka í Belgíu sem dæmi. Það bara verðlags, það álagningar þak og það bara sett frá viku til viku með að við bara hvernig heimsmarkaður lítur út. Og þó að þetta sé mun mannfrekari samfélag heldur en okkar, þá allan að mat yfirvalda að það þurfi að stemma stígum við óeðlilegri verðmyndun. Ef markaðnum ekki treystandi, auðvitað vona mér alltaf að staðan sé svo að markaðnum sé treystandi til þess að skila eðlilegum verðum til neytenda. En ef það ekki, að því að ég vil að viðkenna það, því að þegar ég man sem sumardrengur og þegar ég var að fara með skýrslutarinn í verðlagseftirliti, það var svolítið fyndið. En ef þetta ekki hægt að sannreyna að félögin séu í eðlilegri samkeppni og að skila eðlilegu vöruverði til neytenda, að þá þarf hugsanlega að grípa inn í. Og þóttu sér talsmaður FIB en ekki annara samtaka, ekki margt svona út frá þínu hyggjuviti sem bendir til að svipa sig upp á teningnum með tryggingafélög og matvörumarkaðin? Jú, við erum því miður og við höfum þetta, FIB hefur gagnrýnt tryggingafélögin í áraraðir og þar sjáum við verðmyndun á tryggingamarkaði hér eru íslenski neytendur að borga mun hærra verð. Við erum þetta kannski fyrst og fremst að beina sjónum okkar að ökutækjatryggingum sem reyndar stærsti þátturinn í seldum tryggingum á Íslandi. Og við erum að sjá verðmyndun töluvert önnur heldur en í nágrannalöndum okkar og menn geta alveg borið fyrir sig fámenni og allt það. Og við höfum gagnrýnt líka að það verið vera sem dæmi að aukin tjónatíðni sem tengist ferðamennsku þessu að veri bara varpa út á markaðin og að misti eitt forstjóri tryggingafélags þetta frá sér í orðræði viðtali fyrir nokkrum árum og kom svo nokkrum vikur seinna og sagðist vilja leiðrétta að þetta verið mistök. Hann sagði þetta alveg bara, hann sagði þetta blákalt, það ekkert óeðlilegt að þurfa að hækka, það svo mikið tjón í ferðaþjónustunni. Viltu nefna allavega tryggingafélagið, kannski nafna þess að ágæta manns? Þetta var þáverandi forstjóri tryggingamiðstöðurinnar, það hefur verið reyndar forstjóraskipti á tryggingafélaginu, þannig að það eru komnir ykkur síðan. Já, það er ágætt að fá það fram. En eins og ég segi, og svo það hitt, og þá ég hvet alla sem eru bara að koma að endur nýjum á tryggingum, að leita tilbúða. Þeir einu sem fá skaplegri verð eru þeir sem eru ruggabátnum. Sá sem búin að vera þægur, viðskiptavinur, jafnvel í áratugi, hann fær ekki umbun fyrir það. Nei. Það bara leið og ferð að kanna markaðinn og kvarta og svo framvegis og yfirleitt færði fyrstu viðbrögðin að þetta bara ekkert annað hægt. Svona bara landslæði og svo markaði. En þá færðu betra verð. En nær maður nú orðið í einhvern í síma hjá þessum félögum? Þetta bara spurningu tölvupósta nú orðið? Þetta bara búa til, taka saman tryggingarna sem maður er með og senda bara tölvupósta öll félögin og svo fylgja því eftir með símtali. Fylgja því eftir, þannig að þeir eru ennþá með fólk sem talar við okkur í síma? Já, það stundum að bíða svolítið. Þetta er bara eins og að ná í banka eða eitthvað slíkt og það er margt svona og við erum að tala um líka eins og þú nefndir þetta með fákeppnina, við erum að tala um líka fjármála umsýsluna alla og nú eru þessi stóru bankar, þeir eru allir konið með tryggingafélög undir sínum mendavæng. Þannig að þetta og með sér að Ríkisbankin hefur komið með tryggingamiðstöðina og svo gengur þetta alltaf út á hámarka arðsemi og við sjáum líka trendin, við höfum verið að benda að sem dæmi hvernig menn hafa safnað í sem hét áður bótasjóður, heitir núna vátryggingaskuld. Við sjáum þegar árferðið er þannig, þá leyfa menn sér að belgja það svolítið út af því þeir segja að það sé óuppgert tjón.
og svo kemur á móti að hérna, ef að kemur ykkur svona sem við sáum bara svo skýrt árið þegar hérna hægt var að lækka verulega í bótasjóðum þegar kom samkeppni á markaðinn. Og hérna það þarf eins og sé að vera bara harðara eftirlit. Við erum að sjá það að vátryggingafélögin eru undir eftirliti fjármálaeftirlit Seðlabankans. Fjármálaeftirlit Seðlabankans er með 2 kápur á öxlunum. Það er sérst á að tryggja að það sé alltaf borð fyrir báru og nægir sjóðir til að mæta skakkaföllum áföllum. Sem er bara gott og vel. Það viljum ekki vera vátryggja hjá einhverjum sem að getur ekki bætt það tjón sem verður fyrir. Hitt er að það á að tryggja að það sé ekki óeðli verðmyndun og ekki vera að bjóða neytendum óeðlilega viðskiptahætti. Sá hluti eftirlitsins er ekkit virkur. Þeir meta það sem svo að það sé mikilvægast að hafa fjárhagslega traust fyrirtæki sem getur mætt áföllum. Og það því miður hefur komið þannig út að við erum að sjá mjög óeðlilega há iðgjöld á Íslandi samanborið við nágrannalöndin okkar. Þá er ég að tala ökutækjatryggingar og ég veit að Neytendasamtökin eru að fara yfir heildarvátryggingar kostnað heimilanna og það verður fróðlegt að sjá þegar sú niðurstaða kemur. En þetta er viðleitni peningan á Íslandi er að fara í fákeppnisumhverfið og geta margfalda sig. Já. Hvert ætti sá hluti þessa eftirlit sem ekki er sinnt sem skildi hjá Seðlabankanum að fara af því þú nefnir það að hann berið þarna 2 kápur. Já. Ég hefði séð fyrir mér að það væri þessna hjá Neytendastofu eða eitthvað slíkt. Þetta búið að vera vængstífa þá stofnun illilega. Þannig að það er búið að vera svona í burðarliðnum að sameina hugsanlega Neytendastofu og Samkeppniseftirlitið. Það er búið að taka fullt af verkefnum frá Neytendastofu og hérna þannig að nú er einhverja blikur á lofti að því ég held að núverandi atvinnuvegaráðherra sem er þá ráðherra líka Neytendastofu sé með hugmyndir að auka vægi Neytendastofu sem er bara vel. Aðeins áður við förum í hitt umræðuefni sem er umferðin hérna á höfuðborginni og samgöngumálin. Að því vorum að ræða þarna söguna. Er það ekki rétt munað hjá mér að lögaðilar og jafnvel einhverjir einstaklingar þeir reyndu að fara í mál við olíufélögin þegar sannað var að ólöglegt verðsamráð hafði átt sér stað. Skilaði það einhverju? Skilaði einhverju sáralitlu. Sönnunarbyrðin var svo erfið. Það voru kannski bara dómstólarnir í liði með búinu. Ég segi það ekki, en þetta var í eðli sínu var það mjög flóki í framkvæmd, og það voru þetta einstaklingar sem að reyndu og voru þá með gott bókhald yfir sín viðskipti. En það var ekki talið nægja til þess að geta sýnt fram á fjárhagslegan skaða, sem skildi. Það var líka einhver sveitafélög sem fóru fram. Já. Og ég vil bara viðurkenna það, ég man nú ekki alveg hvernig því líkta, en ég vissum eitthvað að væri gert eitthvað samkomulega á bakvið tjöldin, Já, bakvið tjöldin. Já, einhver verðlækkun til einhvers tíma á eldsneytisölu. Heyrðu, en þakka þér fyrir þetta, Rúnar. Mér er gott hjá þér að halda mönnum efnið með hætti sem þú gerir. Og ég ætla að taka, eins og ég segi, við erum ekki heldur að tala þetta bara í einhverju tómarúmi í okkar félag og í neytendur gegnum það. Nei. Við erum í svona ákveðnu samstarfi með ASI, Neytendasamtökunum og Samkeppniseftirlitinu og það er sem sagt fjármálaráðuneytið er líka þarna að skoða þetta. Já. Það á að taka fyrir á haustmánuðum svona einhverja úttekt á hvernig staðan á markaðnum hefur verið frá því að þetta var innleitt. Það er allt og langt til hausts. Ég er algjörlega sammála því. Og þetta er bara svipað eins og við sjáum stundum hjá hinu bara, það myndaði spretthópur sem átt að taka á bílastæða áriðinni og
hann er ekki enn búinn að skila á sér, hann var skipað í lok ágúst í fyrra. Já. Þannig að sko þetta þyrfti að vera mun fyrr. Já. Og þarna er þá undir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Sérstaklega því við erum núna í þessari baráttu við verðbólgudraugin og við sjáum það að þessar sér íslensku aðstæður eru til staðar þar sem að sko, bæði einkareksturinn og opinberir aðilar eru bara ekkert að standa sig í því að halda aftur á verðhækkunum. Og þetta er alltaf réttlætt með því að það er bara undirliggjandi þrýstingur en síðan sjáum við, sko tölurnar er ekkert að ljúga. Við sjáum hvernig rekstrarafkoman er. Við bara ná mjög góðum árangri. Vonandi eru stjórnmálamenn að hlusta og vonandi verður brugðist hraðar við en þú nefnir hér því ég held að sem ekki ákall eftir því að það komi inngrip, opinbert inngrip inn í þetta. En aðeins í lokin Runólfur, nú er runnin upp sá tími að hér að þessum fjölmiðli sem og öðrum fjölmiðlum verða tíðir gestir næstu vikur og mánuði fram í maí fólk sem býður sig fram fyrir sveitarstjórnarkosningar og eitt af þeim málum sem er svona, mér finnst mest rætt hér í heitubótunum á höfuðborgarsvæðinu, það er bara umferð þungi og ég er svolítið í því núna að spyrja hérna nýtt fólk sem er að kynna sig til leiks í pólitíkinni hvaða leiðir það sjái en hvaða leið sér þú svona rökréttasta og besta til þess að minnka umferðar þunga og svona gera okkur lífið léttara? Sko, ég tölum það síðast til ég kom inn að líka en þá held ég að fyrsta aðgerðin væri að ganga frá þessum ljósastýringum. Já. Koma með gervigreindar búnað í þá tryggja að flæði sé svona jafnar og betra. Já. Og það er líka ódýrasti þátturinn ef svo má orðið komast. Svo vitum við það að framkvæmdir varandi innviða uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu hafa alls ekkert verið í samræmi við fólksfjölgun. Nei. Og það er ákveðin rómantík í sjálfu sér að hugsa sem svo að það fjölgar bílum með fleiri íbúum og þá þurfa að reyna að skera niður fjölda bíla í umferð, það er alveg bara rökrétt í sjálfu sér. En þá þarf það að vera búin að mæta því með einhverju sem að tryggir að fólk geti farið ferða sinna. Já. Og það er svo margir þættir sem að tengjast þessu, beint og óbeint. Við nefndu það síðast og þetta er eitt af því sem að pólitíkin veit alveg það leikskólamálin, þau tengjast líka umferðinni. Já. Og það bara menn í sambandi við þéttingu byggðar hafa farið kannski allt og bratt. Svo kemur ykkur rómantík frá þeim árum þegar við vorum bara PR, að nú eigi að vera kaupmaður á hverju horni og allir geti gengið út í búð. En það er bara ekki, það er rekstrarlega þýði í kring sem að ber upp í eina búð og við séum bara þessa sorglegu jarðhæðir í þessum þéttbýlisreitum sem fá að standa auðar í x ár og svo verður þessu breytt íbúð. Þetta var einu sinni bara í gömlu verkamannabústofunum vestar í bæ, þar voru búðir á hverju horni. Það er núna íbúðir. Einhver leiti, kannski er Hárgrímsstofa ennþá þarna eða við sjáum að því miður svona einhver nærþjónusta sem að fólk nýtti og var hluti af hverfinu. Hún er líka svolítið á hverfandi kvelli. Við erum að sjá þessa verslunar meira kjarna og það byggjast upp sem byggir svolítið á því að fólk komist á staðinn og þá oftast er einkabíllinn valkosturinn. Og margt í bara umhverfinu jafnvel getur tónlistakennsla barna verið þannig að þú þurfir að sækja það í annað hverfi. Íþróttaiðkun, ég meina þú iðkar ekki frjálsar íþrótt í Vesturbænum. Fyrir þau fáu heppnu börn sem fá inni í tónlistaskólum, það er lítið brot sko.
En ég heyri það sérstaklega ungt fólk, það bara það einblínir svolítið á vonina að við hópumst saman í strætó, enn verið að ræða náttúrulega borgarlínu á fullu og það var í gær ungu maður hér sem norskur og þekkir Þrándheim og var að bera Þrándheim saman við Reykjavík og það kannski engin mjög góð ástæða önnur en kannski einhver lítið menningaleg fyrir því af hverju við notum bíluna svona mikið en ertu bjartsýnn á að við getum stór létta á umferðinni með því að hópast í strætó? Sko persónulega er ég ekki alltof bjartsýnn en það eru kannski tölurnar þannig að markaðslegar forsendur fyrir uppbyggingu á bættu samgöngukerfi eru að ná ákveðnum prósentum inn í notkunina og mér finnst menn við hafa verið svolítið sofandi í að koma þessu á af því að þetta hefði þurft að byrja á því bara að bæta þjónustu sem fyrir var. Tíma var mér sér dregið úr þjónustu strætisvagna, gjaldið hækkað umtalsvert. Ég held að þyrfti bara ríkari hvata til þess að fá fleiri til þess að sjá þetta sem eðlilegan valkost. Það einhver lítill stjórnmálaflokkur sem fær aldrei neinn atkvæði sem segir að við eigum að gefa bara allir eiga að fá frítt í strætó. Já, alla strætó. Það ákveðin hugmyndafræði, já. Það hefur verið í sumum sveitafélögum. Þetta var til skamms tíma. Já, fyrir norðan og í Reykjanesbæ var þetta svona. Hvernig líst þér á það? Það geti alveg verið allan spennandi valmöguleiki, allan að börnin. Það þetta framtíðin varðandi notkunina. Þannig að það þetta einhver afslættir. En þar finnst mér að væri eðlilegt að börn á skólaaldri gætu fengið einhvers konar aðgangskort sem að væru án endurgjalds. Herru ljómandi, Runólfur Ólafsson, takk fyrir að koma hingað og ræða þessi mál við okkur. Við fylgjum spennt með framvindunni. Já, takk fyrir það. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Nýr kapli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Ég stundum spurði hvernig gangi hjá okkur á samstöðinni og við lifum. Við erum kannski með svona 2000 áskrifendur. Það getur verið svolítið snúið að fjölga þeim í samfélagi sem að ekki hefur vanist í að fólk þurfi að greiða gjald til að njóta þjónustu fjölmiðla. Ísland nefnilega sker sig svolítið frá nágrannalöndunum hvað þetta varðar. Hér til dæmis vísi.is galopin, MBL að mestu leyti. Það náttúrulega eðlilegt að RÚV sé galopið því RÚV sækir styrk sinn í vasa okkar skattgreiðenda, almanna útvarpið. En það ýmislegt fleira sem svolítið sérstakt við Ísland í samanburði til dæmis við Norðurlöndin og hann kominn hérna Skúli Bragi Geirdal. Vertu velkomin Skúli. Takk fyrir það. Þú ert hjá Netvís sem svona undirstofnun fjölmiðlanefndar getur maður sagt. Já. Og þið hafi verið að tala í rauninni fyrstu samnorrænu könnunina á til dæmis fjölmiðlalæsi ungmenna og fullorðina og það víst skils mér ekkert rosalega gott fjölmiðlalæsi Íslendinga miðað við löndin í kring og það svona fleira sem vekur athygli. Ef við bara byrjum á að ræða þennan punkt sem að ég ræddi þarna í inngangnum. Hverjir eru kostir og ókostir þess að DVF opið, Vísir opið, MBL að miklu leyti opið.
Hver eru kostur og ókostur við þetta og af hverju er Ísland öðruvísi en nágrannalöndin þegar kemur að því að hér hefur fólk aðgengi að fréttum og mikilvægum upplýsingum frítt? Ég er ekki alveg viss hvort við áttum okkur á því hversu mikil forréttinda staða þetta er. Að við höfum allt þetta aðgengi að fríum fréttum. Því að við vitum það auðvitað hér að það er alls ekki ókeypis að vinna fréttir. Og þegar við erum að bera okkur saman við Norðurlöndin og við erum að sjá þar að þar er lengri hefð fyrir því að greiða fyrir fréttir, að vera í áskrift. Kosturinn auðvitað er sá að meðan við erum ekki með fréttir lokaði fyrir aftan áskriftavegg, að þá er aðgengið gott og þá höfum við aðgengi að fjölbreyttum fréttum frá fjölbreyttum fréttamiðlum sem er frábært í upplýsingasamfélagi, sérstaklega eins og það er að breytast með tilkomu náttúrulega samfélagsmiðla og gervigreindar og alls konar tækni, að þá eru þetta hlutverk fjölmiðla svo ríkt. En það sem að þetta gerir núna, einmitt í því umhverfi, þegar við erum með ókeypis samfélagsmiðla, sem hins vegar er ekkert í sérstaklega miklu vandræði með að afla sér tekna með auglýsingasölu og eru að taka líka af auglýsingasölu fjölmiðlana hér. Já, og þetta er ekki íslensk fyrirtæki. Þetta er ekki íslensk fyrirtæki, þetta er fjármagn sem er að fara úr landi. Þá auðvitað erum við komin í vandasama stöðu þegar að þú byggir þitt tekjumódel á því að selja auglýsingar til þess að fjármagna fréttirnar og síðan er einhver annar að taka þeirri köku þá erlendis frá. En það getur verið erfitt að breyta einhver í menningun okkar. Af því að meðan við erum með allt þetta aðgengi að ókeypis fréttum, af hverju ætti ég þá að fara að borga fyrir fréttir? Það er eiginlega spurningin, sko. En svo það sem að gerist og hættan auðvitað er svo að þegar að enginn borgar eða greiðir fyrir fréttir, hvað verður þá dýrar fréttir eins og rannsóknarblaðamennsku? Hvar er svigrúmi til þess að fara í langa vinnu á frétt eða umfjöllun eða kafa í mál? Hvað verður fjölmiðil eins og þennan? Það er einmitt málið, sko. Hvað verður síðan miðlana? Sjáum við þeim fækka og við sáum til dæmis eins og fréttablaðið detta út sem er náttúrulega miðl sem kemur inn á marka með miklum krafti, ókeypis blað sem hefur auðvitað áhrif á þessa menningu sem er síðan ekki til í dag. Við getum nefnt miðl líka svipaðan þennan eins og þegar N4 var og hann við höfum verið að sjá Hringbraut detta út og þetta er auðvitað mjög alvarlegt af því að þarna verður flóran ekki eins fjölbreytt. En spurningin er hvaðan eiga þá peningarnir að koma ef að auglýsingamarkaðurinn er eins og hann er og við erum ekki tilbúin að greiða fyrir fréttir. En það er líka spurningin og það sem við sjáum í þessari rannsókn erum við að átta okkur raunverulega á mikilvæg og hlutverki fjölmiðla fyrir samfélagið. Og ég held að sé ekkert endilega þannig. Ég held við séum kannski einhverju liti góðu vön og tökum svolítið sem sjálfsögum hlut. Ég hugsa það sé hárrétt hjá þér að svona hinn venjulegi Íslendingur hann átti sig ekki á mikilvægi innlendrar fjölmiðlunar og á svo ályktun ekki sér stóð í því sem að þessi rannsókn mældi líka sem var að skilningur Íslendinga eða fjölmiðla læsi Íslendinga því er mjög ábótavant. Jú, því er mjög ábótavant og sko þegar ég er ráðinn fyrst inn hjá fjölmiðlanefnd þá er þar ný staða verkefnastjóri miðlalæsis sem var ekki til. Þannig að og mitt hlutverk var að efla miðlalæsi alls almennings. Einn sem er náttúrulega eiginlega alveg glórulaust verkefni ef maður hugsar út í það, sko. En það er náttúrulega nokkuð ljóst að þegar við horfum á þetta svoleiðis að við ætlum að efla miðlalæsi á þennan hátt og ætlum síðan að bera okkur saman við hinn Norðurlöndin þar sem þetta eru deildir sem hafa verið að vinna þessu markvisst í fleiri ár. Við erum líka að sjá meiri samstöðu milli miðla þar að takast á við saman berjumst gegn falsfréttum og upplýsingaóreiðu. Að auðvitað eru við ekki að skora eins hátt og hinn Norðurlöndin. Á sama tíma samt er miðlalæsi mjög gott í þessum þjóðum sem við erum að bera okkur saman við eins og til dæmis Finnlandi. Þannig að við erum að bera okkur saman við toppinn og við eigum auðvitað alltaf að gera það. En við hér auðvitað erum að súpa seiða því að hafa ekki brugðist við fyrr, hafa ekki sett meira í það að efla miðlalæsi og miðlalæsi þá erum við að tala að efla hæfni okkar til þess að leita, skilja, greina, meta og skapa upplýsingar á öruggan og skiljugan hátt. Þetta er mjög víðfemt hugtak. Já. Ég hef stundu grunum það þegar ég heyri í almenningi að þeirra skilningur á helsta hlutverki fjölmiðla sé bara að fólk sem er með einhver ákveðnar skoðanir
það stofni fjölmiðil og það bara birti fréttir í samræmi við skoðanir. Og þú hefur nú kannski eins og ég kynnt rannsóknir með það að mjög margir áskrifendur fjölmiðla neita þeirra til þess að styrkja eigin skoðanir sem þeir hafa fyrir og það svona öryggistenging einhvern veginn í lífinu að þú ert alltaf að lesa bara sjálfa þig og þú ert bara sammála því sem að kemur fram í blaðinu. Þetta hlýtur að hanga einhverju leyti saman við fjölmiðla sögu Íslendinga. Að hún náttúrulega eiginlega bjöguð búin að vera alla okkar hunds- og kattartíð. Fyrst Ríkisútvarpið mjög varfærið og nú ekki að skipta sér að mikið að deilumálum eða hvað þá að rugga valdinu. Svo gefa stjórnmálaflokkarnir út sín málgögn. Þannig að Íslendingar venjast því að þeir geta lesið fjölmiðil sem að í samræmi við þeirra eigin skoðanir, Þjóðviljinn, Alþýðublaðið, Tíminn, Morgunblaðið. Þú minntist á Fréttablaðið áðan sem svo algjör bomba og þá förum við allt í einu úr því yfir í mjög markaðsdrifna fjölmiðlun, bara almarkaðsdrifna fjölmiðlun. Og ég hef haldið því framheld í meistarritgerðinni minni að Íslendingar hafi aldrei búið við fyrir en þá upp á síðkastið sæmilega eðlilega fréttamiðlun á einkamarkaði. Þetta þetta mjög þetta þetta rétt, það mjög margt í sögunni sem áhrif á það hvernig þetta að endurspeglast í dag, þetta umhverfi sem við erum að horfa á. Það sem við höfum þetta áhyggjur af samt einmitt eins og það sem þú nefnir, ef við horfum til þess við Bandaríkjanna, það sem að ég með miðla sem að ég les ef ég hægra megin og síðan vinstra megin, og það engin miðl sem nær til beggja hópa. Og það sjáum við náttúrulega þessa gríðalegu skautun þar sem að það engin þessi sameiginlegi umræðu vettvangur. Það engin miðl sem að nær breiddinni. Við viljum auðvitað ekki fara þangað. Við viljum að þessu miðlar sem nái svolítið þvert á og nái til fólk hvort sem það hægri eða vinstri í sínum skoðunum. En það sem þú nefndir auðvitað var þessi grunnur þar sem að við erum vöndi að við erum að velja flokksblöð. En auðvitað eru bara fjölmiðlar margir mismunandi líka og þess vegna skiptir auðvitað eignarhald skiptir máli, við þurfum að hafa gagnsæi þar, til dæmis inn á fjölmiðlanefnd er skrá yfir eignarhald sem hjálpar okkur auðvitað að meta þær upplýsingar sem við erum að fá þar. En til þess að auðvitað vera miðlalæs þá þarf maður að mínu viti að lesa fleiri en einn miðl og líka auðvitað erlenda miðla, ekkert bara innlenda, en innlendi miðla skipta gríðarlega miklu máli. Við erum með staðarmiðla sem að flytja með fréttir frá mínu nærumhverfi, við erum með landstekkandi miðla sem að færa mér þá annars konar fréttir og ég vel fleiri en einn miðil þar til að fá sem flest sjónarhorn. Og ég hef heyrt það gríðarlega ofta því ég var nú áður á N4 og það nú svolítið síðan að sá miðil lokaði, en ég heyri ennþá að það vanti meira af íslensku dagskrárefni utan að landi. Og ég held að fólk við viljum fá að vita hvað að eiga sér stað í samfélaginu okkar, út allt land. Já. Svo spyrir maður sér líka í bergmálshellinum sem að mörg okkar hvíla í núna, meðal annars vegna samfélagsmiðlana, sem sóp okkur inn í búblur og við verðum bara alveg hissa ef við hittum einhvern sem ekki deilir sömu, jafnvel, öfgafullu skoðun og við höfum komið upp af því að við erum alltaf að heyra í okkar líkum inn á samfélagsmiðlunum. Maður spyr sér líka hvort á sama tíma og ég sammála öllu sem þú segir, þá má líka velta því fyrir sér hvort bara fjölbreytt flóra sjálfstæðra fjölmiðla með samt ólíkar skoðanir, með ólíkar ritstjórnarstefnur til vinstri eða hægri eða bara í miðjunni, þar sem allt upp á borðum, þar sem enginn sigla undir fölsku flaggi. Maður spyr sér líka hvort þetta sé bara viðbragð samtímans við því sem við höfum verið að ræða. Já, í þessu öllu saman að það ekkert eitthvað ein töfralausn í því að efla þennan fjölmiðlamarkað. Við þurfum líka að gefa í varðandi menntun fjölmiðlafólks. Við þurfum styrkur til einkarekinna miðla ekki eitt og sér einhver lausn sem leysir allan að vanda. Og hluti vandans náttúrulega líka. Já, og menn þurfum að hafa náttúrulega við þurfum að, sem fjölmiðlafólk þurfum við að hafa svigrúm
til þess að vinna okkar vinnu þegar við erum að stöðundi pressunni, það hraði, það álag, það eru láglaun, það þarf að selja og reka miðilinn. Það reyndir ekki allir með láglaun, ég held að ritstjóri Mokkan sem 5 milljónir á mánuði. Já, þetta er mismunandi að sjálfsögðu sko. En svona ef við horfum heilt yfir á það þegar ég að tala um mína nemendur í fjölmiðlafræðinu og þau eru að velta fyrir sér starfsframa á sviði fjölmiðla. Hvernig lítur það starf út? Er þetta fjölskylduvænt? Er þetta tekjur? Er gott starfsumhverfi? Get ég gengið að þessu starfi sem minn starfsferil? Og við þurfum auðvitað að geta svarað þessu spurningum fyrir ungt og efnilegt fólk sem að mennta sig á þessu sviði. Og líka erum við að ráða inn menntaða fjölmiðlafræðinga inn á miðlana. Þannig að við þurfum að horfa svolítið á þetta heildstætt, þetta umhverfi. En það sem eru þetta búið að gerast líka núna nýverið eru þessi samfélagsmiðlar. Og fjölmiðlar eru þetta svolítið neyddir inn í þetta umhverfi og samspil með þeim að nýta þá sem vettvang til að koma sér á framfæri. Þeir hafa svipt okkur annarri hverri krónu rúmlega sem áður fór í auglýsingar í íslensku fjölmiðlum. Já, það er eitt. Og það sem kannski, við sjá núna í rannsóknunum okkar, að við erum, þegar við förum að spurja út í traust. Við höfum ekki traust á sem samfélagsmiðlum, en við höfum traust á fjölmiðlum. En svo spyrjum við út í notkun og þá notum við samfélagsmiðluna gríðarlega mikið og jafnvel umfram fjölmiðlana og sérstaklega yngsti aldurshópurinn. Og maður fyrir að velta því fyrir sér, af hverju, þannig að fer ekki saman hljóðamynd, af hverju nota ég mikið það sem ég treysti ekki. Og svo förum við núna í nýjustu rannsókninni sem á leiðin út núna í þessari næstu viku, þá erum við að skoða hvernig þetta samband okkar við samfélagsmiðla í dag. Því að ég fyrir að spurja því, fyrst samfélagsmiðlinn sem þú fórst inn á, til dæmis Facebook, hann betri að verri í dag heldur en þú fórst inn á hann fyrst? Fyrst þegar þú fórst inn á hann og þú fórst að fylgja... Það var miklu breiðari áður. Já, og ég valdi vin og fjölskyldur og ég fór að fylgjast með efni frá þeim. Nú fyrir inn á hann í dag og það mæti mér auglýsing, ábyrtingum eitthvað sem ég þekki ekki neitt, gervigreinda myndband, önnur auglýsing og svo fer ég niður og svo allt í sé eitt post frá mömmu. Þetta er ekki miðlinn sem ég fór inn á. Og þegar við fyrir að spyrja fólk, þá þetta ekkert þetta umhverfi sem okkur langaði að fara inn í, samfélagsmiðl, tengja mig við fólki mitt. Þannig að við erum einhvern veginn föst í þessu, ég treysti þess ekki neitt, þetta er endtómt sorp sem ég fæ þarna inn á fítinu mínu, en af hverju ertu þarna? Jú, það er náttúrulega hópurinn með fótboltaforeldrónum og ég er inn í þessum spjallhóp hérna og við virðumst ekki geta slitið þennan streng. Síðan fórum við upplifa það í umhverju okkar að allt sé ótrúlega neikvætt og allt sé að fara til fjandans. Og af hverju það? Við erum náttúrulega með algoritma sem að reikna okkur út og færa okkur efni og meira því saman á samfélagsmiðlunum. Og það er miklu auðveldara að segja ég ætla að slökkva á þessum fjölmiðli því hann ætlar að færa með neikvæðar fréttir. Því ég get ekki slitið en naflastreng þrátt fyrir að mér finnst þetta ekki gott efni og mér finnst einhvern veginn í grunninn vera hann algjör forsendubrestur fyrir því af hverju ég er inn á miðlum eins og Facebook í dag. Já, ég held að séu bara 2 svona persónuleikar sem skrifum þjóðmál sem að detta alltaf upp á mínu fíti, það er Illugi Jög og Egill Helga og sennilega vegna þess bara að þeir eru báðir mjög duglegir að framleiða og svo fá þeir mjög mikil viðbrögð frá almenningi og kannski hef ég færslur þeirra nægilega oft til þess að ég man bara ekki eftir öðrum en fyrir 10 árum þá því þú ert að spyrja hver er okkar upplifun og breytingunum á miðli eins og Facebook þetta er bara orðin einhver ruslakista í dag en hún býr yfir Messenger samskiptaforritinu og það kemur fram í þessari skýrslu að Messenger er það algengasta samskiptaforrit okkar Íslendinga? Já, við erum mikil Facebook-þjóð og höfum verið þekkt fyrir það og Messenger er síðan afleiðing af því líka en svo það verið líka og við getum leita aftur í aðra rannsóknir af hverju erum við farin að nota hann svona mikið ég meina þegar ég byrja að nota Facebook þá var ég að setja inn færslur í opnum aðgangi ég setti bara status, ég er að borða snúð og það var allt í lagi og við bara áttum samtal um það en núna eins og við höfum séð upplifun fólks það er fullt af alls konar hatri og neikvæðni og áreitni þannig að ég fært mig yfir í einkaskilaboðin til þess að losa mig undan þessu eða loka það hópa eða bara sleppi því að tjá mig lengur En munurinn okkur og hinu Norrlöndunum eru þetta, þar eru við með WhatsApp sem er samskiptamiðl sem er miklu, miklu stærri heldur en hér. Já, hann hefur aldrei náð fótfestu hér. Nei, en það sem við erum að sjá, til dæmis í rannsóknum á börnum og ungmennum, að þar erum við að sjá núna, við erum átt okkur á því að það kannski ekki mjög sniðut að börn séu inn á TikTok og Snapchat og Instagram. Þannig að þær miðlar hafa verið að lækka. Var það ekki þú sem að fluttir inn á Alþingi, var það þingsáleitunum til að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlum í 15 eða 16?
Í 15 eða 16. Ég held í opnu. Það hefur verið hækkað í 16 í Ástralíu. En á Norðurlöndunum, sérstaklega Noregi og Danmörku umræðan 15 ára. Svíjar að skoða þetta svolítið eins og við, Finnar eru ekki þarna. Já, við getum alveg farið inn í þá umræðu, já, en ég lagði þetta til inn á þinginu og það kannski líka út frá því af hverju erum við að horfa á samfélagsmiðla sérstaklega og taka út úr í svega. Þar ég með aðgengjaskaðlegu efni, ég með áreitni frá öðrum sem kemur ekki til mig til dæmis í gegnum bíómyndir þegar ég horfa á þær og síðan með auglýsingar sem koma til mín út frá upplýsingum sem safnaði mig. Þegar ég barn þarna inni og við sjáum skýra mun á drengjum og stúlkum, stúlkur miklu líklegri til þess að fá auglýsingar botox og fylliefni og megrunarvörur, strákar miklu líklegri til að fá auglýsingar veðmál, ólöglegar veðmálauglýsingar, en við höfum ekki eftirlit sem nægilega sterkt til þess að taka á þeim í dag. Þannig að inn á þessum vettvangi ég líka að fara og ég ekki til að leita að því að sjá efni heldur fæði það til mín, það reiknað út og þess vegna horfum við þurfum að gæta betur að vernd barna en á þessum vettvangi og sérstaklega þegar við erum að fara að sjá þessa þætti eins og við erum að tala um hér, mikla neikvæðni, þetta orðið miklu meira markaðstól en á meðan við erum að lækka hlutfall barna á TikTok og Snapchat og Instagram þá að hækka hlutfallin á WhatsApp og það að því við erum kannski átt okkur því að þar erum við að velja samskiptamiðil umfram einhvern markaðsdrifinn afþreyingamiðil fyrir börnin okkar. Þannig að ef sem sagt börn sem annars færu 13 ára inn á Facebook og Insta og þetta stöf ef þau mættu samkvæmt íslenskum lögum ekki fara inn fyrir 15 eða 16 þá gætu þau notað WhatsApp. Ástralía hafa farið þá leið að því samfélagsmiðlar eru svo mismunandi. Þeir eru að flokka skaðlega miðla sem eru þá með 16 ára og þá eru við með þessa TikTok og YouTube og þessa afþreyingamiðla en síðan eru samskiptamiðlarnir teknir út fyrir svega. Og síðan hægt líka eins og við rætt á Norðurlöndunum að hækka það upp í 15 en þú getur gefið sérstakt leyfi frá 13 ára sem foreldri. Þannig að það eru alveg ýmsar útfærslur mögulegar í þessu. Síðan sjáum við stúlkur eru mun fyrir farnar inn á samfélagsmiðla meðan að strákar nota tölvuleiki á sama hátt til þess að tengjast öðrum eigin samskiptum, búa sér til samfélag en samt í keyptum tölvuleikjum ekki verið að beina að mér beint auglýsingum út frá söfnum persónuupplýsinga. Þannig að það heldur ekki algoritmi sem að færa mér eitthvað efni. Þannig að tölvuleikjaspilunin ef ég að nota tölvuleiki við hæfi, hún öðruvísi í eðli sínu heldur en samfélagsmiðlinn. Þannig að það alveg, við eigum að gera greinarmun þarna á. Og í þingsályktunartillögunni minni þá var ég með annars vegar að hækka aldurstakmarkið og hins vegar að við setjum sterkari lög yfir þessa markasetningu sem beint að börnum. Því við erum með lögu núna alls konar skilur vernd barna sérstaklega til dæmis í efni fjölmiðla að það sé sérstök vernd gagnvart því hvað auglýsingar börn að sjá, auglýsingar í kringum barnatíma og svo framvegis. En svo frítt spil gefið á samfélagsmiðlum. Og þetta finnst mér ekkert sanngjarnt. Við eigum að sjálfsögðu líka að gæta vernd barna á samfélagsmiðlum eins og við gerum á öðrum vettvangi. Þannig verða að ræða núna að olíufélögin á Íslandi þurfi einhvers konar yfirfrakka á sig og opinbert inngrip sem tengi þau við heimsmarkaðsverð. Vegna þess að það bara þannig með stóran hluta íslensks samfélags að við höfum farið offari í þessu frelsi og offari í því að trúa á markaðinn og markaðsöfl og trúa því að algjört frelsi sé til bóta á öllum sviðum og ég finn nú ekki annað en að þessari hugmynd sé að vaksa á smegin að þurfa að koma böndum á til dæmis samfélagsmiðlanotkun barna. Við getum bara tekið dæmi að ég meina við erum með bíómyndir bannaðar upp í 18 ára og þá erum við að horfa á kerfi sem heitir Kækvæsir út frá því hvað efni getur verið skaðlegt og haft áhrif á hegðun barna og þegar ég hérna 12-13 ára þá hef ég ekki prófað áfengi, fíkniefni, kynlíf, ég hef ekki upplifað mismunun en síðan sé ég fólk nota þessi efni jafnvel án afleiðinga og það getur haft áhrif á það hvernig ég bregst við. Og síðan eins og við sjáum á samfélagsmiðlum, þetta mjög raunverulegt efni, ég að sjá aðra alls konar áskoranir og þetta getur haft áhrif á mig, skaðleg áhrif. Þannig að það ekki endilega bara þessi kvarði, þetta sé endilega líðan. Svo ég að horfa á þessa bíómynd sem bönnuð 18 ára
en síðan get ég farið inn á hérna, YouTube og sé brot úr þessari mynd og í þokkabót einhver að senda mig skilaboð gegnum samskiptaforrit, þykjast vera jafnaldri og reyna að komast í samband við mig. Þannig að þetta auðvitað ekki umhverfi sem við hæfi barna. Þannig að við þurfum auðvitað að fara að setja viðeigandi stimpil. 13 ára stimpillin byggir á söfnun persónuupplýsinga. Persónuvendin eina sem nógu öflug til að setja einhvern þrýsting á aldurstakmark. Hún skiptir ofboðslega miklu máli. Við verðum að gæta friðhelgi barna á netinu. En við þurfum að horfa á hina þættina líka. Orðið forræðishyggja hefur orðið alveg rosalega neikvætt gildishlaðið orð í huga mjög margra. En það segir sig sjálft að það felst bara heilmikil vernd í ýmiss konar forræðishyggju. Og mér líður stundum núna eins og við séum aftur svona að fara að endur hugsa samfélagið sem við búum í og það verði ekki eins mikið skammaryrði forræðishyggja. Það verði ekki eins mikil neikvæð stimplun sem að fylgir því að við ræðum forræðishyggju á einhvern sviðum ekki. Síst hvað varðar unga viðkvæma fólkið okkar. Og þegar ég að tala fyrir þessu hækkandi aldurstakmarki, þá verður alltaf að vera til staðar fræðsla, forvarnir og úrræði. Og það það sem við erum að gera í mínu starfi allan daginn, alla daga. Og þess vegna þegar við erum að ræða aðgengismál og við erum ekki búin að tryggja fræðslu jafnt til allra og við erum ekki búin að tryggja viðeigandi úrræði, þá ekki tímabært að ræða aukið aðgengi. Við getum tekið þetta og sagt, eigum við þá ekki bara að sleppa því að vera með aldur á áfengiskaupa aldri eða sígarettu með nikótín og tóbaki af því að við erum svo frædd og vel upplýst. Hvernig líst þér á að hækka áfengiskaupa aldur upp í 25 ári í stað þess að lækka niður í 18 eins og sjálfstæðismenn alltaf að leggja fram árlega og þannig er ég að vitna til radda sérfræðinga á læknadögum þar sem læknar sjálfur voru að leggja til að áfengiskaupa aldur yrði jafnvel hækkaður í 25 ár vegna nýlegra rannsókna sem benda til þess að framheilin í ungu fólki skaðist meira af áfengisneyslu heldur en áður var talið og þau vilja meina að tvítugt fólk að áfengiskaupa aldur hér á landi 20 ár þetta byggist á gömlum og úreltum rannsóknum. Ég myndi segja þarna að við getum yfirfært að nákvæmlega sama og ég var að tala varðandi samfélagsmiðlana að þarna eru við með ákveðna grunnforvarnir sem við stóðum okkur mjög vel í áfengi og tóbak sem núna líka sér nikótínpúðar og annað. Við verðum að fara að taka þessar grunnforvarnir fastar í tökum að mínu viti. Og það þarna í þessu líka. Við getum líka farið lengra á sagt með veðmálun og spilafíknina. Sem að koma mjög sterkt inn okkar borð og að herja á unga drengi allt í kringum og allstæðar sem við fræðslu þar sem við erum að skapa gríðarlega stór vandamál til framtíðar að þannig erum við að tala þætti þar sem við erum ekki búin að tryggja fræðslu, forvarnir og úrræði, meðferðarúrræði einhvern til staðar en þau þurfa að vera mun fleiri og mun betri og meðan við erum að tala aðgengismál við eigum að byrja á hinum endanum að tryggja forvarnir, fræðslu og úrræði á öllum þessu sviðum. Við kunnum þetta alveg, við getum þetta alveg, við erum heimsfræg þegar við tókum á reykingunum, en við þurfum aðeins að taka upp boltan, sko. Við missum hann ef við tökum þessum sjálfsögur hluta við sem búin að ná einhverjum ákveðnum árangri. En þetta þetta flókin veruleiki og svo höfum við núna að tala núna samfélagsmiðla. En hvernig líst þér á hækkun áfengiskaupa? Ég myndi persónlega, núna bara, ég var ekki á móti því. Nei. Mér finnst það ekki slæm hugmynd. Þetta finnst mér sko til marks að við erum að sigla inn í nýja tíma. Ég held að það sé einhver hreyfing núna. En aftur að skýrslunni, það er nú gaman að og það er mér að kenna við vöðum úr einu í annað en bara gaman að... Einn punktur byrja mér langaði, sko, því að það sem svo, við nefnilega sem erum eldri, við erum alltaf að tala samfélagsmiðla sem við þekkjum, við erum alltaf að tala Instagram og Facebook. Síðan það sem að gerast það, því að bara til að koma því að við erum alltaf í þessu samtali við börn og ungmenn á gólfinu. Núna eru menn farnir að tala eru þið vissu þig að við erum farin að nota Pinterest til þess að eiga samskiptum? Eru þið búin að heyra Coverstar? Vissu þið að búið að breyta Spotify núna og við erum komið myndbönd og samskiptamöguleika þangað inn. Ofan á þetta líka, svo tölum við gervigreind og þá tölum við alltaf ChatGPT eða Copilot sem við notum. En síðan eru börnin að nota karakter AI að búa sér það til vin og eigi samskiptum við þennan vin á ákveðnum forsendum eða spjallmenniðin á Snapchat. Þannig að gervivinni sem sagt, AI-vinni. Já, þannig að við erum svolítið föst í því sem við þekkjum
og við, náttúrulega þegar við fengum samfélagsmiðluna þá var þetta bara mesta byltingin, það var æðislegt og þetta myndi leysa allt, svolítið eins og við horfum núna á gervigreindina, hún annarkvort að fara að tortíma okkur eða leysa öll okkar vandamál. Þetta verður náttúrulega hvorugt sko, þetta verður einhvers staðar á milli. Já, við vitum ekki. En það sem við þurfum að gera er að við þurfum að horfa á fleiri en við þekkjum. Og þess vegna erum við núna, hjá okkur, við erum að setja í lofti núna á eftir. Já, bara fyrir í dag, af því þessi þáttur fyrir loftið í kvöld. Já, fyrir í dag, þá er það verkfærakista foreldra. Það sem við getum farið inn og við skildum ekkert hvað ég verið að segja núna á Coverstar og Karakter AI og allir þessi mál. Það er verkfærakista foreldra sem við erum búin að safna saman þessum upplýsingum. Það sem við erum að vinna vinnuna fyrir foreldra sem vilja vera með á nótunum, vilja skilja hvað þetta vilja geta að tala við börnin sín og haft einhverja forsendur fyrir því. En þetta var verið mjög aðgengilegt og ef það vantar eitthvað þarna, það má alltaf tala við okkur. Við viljum heyri foreldrum líka. Við þurfum að aðstoða foreldra í þessu samtali. Mér finnst það mjög fyndið sko að það hefur verið umræði í svona foreldrahópum sem ég hef tekið þátt í hvort það sé rétt að bara út frá persónuverndarlögum og út frá frelsi barnanna að við séum að trakka þau, að við sjáum hvar þau eru, hvar líkaminn þeirra staddur. Hvort þau eru upp í Breiðholti, Seltjarnarnesi, í Sundi eða hvar þau eru að gera. Það mjög margir foreldrar sem að mónitora börnin sín. En svo fara þau inn í herbyggi og við höfum ekki hugmynd hvert þau fara á internet. Þetta er mikilvæg umræða. Við notum þessu upp til þess að fylgjast með þeim. Við erum þarna með leiðbeiningar hvernig þú setur á fjölskyldustillingar, til dæmis á Apple og Google og PlayStation. Og við erum með hvað þú getur gert með þetta. En við erum alltaf með eina punkt líka, til hvers er þetta ekki? Þetta er ekki til að njósnum börnin okkar. Þetta er ekki slagur okkar við börnin okkar, heldur hvernig við notum tæknina á heilbrigðari hátt. Það snýst þetta í grunninn. En við sjáum það líka gagnvart þessi upp sem við erum að fylgjast með öðrum, Live 360 og Snapchat-kortið, að þetta getur verið opbóðslega mikið svona, leiðum mér að sletta svona obsession hjá ungu fólki að fylgja stöðugt með því hvar vinir mínir eru, eða kærastan mín, eða fyrrverandi kærastan mín. Og við höfum séð mjög alvarleg mál hvað þetta varðar, því að ég kannski ekkert alltaf að fylgjast með hverjir sjá staðsetningarna mína. Við erum hætt saman og ég glemdi að taka fyrirverandi út en hann ennþá að fylgjast með því hver ég er stattur öllum stundum. Höfum það í huga líka að þegar við erum á nótu til að fylgjast með okkar börnum þá geta aðrir verið líka að gera það. Stillum þetta rétt en við erum ekki að njósnum börnum okkar. Heyrðu, ég hafði nú fyrir því að lesa þessa skýrslu að bara miklu leyti. Þú sagði mér rétt fyrir viðtalið að það nú fleiri punktar sem ekki rati í skýrsluna og ég veit ekki hvort þú getur uppljóstrað eitthvað sem að ekki er í skýrslunni en sem sagt hvað kostar það okkur að vera bara með eitt dagblað? Já, þetta eru þetta svona stóra breytingin þegar þetta hefur horfið svolítið hratt úr okkar flóru þessi dagblöð. Það sem ég hef haft áhyggjur af því þar er að til þess að þegar ég er alast upp og nú er ég 33 ára, ég er ekkert eitthvað eldgamall. Nei, það ertu ekki. Nei, að sko frétta áhugi minn, hann hefur ekkert verið alveg alltaf til staðar. En það var alltaf þannig á eldhúsborðinu heima voru alltaf dagblöð til staðar. Síðan var kveikt á kvöldfréttum í sjónvarpinu og það voru útvarpsfréttir í útvarpinu þegar mér var skutlað á æfingar. Fréttir voru í umhverfinu mínu. Núna í dag eru ekki dagblöð á eldhúsborðinu, nema vissulega sumstaðar, en þau eru miklu færri og á sum heimilum bara jafnvel engin. Við erum ekki endilega að stilla kvöldfréttir, heldur mögulega bara Netflix eða eitthvað efni sem við erum búin að velja okkur og svo erum við Spotify playlistan í bílum okkar á leiðinni heim. Sem þýðir hvar eru fréttir í umhverfi barna í dag og hvaðan kemur þá frétta áhugin. Hann kviknar ekkert endilega sjálfum sér. Við gætum þurft að hafa fyrir því. Og ég var nú með námskeið í vísindaskóla unga fólksins fréttir og fjölmiðla. Og ég lendi í þeim vanda þá, því þá var fréttablaðið farið. Það var erfitt að nálgast prentu blöð. Og megninu til var ég eiginlega með bændablaðið þarna á borðunum, að reyna að kveikja einhvern frétta áhuga. Sem er með meiri útbreiðslu en mokkin. Já, bara frábært bændablaðið, ég lest það mikið. En góðu brittstálkur. Já, glæsileg starf, hrósum þeim ekki nóg. En það sem við þurfum að hafa í huga þarna er hver ætla þá að segja börnunum okkur frá fréttum og hvað gildi þær hafa fyrir samfélagið. Og ég veit að Blaðamannafélagið deilir þessari hugsjón líka, við gerum betur þarna. Í fræðslunni sem við erum með hjá Netvís frá fyrsta bekk upp úr erum við alltaf
að tala gildi fjölmiðla í þessu flókna upplýsingaumhverfi sem búum í dag. Við þurfum að tala það upp. Hvernig eru fréttir unnar? Þetta ekki bara einhverju slúður fréttir. Það eru fagfólk með siðareglur. Hlutfall fréttana nú orðið, það náttúrulega örvænting hjá fjölmiðlum. Það tegja sig lengur og lengra eins og Mogginn með Epstein, fyrirsögnin og Kára Stef. Þetta svona eins og tabloid miðil, bara gul pressa, líka við segja frá helvíti. Bara örvæntingar fullt að reyna að ná í lestur og Mogginn var bara mjög íhaldsamur og varfærin bara fyrir nokkrum árum. Þetta til marks stöðu íslenskra fjölmiðla. Já, ég held að þetta umhverfi sem við erum búin að skapa þeim. Að þá verður þegar þú segir, þessi örvæntinga að við erum farin að reyna að grípa athyglinna á þann hátt sem við vitum að við ekki verið að gera. En ég held að ef við myndum skapa þeim þetta umhverfi sem fjölmiðlar þurfa að hafa til að geta sinnt sínu hlutverki, þá myndum við ekki sjá þessar fréttir. Við reynum hér til dæmis á Samstöðinni að tækla, að sigra freistnivandann, að vera endalaust að fjalla eitthvað sem við vitum að fær kannski meira áhorf undir stórum, sterkum fyrirsögnum, en að okkar mati bara eitthvað drasl sem að á ekkert uppbyggjandi erindi við almenning. En stundum, bara þegar maður að skrifa fréttir á samstöðin.is eða eitthvað, maður teygir sig af því að þetta allt í bara svo mikil útrýmingarhættu. Þetta það og við sjáum þetta í skýrslunni að það þetta skiljum við almannaþjónustu hlutverk, skiljum við siðareglur, ritstjórnir og hvernig þær virka. Við sjáum að við erum ekkert sérstaklega að skilja það, en á sama tíma... Meinar það almenningur? Já, almenningur. En á sama tíma þá erum við með hátt álit á gildi fjölmiðlunar. Við viljum hafa hana til staðar. Mér finnst ég geta lesið það út úr þessu niðurstöðum. Okkur finnst skipta máli, en við kannski erum ekki með djúpan skilning á því af hverju þetta skiptir máli. Og hvað það sem við þurfum að vernda í þessu umhverfi þannig að þetta geti þrifist. En ég held að komi líka að þeim tíma og ákveðnum þolmörkum hjá okkur. Eins og núna við erum að upplifa í skýrslunni sem á leiðinni að við erum svolítið svona að missa trúna á Facebook og samfélagsmiðlunum sem við erum að nota. Við erum komið gervigrindina og efni sem ekki búið til af fólki, sem náttúrulega byggir samt á efni sem fólk bjóð til. Það kemur að einhverju þreytu hjá okkur og við förum að leita í efni frá manneskjum og frá fólki. Við þurfum að finna einhvern fasta í öllu þessu upplýsingaflóði. Og þar, ef við erum búin að tryggja umhverfi fjölmiðla, þá eru þeir einmitt sá staður. Það sem getur leitað í, þar fólk sem búið að vinna úr upplýsingunum fyrir okkur. Við þurfum að líta á þetta þjónusta líka við okkur, að það sé búið að hjálpa okkur að vinna upplýsingar, kanna heimildir, að þetta skiptir máli í þessu umhverfi. En á meðan við erum að skapa eins og talar að freistnivanda með umhverfi sem ekki boðlegt, að hvert leitum við þá? Því ef við erum ekki að svara þessari þörf fólks, ég meina þá kemur bara einhver áhrifavaldur sem að segist tala hreina íslensku sem ætlar að vera með öll svörin fyrir okkur. Já. Og ég meina það náttúrulega fer tími í að til dæmis bara svo við förum aftur til þessa fjölmiðils hér sem berst auðvitað í bökkum. Að það fer tími að undirbúa viðtal. Hverjar eru spurningarnar? Hvað það þarf einhverja hugmynd samfélagslegt mikilvægi og inntak og samhengi til þess að öll viðtöl verði ekki bara alltaf á forsendum viðmælandans sem oft að selja eitthvað. Við sjáum bara Gísla Martein, hann selur, bara gestirnir hans allir að selja eitthvað, meir og minna. Þetta almannaútvarpið. Og ég tók eftir í fréttatíma Ríkissjónvarpsins í gær að já, ég ætla ekki að missa Kastljósi, já, ég ætla ekki að missa Silfrinu. Gömlu starfsmennir þegar ég var á RÚV, þeir hefðu bara lagst á höggstokkin. Ríkisútvarpið komið mjög langt í markaðsvæðingunni. Við sjáum auglýsingarnar dembast yfir okkur þannig að við missum á skemmtilegum umræðum í leikli, í spennandi handboltaleikjum og allt það. Og fjölmiðlanefnd þarf náttúrulega líka að fara að skoða hvort Ríkisútvarpið að nýta sér í rauninni dálítið klikkaða þróun sér til auka ábata í stað þess að vera kletturinn bara þurr og leiðilegur klettur í hafinu og leyfa hinum að sprikla. En
Ég sé hérna í íslenska kaflanum að það sem er ennþá áhugavert við Ísland og sérstöðu miðað við Norðurlöndin til dæmis að hér hlutfallslega hlustun á fréttir í útvarpi, hún er mikil ennþá sem áhugavert. Hangir kannski einhverju leyti saman við það að dægumála þættirnir í útvarpi og þættir samstöðarnar sem líka í útvarpi, þeir koma hjá hluta almennings svona í staðinn fyrir fréttir eða svona með fréttum. Við erum vön því að morgun þáttur Bylgjunnar, síðdegis þátturinn Rás 2 með morgun þætti og síðdegis þáttinn að við fáum svona mikilvægar upplýsingar og menn hlusta á okkur í þessu skyni. Svo eru aðrar stöðvar eins og Útvarp Saga sem að margir hlusta á það sem þeim finnst vera framlenging á fréttir, en þetta áhugavert hvað útvarpið ennþá sterkt hér á landi og það sannarlega bara íslenskt. Það ekki mengað af því sem við höfum verið að ræða. En þetta ákveðið menningarmunur líka sem þetta menningarmunur og ég held að horfa á þetta líka bara sem ákveðin styrkleika og hvernig vinnum við þá með útvarpslustun og menn hafa nú svolítið líka oft talað svona endalög útvarpsins ég meina við erum með sjónvarp og alls konar aðra meila af hverju þau eru útvarpið en útvarpið heldur sínu gildi og það jákvætt. Útvarpið líka geggjaður miðill. Hefur alltaf verið uppáhaldsmiðill minn. Sjónvarp svo þungur miðill, sérstaklega þegar maður að vinna sem sjónvarpsfréttamaður að þetta svo rosalega þungt allt saman, mikil tækjastöf og allt það. Og við sjáum það líka eins og þróun hefur verið núna í flóru hlaðvarpa á Íslandi sem að ég held að ég rætu sennir í hversu útvarpshlutsun sterk hér og við hér á Íslandi til dæmis eins og fjölmiðlanefndin höfum þurft að vera að horfa svolítið á þennan miði líka á meðan að það kannski ekki sama áherslan þar á meðan við sjáum kannski á Norðurlöndunum þá eru þessi sömu einstaklingar kannski einhverjir videobloggerar á YouTube og YouTuberar. Við erum ekki sterk þar. En okkar svona einstaklingar eru mættir inn á hlaðvarpsvettvanginn. Þannig að það er greinilegt að útvarp hlaðvarp mjög sterkt á Íslandi. Já, en af því vorum að ræða áðan mikilvægi sjálfstæðra fjölmiðlunar og ekkert endilega kröfu að allir fjölmiðlar séu hlutlausir, heldur bara að þú vitir hvaðan þeir koma og hvert þeir að fara. Hér á landi eru hlaðvörpin mörg skilgreind með hægra podcast og svo framvegis. Já, og það bara sama þar, þú veist, að við þurfum að hafa upp á borðum, eins og segir, hvaðan þetta að koma. Því fylgir mikil ábyrgð þegar þú ert að hafa áhrif á umræðu. Og þess vegna til dæmis eins og með hlaðvörp sem eru farin að vera þannig að það eru reglubundnar útsendingar. Ég farin að hafa mínar aðaltekjur af því að framleiða þetta hlaðvarp. Þá svona þegar ég komin í þennan farveg þá þetta farið að líkjast bara alveg eins og halda út í fréttasíðu Þetta mín atvinna, ég með reglubundnar útsendingar, ég með reglubundnar þætti og þá þetta komið svona með hverju munun á því og útvarpi og þess vegna erum við að horfa á það að það þurfum við að gilda einhverja reglur og lög líka á hlaðvarpsvettvanginum alveg eins og útvarpsþætti. Þannig við séum heldur ekki að búa til eitthvað ójafnrétti í umhverfinu okkar. Svo sé ég í íslenska kaflanum að þar talað þannig allir að tala að börnin okkar í skólanum séu ólæs út af einhverju byrjandalæsi fyrir norðan held ég held að þú berir ábyrgð á því sem akkur einhver og fyrir ekki að vera í gandast með þetta að það segir í íslenska kaflanum sem er mjög stoltið gott að Íslendingar 65 ára og eldri þeir séu nú bara með töluvert niður sig í fjölmiðlalæsi ekkert síður en það allt svo. Já, þetta gott við komum inn á þetta því að við höfum sett mikla áherslu á fyrst og fremst börn og ungmenni en það þarna hópur líka eldra fólks sem að við höfum ekki verið að gera nóg fyrir. Þetta eru ofboðslega flókið umhverfi fyrir þau að setja sig inn í og þau að alist upp í annarri fjölmiðlaflóru heldur en við erum að gera í dag. Þetta hópur sem við sjáum í rannsóknum að þarf aðstoð. Þetta hópur sem sótt mikið í með netsvikum og ástarsvikum. Falsfréttir hafa oft áhrif á þau og þau eru ekki að leita sér aðstoðar eða veit ekki hvert þau geti leitað. En það eiginlega ánægilegt að segja frá því að við erum á leiðinni núna með Landssambandi eldri borgara í átak fyrir þennan hóp.
fengu styrk til þess sem mikilvægt og við þurfum að festa það í sessi, ekki eitthvað tímabundið átak eða einhver stað bara bundið við einhvern eitt stað á landinu. Við þurfum að fara markvisst í fræðslu fyrir þennan aldurshóp sem eru þetta ekkert bara einhvern einn hópur, hann ofboðslega fjölbreyttur. Þú ert með ofboðslega læst fólk og hann bara eiginlega eins fjölbreyttur og þetta samfélagið okkar allt. En við sjáum það skýrt í þessar rannsókn í öllum okkar rannsóknum að við þurfum að leggja áherslu á hann alveg eins og börnin. Við tölum ekkert við hann eins og börnin. Það eru aðrar áskoranir. En þetta oft hópur líka sem hefur mikla fjárhæðir inn á heimaföngunum sínum. Fjárhæðir til þess að tapa sko og oft hefur það ágerst mjög lengi áður en að það uppgötast málið. Svolítið eins og netöfgahóparnir sem að sækja í börnin. Þannig að þarna setjum við núna áherslu og ætlum að gera betur en það er mjög margt í þessu líka í þessum þetta eru þetta bara svona fyrsta rannsóknin þessi samnorræna, við megum ekki festast of mikið í samanburði við hér Norðurlöndin því að við yfirleitt töpum þar, að því við erum í keppni við miklu öflugri deildir þar og lengri sögum rannsóknir og annað við stöndum okkur ekkert alltaf illa mér finnst það ekki vera niðurstaðan heldur í þessu og við höfum séð að við getum breytt og snúið við mjög hratt, þannig að þegar við tökum okkur saman þá náum við árangur í hraðar. En ertu svona í lokin Skúli með einhverja punta sem ekki komast inn í skýrsluna sem að gæti verið gaman að ræða svona í blálókin? Já, uppáhaldspunkturinn minn er að þegar við spurjum út í hæfni til þess að greina netsvik eða falsfréttir eða bara til þess að greina auglýsingar til dæmis inn á fréttamiðlum eða í efni við höfum svolítið mikla trú á okkur. Þetta á ekki bara við einn aldurshóp. Hvað finnst þið vera alltaf í læsa á þetta? Ég veit alveg hvað myndbönd eru djúpfölsuð og ég veit alveg hvað er auglýsing og hvað ekki og hvað er frétt. Og svo leggjum við fyrir því dæmi og þá er það ekkert alveg í samræmi við þessa ofurtrú sem við höfum á okkur. Þannig að það segir okkur að við þurfum að efla þessa hæfni. Það er gott að hafa gott sjálfstraust, ég ætla ekki að berja það niður. En við höfum oft ekki alveg þessa innistæði fyrir sjálfstraustun okkar sem við teljum okkur hafa. Þegar við segjum geta séð í gegnum þessa gervigreind, bíðið bara. Sko. Það er annað sem að veldur mér smá áhyggjum að þau myndbönd og myndir sem augljóslega er ekki verið að breiða yfir að séu falsað. Margt af þessu efni köttur að lesa bók með gleraugu og flettir og eitthvað svona. Þess er deilt alveg rosalega mikið og auðvitað vekur þetta einhverja gleði og svona þetta er fyndið og eitthvað það. En maður hugsar, býður þetta þeirri hættu heim að mörkin máist hægt og rólega út Ég get sagt að starfandi í þessum geira að ég á stundum í vandræðum með að sjá hvað er raunverulegt og ekki þegar ég beiti öllum brögðum til þess sumt af þessu fyndið, skemmtilegt þegar við deilum við þetta algoritmi les það, við höfum áhuga á þessu augljóslega síðan er það kannski það sem er alvarlegast í þessu þegar kemur að kosningum þegar kemur að því að andlit fólks og það er nú sérstaklega þá fjölmiðlafólk sem eru andliti sem koma á skjáin þegar hætta steðjar af því það eru andliti sem við treystum til þess að segja okkur hvernig við erum að bregðast við, hver staðan raunverulega er. Þessi andlit eru líka innmitt notuð til þess að deila einhverjum fölskum upplýsingum þegar við erum að falsa myndbönd og það eru þetta hættulegt því við berum traust til fjölmiðlafólks sem eru vön að sjá, sem eru vant að tala við okkur og segja okkur fréttir. Við erum farin að sjá dæmi þetta og meðan að þetta verður betra og betra og nú settum við íslenskuna kyrfilega inn í gervigreindina sem hjálpar okkur að vinna með hana en það þýðir líka að hún er orðin ágætlega góð í að tala íslensku og við höfum náttúrulega lengi vel verið vernduð af tungumálun okkar þegar við sjáum þessa fölsku fréttir, þetta er hræðilegri íslensku en það er að breytast. Við erum reyndar bara öll að verða líka hræðilegi í íslensku það er raun og svo En Skúli, kæra þakki fyrir komuna og gaman að spjalla við þig þetta og þakkir til ykkar líka fyrir að hlusta og fylgjast með samstöðinu og ef þú ert ekki orðin áskrifandi ef þú ert einn af þessum 40-50.000 sem lætur 2.000 borga alla okkar dagskrá þá skaltu hugsa það en gang en nýrkafli hér eftir andartak Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda.
En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Og þá þetta ekki eftir, eins og þau sögðu stundum fyrir norðan að loknu dagsverkinu. Þættinum lokið í kvöld. Kæra þakkir til ykkar hlustendur, áhorfendur, allir viðmælendur samstöðarinnar, samstarfsfólk og þakkir til ykkar sem deilið efni samstöðarinnar. Við erum út allt, það ekki öll sem vita það, við erum útvarpsstöð 89,1, það má fylgjast með okkur á ýmsum öppum, ég nota sjálfur spilarinn.is heilmikið til þess að hlusta á samstöðuna, við erum á Facebook, við erum á YouTube, við erum víða, við erum ekkert mjög víða í ykkar veskjum, þannig að ef þið eruð tilbúin í þann slag að styrkja samstöðuna með mánaðarlegu framlagi, þá þætti okkur mjög vænt það ef þið myndu fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og gera viðeigandi ráðstafanir til þess að verða velgjörðar menn samstöðarinnar með hlægilega lágu framlagi mánaðarlegu 2750 aðeins. En þættinum sem sagt lokið hér með, ég heiti Björn Þorláksson og takk fyrir samveruna skulum við segja, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.